Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á Samstöðinni. Þetta ágæta mánudagskvöld, búin að vera fallegur dagur hér á suðvestur horninu. Sólin skein og stútfullur þáttur af áhugaverðu efni hér framundan hjá okkur. Við ætlum að kíkja á menningu, stjórnmál, samgöngur og fleira. Síðast í þættinum verður umfjöllun leikhús. Það leikritið Taktu flugið, baby, segir sögu fatlarar konu og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir höfundur leikari og aðal persóna. Ilmur Stefánsdóttir, leikstjóri og leikararnir Þuríður Blær Jóhannsdóttir og Ernesto Camilo Aldazabal Valdes. Þær ætla að koma hingað og ræða verkið og erindi þess. Við ljúkum þættinum á þessari menningu. Nú, Hanna Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar, kemur þar á undan. Hún ætlar að láta ljósið skína. Við getum sagt sem svo í lið sem að kallast Þingið hjá okkur hér á Samstöðinni. Við erum alltaf með hann á mánudögum og við ætlum meðal annars að reyna að fá út úr henni hver hennar drauma ríkisstjórn ef Viðreisn mun eiga þess kost að fara í ríkisstjórn að næstu kosningum. Nú, þau hafa vakið töluverða athygli viðtöl Gunnars Smára við Hilmar Þór, prófessor við Háskólann á Akureyri. Hann kemur hérna reglulega að rauða borðinu og þeir Gunnar Smári og Hilmar ætla að ræða í kvöld Eystrasaltslöndin, aukin hernaðar útgjöld í Evrópu, hrörnandi hagkerfi og vaxandi stórvelda átök. Það alltaf fengur í því sem Hilmar Þór segir. Nú, þar á undan hittir Gunnar Smári Bjarna Karlsson, sem náttúrulega eins og við flest þekkjum prestur. Hann líka siðfræðingur og þeir ætla að ræða samtöl karlmennsku sem verða við þetta rauðaborð næstu 5 vikur. Það var áhugavert að fylgjast með því. En þátturinn byrjar á heilmiklu spjalli þar sem 4 gestir verða kallaðir til leiks. Séra Örn Bárður Jónsson, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Herdís Sjopka og Gísli Tryggvason. Þessi 4 ætla að koma og ræða bíllausan lífstíl. Ræða umhverfisvænan samgöngumáta, ræða það hvernig þau reyna aktíft að fara í vinnuna eða sinna öðrum erindum, annarkvort á hjóli eða gangandi. Og ég held að málana sé það að bílaborgin Reykjavík og nágrannabyggðir, þetta sé allt saman sprungið og það þurfi róttækar lausnir. Meir það eftir andartak. En áður en við fáum örstutt skilaboð vil ég minna á það að við á Samstöðinni göngum í rauninni fyrir áskrift ykkar sem fylgist með okkur og það hnappur á síðu Samstöðarinnar, samstöði.is, sem kallast eða undir heitinu áskrift og þar getið þið styrt okkur og styrt sjálf ykkur í leiðinni með 2500 króna mánaðarlegu framlagi. Það eru ansi margir sem hafa séð sér fært að styrkja okkur en kannski eru þeir einhverjir fleiri sem hafa ætlað sér það en hafa bara gleymt því og Samstöðinni gengur bara ansi vel, við náum til margra en við lifum ekki á loftinu einu. Hér eru allmörg stöðugildi, tæknifólk og dagskrárgerðarfólk og þannig að við reiðum okkur á ykkar stuðning og eins væri bara frábært ef þið gefið því gaum að vísa öðru fólki á okkar efni ef þið sjáið eitthvað sem að ykkur finnst gott. En eftir andartak, fyrsti kaflinn í kvöld, sprungin bílaborg, Reykjavík og leiðir út úr krísunni. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan á tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, næstu klukkustundina svo ætlum við að ræða umferðaröngþveitið á höfuðborgarsvæðinu. Þið eigið kannski bíl og þið hafið sennilega tekið eftir því að það tekur okkur æ lengri tíma ef við erum á bíl að komast frá stað A til staðar B. Við vorum hér í síðustu viku með umræðu þar sem að við heyrðum ólík sjónarmið borgarfulltrúa, þeirra sem styðja borgarlínu og þeirra sem hafa efasemdir borgarlínu. Mörg okkar telja að það sé þessi framtíðarsýn, hún sé ekki nógu trúverðug og við svona upplifum það frá degi til dags að vandinn sé að verða meiri og meiri. En það er til fólk sem að sýnir ábyrga hegðun og er hægt að taka þátt í því að sitja fast í bíl jafnvel klukkustundu saman í umferðarteppum. Fólk sem að sjálft gengur eða hjólar til vinnu. Og panel dagsins í dag hér á Samstöðinni, hann samanstendur af svoleiðis fólki. Verið þið 4 velkomin, Gísli Tryggvason, lögmaður, Herdís Sjopka, Séra Örn Bárður Jónsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þið eru sem sagt hérna eins og ég var að nefna, þið eruð í því liði að þið reynið allt hvað þið getið að fara, nota ekki bílinn þegar þið eruð að fara og erinda eitthvað hér í borginni. Byrjum bara á þér, Sigmundur. Hvaða hagræði sér þú helst af því að ganga sem mest og nota einkabílinn sem minnst hér? Það er náttúrulega fyrst og fremst lýðheilsumál. Maður á að hreyfa sig. Já. Og ég hef áraræðir gengið mikið á fjöll, notið íslenska náttúru. Það er svona helsta áhugamál mitt fyrir svo margt annað. Já. En ég á því láni að fagna eftir að hafa búið 18 ár í Grafavogi og allir þar upp mín börn og notaði mikið strætó, til dæmis þegar ég var á Alþingi í 4 ár. Já. Þá tók ég bara strætó beint niður í MR og þaðan inn í Alþingi. Núna hins vegar eftir að börnin fóru að heiman þá fluttuðu niður í bæ, gátum blósa okkur við annan bílinn. Já. Og sem er mikið hagræði og ég átti lána að fagna geta gengið í vinnu fyrst sem sjónvarpsstjóri Hringbrautar út á Nes, hjólaði ýmist þangað eða labbaði. Og menn mikla nefnilega alltaf mikið fyrir sér fjarlæðir, göngufjarlæðir og svo eftir ég var ritstjóri Fréttablaðsins þá náttúrulega gekk ég bara á Laufásvegi niður í Austurhöfn og núna er ég ritstjóri RIF í Hafnarhúsinu niður við Höfn og geng þar á hverju mótni fram og tilbaka svo síðdegis og þetta er mikil lífsforréttindi að hreyfa sig, ganga, njóta náttúrunar, njóta umhverfisins, labba til dæmis í mínu tilviki þegar ég er að labba niður á RIF í þessa dagana, framhjá Tjörninni, yfir Austurvöll, hitta fólk, hitta vini sína. Þetta gerir maður ekki í bíl. Nei. Og þetta er svona ómæld forréttindi að geta gengið og það er alveg fáránlegt að fyrir það fólk sem getur gengið það er ekki allir sem geta gengið að sleppa því. Til dæmis vorum við undirbúa blaðamannahund út af nefndu RIFi sem byrjar á 5. upp í Háskólabíói og ég labbaði frá Hafnarhvoli og upp í Háskólabíó
margir hefur tekið bílinn, það er alveg unaðslegt að labba þessa leið, fram og tilbaka og það eru allt og margir sem mikla fyrir sér gönguleiðir. Ég fer 3 viku í fótbolta í Laugardal og að ganga þá leið frá miðbænum niður, maður er svona 45 mínútur sem er æðislegur tími með sjálfum sér, geta hugsað, notið þess að hafa allt lífi í kringu sig. Inn í bíl er maður hins vegar yfirleitt pirraður út af því sem við erum að fara að tala hér. Já, þú ert að bíða og hérna, sko, það er svo áhugavert að mörg okkar við ökum í líkamsræktina. Já, og reynum að finna bílastæði sem næst. Já, og þar förum við og hlaupum á einhverju færibandi og svo förum við í sturtu og svo ökum við aftur heim. En sko með því einmitt að labba í vinnuna, þá náttúrulega bara getur við sparað áskortið þeir ekki. Og hérna, og þetta er einn besta hreyfing sem hægt er að fá, það er að ganga. Akkurat. Örn Bárður, þú keyptir þér hjól, veit ég, fyrir hvað, rúmu ári? Já, reyndar, þá endurnýjaði ég. Já, keyptir þér rafmagnshjól? Já, það var 3. rafmagnshjól. Nú, já. Fyrsta rafmagnshjóli keypti ég í Noregi. Var nú þó ekki svo heppinn að búa í sveitarfélagi sem að borgaði fólki styrk til að kaupa rafmagnshjól. En ég keypti mér rafmagnshjól þar og kom með það hérna heim, seldi það og fekk mér svona meira götuhjól, þannig að ég geti verið svona uppréttur. Og það reyndist mér mjög vel og svo endurnýjaði ég og fekk mér svona aðeins öflura hjól með aðeins breiðari dekkjum og pínulítið stærri rafhlöðu og ég fekk það í apríl í fyrra, ég held að sumardaginn 1. Og ég var að skoða áðan kílómetratöluna, ég búin að hjóla 2600 kílómetra á rúmu ári, 1,5 ári. Það eru svona cirka 40 kílómetra á viku. Og ég veit að þú hefur farið og messað í einhverju nágrannabyggðum, hvort það var Kópavogur eða Hafnarfjörður, og þá ferðu á hjólinu í hempunni. Reyndar ekki, ég hef hana með mér. Ég er með hana sko í nakktöskunni, ég má nú ekki ljúga hérna. Ég er með hempuna í nakktöskunni eins og prestarnir í gamla daga, sko. Þau fóru ríðandi og ég fer á mínum hjólhesti. Og ég fór í fyrra, þá fór ég 2 vikur í Rösur í Garðabæ í þessara erinda að jarða fólk. Og núna fyrir bara mánuði þá fór ég til Hafnarfjarðar, ég bý í miðborginni í Reykjavík. Þá fór ég til Hafnarfjarðar og það var dálítið mótvindur. Og ég kom suður í Hafnarfjörð og tók mínar föggur inn og svo jarðaði ég og fór í erfidrykkjuna og hugsaði með mér, það verður gott að fá meðvindin á leiðinni tilbaka. Heyrðu, þá hafði hann snúið bölvaður og hálfu verri en þegar ég fór suður eftir. Ég komst heim og mælinni sagði 20, ég hafði sett mælin á sko til að mæla akkurat þetta, 29,5 kílómetri. Þannig að þetta, og ég fer eiginlega aldrei út í hjólatúra. Ég er að fara að gera eitthvað. Þetta er erindið þín. Það er í innkaup, ég er með 2 töskur ef ég fer út á Granda eða í einhverja verslun í nágrenninu, í miðbænum, að kaupa inn matinn. Og tekur bara það sem passar í þessar 2 töskur, fer oftar. Og svo þetta að maður getur verið með sjálfum sér, ég er aldrei með neitt í eyrunum. Nei, ekki aldrei. Það er nefnilega það. Nei, eyrum verða bara að vera fyrir umferðina og taka eftir. Þannig að þetta er, sko, þetta er dásamlegur ferðamáti. Já, þú sparaði náttúrulega stór fé. Ég nota bílinn svona einu sinni í viku. Einu sinni í viku? Bíl. Ég verð að viðurkenna það. En hvað finnst kollegu þínum íhaldssömmum prestum þessi ferðalög þín? Finnst þér þú ekki stórfurðulegu maður? Jú, það er svo mikilvægt. Sko, ég held að sumir vilja ekki hjóla, þeir eru spjörhættir. Maður verður að sigrast á spjörhæslu og vera bara skrítinn. Það er bara mjög gott að vera skrítinn. Þú ert bara að normalisera þetta. Það er það sem þú ert að gera. Ég er að gera það, ég er að normalisera þetta að hjóla. Og ég var nú áðan ég var á fyrirlestri út í Neskirkju, þá var verið að segja frá Sigurgeiri Sigurðssyni biskupi sem var sóknarprestur á Ísafirði í byrjun síðustu aldar. Og þið norðanmenn þekkið þetta allt saman. Pabbi Pétur sem vígði með prest. Og bara nota benni, í dag eru 45 ár síðan að Sigurbjörn vígði mig sem biskup. Sem djákna, Sigurbjörn biskup. En hérna, það var sagan af séra Sigurgeiri, hann hjólaði á Ísafirði.
og hann bjó upp á brekkunni í húsi sem heitir Sjónarhæð og það var kallinn í Firði sem vann held ég í fiski á Ísafirði hann fór snemma í vinnun á mótnana og hann vann fram lengur en margir aðrir og þegar hann gekk inn í Seljalandsveginn þá sá hann hjól pressins og það var við stakkætið eins og náttúrulega girðingar heita í almennum bæjum og hann tók hjólið hann fékk það að láni spurði engan og hjólaði inn í fjörð og svaf þar og svo fór hann undan öðrum í vinnuna daginn eftir og setti hjólið á sama stað fyrir utan hjá Sigurkeri svona tvín góð nota þessu hjóli Það er kallað deilihagkerfi í dag Akkurat, deilihagkerfi Þetta er flott sko en ég læsi nú mínu þannig að menn taka það nú ekki svona á mér í mibbanum Og Herdís, hver er þín svona saga í þessum efnum? Heyrðu, mér hefur bara alltaf verið svo gaman að hjóla. Já. Mér finnst þetta fyrst og síðast bara rosa skemmtilegt. Það er ósegjanlega leiðilegt að vera í bíl í svona umferðarstöppu. Þó það hafi reyndar orðið betra eftir að ég eignaðist lítinn dreng. Ég á 5 ára strák, sko, og ég viðurkenni það er oft mikla gæðastundir í bílnum eftir leikskóla og leiðin heimspekilegar spurningar. Og en ég svona segja svolítið eins og hann Sigmundur við erum með 2 fætur við höfum að nota það og maður verður að algjöru fransbrauði þegar maður er alltaf inn í bíl það er rosalega auðvelt að missa niður einhvern veginn svona nennuna og hæfileikan bara til þess að fara út í vont veður og ég finn það alveg sjálfur mér og þegar maður byrjar að nota aðeins bílinn þá freistast maður alltaf meira og meira til að nota hann en þannig að ég á sem sagt bíl og nota hann oftar en þú en ég á líka hjól og ég ákvað svona þegar ég eignaðist strákinn og flutti í Vogabyggðina og var með hann á leikskóla í Vesturbænum að reyna að festast ekki alveg í bílnum. Þannig ég keypti mér rafhjallahjól og ég keypti svona vagn fyrir barnið aftan í og baulaðist í þessu í 2 ár og ég ætla ekki að segja að ég hafi hjólað á hverjum degi, alls ekki. En ég var samt með hann í þessu vagni og við hjóluðum rúma 1000 kilometra saman í heildina og það var rosalega gaman og honum fannst þetta æðislega skemmtilegt. Og svo svo fluttum við nú í Álftamýrina og við erum nær, sko, ég vinn sem sagt niður í Borgartúni þannig að ég er mjög nálægt vinnunni minni núna og strákurinn er orðinn stór þannig að hann passaði ekki lengur í vagnin þannig að ég bara skipti núna bara fyrir rúmri viku yfir í svona fjölskylduhjól þar sem að barnið getur setið bara aftan á og það er ótrúlega skemmtilegt og honum finnst það bara mesta sport í heimi, sko. Hann hefur beðið mig að skilja hjóli eftir fyrir þetta leikskólan svo labbi ég sjálf í vinnuna svo hann getur sýnt vinnu sínu hjóli sett nýja, sko. Og þannig að mér finnst þetta bara gaman fyrst og síðast, svo finnst mér líka rosalega mikilvægt fyrir hann að hann sé ekki alinn upp í því að vera alltaf í bíl að þetta er svona uppeldisatriði, svolítið eins og þú varst að tala um að maður er hallærislegur en mér finnst líka mikilvægt bara að normalisera þetta fyrir öðrum, þannig að þegar ég er út að hjóla kannski þetta aldrei kjánaleg, ég veit það ekki en það er samt bara þetta er bara frábært, þetta er bara ógeðslega skemmtilegt og maður hittir fólk mitt og er bara bjóða góðan daginn og situr ekki inn í bíl að bölva næsta bílstjóra. Það er engin kjánalegur á hjóli. Nei, nefnilega, sko. En maður er samt enn að venjast hjálminum, svolítið. Já, svolítið, ég veit ekki það. Hjálmhár er alveg, þú veist, það er alveg þing. Já. Nema kannski fyrir... Já, þetta er meira mál fyrir einhver konuðar, held ég. Já, nákvæmlega. En Gísli, ert þú maður göngunar eða hjólsins? Ég er nú svona pínulítið að vera bæði, sko. Ef þú spyrir söguna, sko, þá hjólaði ég náttúrulega mikið þegar ég var strákur og hafði gaman að því og svo hjólaði ég mjög mikið í Danmörku, það sé bjóði mörg ár. Já. Svo þegar ég kom heim þá náttúrulega neyddist ég til þess að taka bílpróf og fara að keyra þegar ég fór að vinna og svona. Já. En tíma fyrir svona 20 árum þá var ég að reyna að vera á einum bíl og hjólaði töluvert til vinnu þó ég byggi í Kópavogi. Já. Og það var eiginlega ekkert nema hálka og mikil snjór sem að hamlaði mér, sko, vont eða hvað segja, rigning eða hvassviðri var ekki neðin fyrirstæða þá. Hvaða viðhorfi mættirðu þá fyrir 20 árum? Það var örugglega svona skrýtnara þá. Ég skar mig nú eitthvað úr þá en nú finnst mér bara fjöldin vera svo mikill að hjóla að nú er ég nýfluttur í Bryggjukverju og það er bara stöðu umferð á framhjá hjá okkur og eftir að við fluttum þangað þá fór ég að hugsa mig gott til glóðurinnar og vildi fara að hjóla og var aðeins byrjar að ganga í vinnu þó ég hefði búið í Grafavogi, það var mjög langt að ganga en heilsunar vegna vildi ég hjóla og ganga og
er aðeins verðin að gera kort ekki og ég ekki nema kort að hjóla og byrja hverfi í kringluna því ég vinn. Nei. Og finnst það gaman og ég get í rauninni sleppti að vera á bíl held ég 4-5 dögum sko. Já. Ef ég skipleg með þess. Náttúrulega gríðarlega kostnaður sem að fylgir því að eiga bíl og reka bíl. En sko það sem er alveg óhugnanlega skuggalegt að við deilum náttúrulega öll því að þegar við þurfum að fara á bíl að maður tala nú ekki sko í þessum brjálaða síðdegistíma á föstudögum eitthvað svoleiðis, þá getur það ég get bara hent því á borðið ég hef verið klukkustund að komast frá Bolholti að Fjólugötu í Þingholtum á bíl. Ég er 25 mínútur að labba rösklega held ég. Ég held að þetta sé svona cirka það sem við erum að eiga og við erum alltaf að heyra fleiri og fleiri hryllingssögur. Ég var með borgarfulltrúa hér í síðustu viku, þar sem vorum að ræða borgarlínuna og þar kom fram að 79 bílar, þeir bætast við umferðina á höfuðborgarsvæðinu í hverri einustu viku. Það eru 320 bílar á hverjum 4 vikum. Markvaldið það með 12 og á þessum tíma sem við erum að verða vitni að þessum breytingum þá hafa engin samgöngumannvirki verið gerð hér í borginni sem er að létta á þessu. Bara Sigmundur, þú ert búin að segja fréttir í marga áratugi og þú ert búin að búa hérna í þessari borg ansi lengi. Þú hefur örugglega oft verið fyrsta frétt á Stöð 2 undir þinni stjórn að nú er búið að Sundabraut í stokk bla bla bla, þá að gera þetta og hitt og svona. En það verður minnum eftir. Hvernig meturðu ástand? Ég veit ekki hvað svo oft ég er búin að segja eftir af Sundabrautinni. Ég gegnum þessa allan tíma í 40 ár og ekki bólar ennþá á henni og fyrir vikið sitjum við höst í umferðar öngþveiti og þetta 4.000 til 5.000 nýjir bílar á hverju ári sem bætast við flotan í Reykjavík og ekki bara í Reykjavík. Ég heyri í vinum mínum á Akureyri, það ekki vel til þar, allt mitt fólk býr þar. Og við erum hver hér með rætur þangað og þar er þetta byrjað að verða vandamál sömuleiðis. Þegar ég var alast upp sem strákur á Akureyri þá var ekkert endilega til siðs að húsbændur á heimilinu hreyfðu bílinn sinn af því þeir áttu bílinn og vegna þess að menn gengu til vinnu en núna er þetta verða orðið vandamál jafnvel á Akureyri þar sem svifryksmengun er svo mest á landinu vel að merkja og hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu er þetta orðið svo mikið vandamál að ég bara vorkenni stórum hluta íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem hangir ef til vill í bíl í 2 tíma á hverjum einasta degi. Ég lenti í því að skutla dóttur minni áður fekk bílpróf, yngstu dóttur minni sem er núna 20 mær út í Árósum í lýðháskóla. Hún var að æfa inn í CrossFit Reykjavík í Skeifunni og þið veitir hvernig umferðarumhverfið þar í kring er og hún var átt að mæta 4:30 á daginn og ég þurfti að leggja af stað 3:00 til að vera alveg viss hún kæmi vegna þess að ég var yfirleitt meira en klukkutíma á þessum tíma að keyra þennan örstutta spöl frá Laufásvegi í Skeifuna og ég var að byrja að reyna að fara einhverstaðar inn á milli Flókagötun og svona og það er svo alltaf lenti af einhverjum sultum og þetta var til þess að heila vetur, ég klárlega ekki einstæmi þá beið ég eftir að hún kláraði tíman og skutlaði svo þannig að í þetta fóru hjá mér og ég er bara einn af hundruðum þúsundar sem búa hérna á þessu svæði í þetta fór hjá mér rúmir 2 tímar 2 í viku og ég satt uppi með þetta og vinnustaðurinn minn galt fyrir þetta þetta er bara ein saga og það eru 20.000 svona sagna. Eitt sem skýrir rýra framlegð Íslendinga þegar kemur að atvinnu. Og það þurfa allir að skutla börnunum sínum óra vegalengdir vegna þess að skipulag borgarinn er með þeim hætti að þjónustu kjarnar eru ekki nógu sterkir í nærumhverfinu. Það þarf alltaf að vera skutla á milli hverfa.
Mér finnst mjög góða punktur þetta sem þú nefndir að sko það hellingur af fólki sem að bíða klukkutími saman í sínum bílum og það hefur ekki hugmyndaflug til þess að breyta ferðamáta sín eins og þið hafa verið að gera. Ég ætlaði að spyrja, af hverju hjólaði ekki dóttir? Ef hún gætt farið í crossfit, þá hefði hún geta hjólað. Já. En þetta var náttúrulega bara linkinda minni halvur. Já. Eða af hverju tók hún líka strætó? Maður vill dekra börnin sín stundum. Já. Það rifjast upp fyrir mér. Þetta var örverfið sko. Já, ég skilji. Það rifjast upp fyrir mér, ég bjó í Garðabæ og var að vinna í Neskirkju og þá fór ég stundum á gírahjóli. Bara svona gamaldags skírahjóli á milli og þá ekki komnir þessir fínu hjólastígar þessi borg náttúrulega orðin gjörbreytt og ég man þegar ég var að fara yfir Kópavogshálsinn og var að fara undir brýrnar með bílana á 100 km hraða fram úr mér á bara eins og að vera í lífshættu og var það bara og komast þarna niður og komast niður á bensinstöðin í Fossvoginum og þá komst maður inn á stíg til þess að fara út í hérna Nauthólsvík og þangað til þess að vera frá umferðinni. En núna þetta bara allt annað. Daginn þá þurfti ég bílinn minn sko sem ég nota einu sinni í viku, það þurfti að gera við hann og það var verkstæði í Hafnarfirði rétt hjá Fjarðarkaupum og ég býnir í miðbæ, við svona segja bara miðbæ við Hörpuna og ég hringi þá 4:00 og þessi, já við vorum að klára bílinn og þú mátt sækja hann og hvenær lokið? 5:00 og ég sagði, hvernig á ég? Já, býtum við. Já, ég fer bara í hjólinu og ég gerir mig kláran, 17 mínútur yfir 4 legg ég af stað og ég var kominn söður í Hafnarfjörð nánast án þess að fara af hjólastígum nánast alla leiðina eftir 24 mínútur og ég fór fram úr þetta var milli 4 og 5 þegar allir að keyra heim úr vinnunni allt vaktafólkið á Landspítalanum og ég fór fram úr þessum bílalestum alla leiðina söður úr og fyrir þetta það að hjartað að pumpa og í lagi sko. En þetta einmitt rosalega mikilvæg punktur sem þú segir að fyrir einmitt 20 árum og svona, þá var maður alveg algjör sérvitringur að standa í þessu og þá var þetta bara virkilega erfitt og í sumum tilvikum hættulegt. Þá rakst maður oft frá líka, þá voru hjólastígar kannski bara allt í einu stoppuð og það var eins og maður bara stígu til himna. En nú miklu minna það að hjólastígar endi bara án einhverjar... Já, svo allar þessar fínu sleikjur sko sem að kennst upp, sko það engir kantar allstaðar svona aðgengilegt og hins vegar hefur mér fundist sko undanfarin ár sko að borgin, sko ég þeirra skoðunar að borgar stjórnin á að greiða götu allra sko, gangandi, hjólandi og líka þeirra sem aka bílum og til dæmis að gera þeim ekki meira græmt í geði en nauðsynlegt til dæmis mætti stilla ljósin betur því að stundum ef að lítil umferð eins og kvöldin þá býður maður bara á rauðu ljósi sko, nánast maður bara á klukkuna Það væri líka svo gott að það væri hægt að stilla einbeitingu borgarbúa örlítið betur af hverju fer hálfur tíminn af græna ljósinu stundum í viðbragðið bara afsækið mig það er allir í símanum það bara gleymist að upprunni ljósana sko, áður en að ljósin komið til sögunar þá voru lögreglumenn sem að leystu úr umferðarhnútum og stýrðu umferðinni og ljósunum var ætlað að stýra umferðinni en ekki hindra hana hugsa ykkur leigubílstjórana sem aka á nóttinni og þeir að bíða á rauðu ljós allstaðar og það engin bíl sko í 5 km fjarlægð sko, sumstaðar mætti vera bara frelsi að fara yfir og beygja og fara yfir jafnvel á rauðu sko. En sko nú erum við öll hér bara einstaklingar og ég aðeins að slást í ykkar lið upp á síðkastið, ég er aktíft að reyna að fjölga ferðum mínum gangandi og jafnvel skokkandi í vinnuna frekar en að sjá líf mitt brenna upp í hérna umferðar og öngþeyti þar sem ég sitt fastur í bíl sem að dælir ógeði út í hérna andrúmsloftið sem steikir jörðina og drepur okkur öll að lokum en sem sagt og það gildir einu, við erum ekki hér til þess að tala fyrir okkar stéttir eða störf og ég veit að hérna þú vinnur í umhverfisráðuneytinu en þú ert hér ekki sem fulltrúi umhverfisráðuneytisins en ekki sko alveg plús allt það sem að þið hafi verið að ræða hér ekki þetta með sko bara ábyrgð tikkar það ekki inn í þinn hvata
hvata þegar kemur að samgöngum. Ekki spurning. Það gerir það. Ábyrgð og skyldur jafnvel getur maður sagt? Já, ég veit ekki, sko, ég get alveg viðurkennt að ég er mjög upptekin af loftslagsvandanum og þetta er alveg algjörlega, ég líti á þetta sem svona lítið brot af mínu framlagi í það, sko, og það er svolítið gaman, ég skráf alla mína ferðir á Strava og þar getur maður merkt ferðina sem commute og þá sérðu hvað er búin að spara mikið CO2 útblástur. Og þannig að jú, einmitt þess vegna líka upp á sko sína syni mínum að hann geti hjólað, það sé sem sagt svona bara eðlilegur ferðamáti innan borgar, að það sé og bara allstaða sko, við þurfum ekki alltaf að vera bundin á klafa bílsins og líka ég keypti mér fyrir 9 árum þegar ég loksins sko varð að kaupa mér bíl, ég var búin að reyna að vera bíllaus í borginni, en ef maður ætlar að heimsækja ættingja sína í Garðabænum og eitthvað svona sko, það eiginlega þarf maður að eiga bíl og þá keypti ég mér metanbíl á sem sagt íslensku eldsneyti, það var En jú, þetta er vissulega sko, samfélagslega ábyrgð líka, sko, það er gróðurhúsa lofttegundirnar, svo er það mengunin sem þú talaður það er svifrykið og líka bara allt plásið sem fer undir þessi borgar eða bílamannvirki, sko, eins og þú myndist á Sundabraut. Þú veist, það að Sundabraut hafi ekki verið byggð, það er náttúrulega ekkert eina ástæðan fyrir því að það er umferðaröngviti, það er líka því að almenningssamgöngum hefur ekki verið sinnt og við notum all bílinn okkar sem úlpu. Gísli, framundan er verkefnið að reyna að selja Íslendingum það að borgarlína sé góð hugmynd. Hún er byggð á kerfi sem er ekki að virka. Þetta er strætó á sterum og við vitum að strætó hefur bara ekkert verið að virka. Það er mikil óánægja með strætó og mín skoðun. og sko, er það ekki ákveðin vandi fyrir okkur að við erum í þessu ástandi sem við erum öll sammála að hefur aldrei verið erfiðar að komast ef við ætlum að nota bíla þá hefur aldrei verið tafsamar að komast frá einu stað til annars og er það ekki svolítið vandi þeirra sem styðja borgarlínuna að það er meiri strætó, það er betri strætó en strætó sem almenni samgöngur er einhverju hluta vegna ferðamáti sem ekki hefur gengið nógu vel meðal annars vegna þess að það var komið upp alls konar vandamál við framkvæmdina. Þetta byrjaði náttúrulega með því að íhaldið sko byrjaði að fækka ferðum sko, ég var til dæmis nýfluttur til Íslands og vanur bæði hjólreiðum og almenningssamgöngum og þá spurði ég fyrir akkurat 30 árum borgarstjóra íhaldsins þáverandi sko akkur þeir væri að skera þetta niður og fekk eitthvað lélegt svar og síðan hefur ekkert mikið lagast. Heldur hafa eyðilagt þetta að skemmt þetta vísvitandi? Já, ég veist að það sumir. Og tilgangurinn hver? Já, mennur hrifnir af bílnum og bílaborgin er náttúrulega grunnurinn eins og segir en sem betur er nú komin nokkuð góður einhugur að með segja íhaldi að fara að klofna í þessu og hvað segja, íhaldsstjórnir í sveitafélögunum kringum Reykjavík eru líka farnar að styðja þetta. En þegar þú heyrir þessar fjárhæðir, 311 milljarðar eða hvað þetta er í heildina samgöngusáttmálinn, finnst þér þetta trúverðugt? Af því við heyrum líka svo margar óánægjusögur á notendum hjá strætó. Ég meina rök bæjarstjóra Kópó sem er nú sjálfstæðiskona eru að það hefur ekkert betra fundist, þannig að það er alveg nóg fyrir mig. Ég hef ekki stúderað þessar tölur en auðvitað er þetta erfiðar af því að borgin er byggð upp í áratugi eins og bílaborg nánast eins og í Bandaríkjunum. Þannig að það er búið að vera núna í nokkra, 3 áratugi kannski að reyna að vinda ofan að þessu þegar ellistinn byrjaði á því og auka almenningssamgöngur en mér finnst það ganga hægt. Og ekki hjálpar til að við erum með Reykjavíkurflugvöll sem og alls konar svona furðuleg skipulagsslys held ég að maður getur bara að tala út frá samtímanum. Hvað segir þú þetta, Sigmundur? Já, talaðu Reykjavíkurflugvöll. Ég er stuðningsmaður þess að Reykjavíkurflugvöll sé í Reykjavík. Það er allar höfuðborgir í heimi með mjög góðar samgöngur til sín. Ég meina húðborgarinn í Kaupmannahöfn er í miðborginni og yfirleitt eru lestastöðar í miðborgum eðli málsins samkvæmt og það er skylda Reykjavíkurborgar hafa greiðar samgöngur til sín vegna þess að það eru öll miðlæg þjónusta, svo að segja öll. Þetta var nú það. En það er bara ein lausn við þessum vanda sem blasir við. Það er að auka almenningssamgöngur. Ég tek undir bara með Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóri í Kópavogi. Það er engin önnur lausn í sjónmáli. Hún mun ekki detta af himnum ofan. Til viðbótar að fjölga góðum hjólastígum, til viðbótar að hvetja fólk til að ganga styttri vegalendir vegna það er vel hægt og ég þekki það á eigin skinni og í fjórða lagi
þá mjög mikilvægt að efla fyrirtæki inn í hverfum vegna þess að sko reyna að stytta leiðir fólks og ég fagna því mjög að í nýju Keldnahverfi þar sem eiga að vera einhverjir hátt í 15.000 íbúar þá gert ráð fyrir ef maður rétt 7.000 störfum inn í hverfinu og þetta mjög til bóta fyrir öll samfélög að það þurfi ekki allir að keyra 20 kilometra í vinnuna, heldur það sé styttra í vinnuna. En vandinn hins vegar aftur á móti sá með borgarlínu sem ég hrifinn af og ég finn ekkert annað svar við vandanum að sko börnin mín búa mörg hver út í löndum, dóttir mín í Lundunum, býr austast í Lundunum og fer niður í BBC á hverjum degi bara og tekur eina lest. Það myndi aldrei hvarfla þessari dóttur mín að kaupa sér bíl. Sonur minn býr í Stokkólmi og sömulegis fer útkverfi inn í miðborg Stokkólms í sína vinnu. Það sömulegis myndi aldrei hvarfla honum að kaupa sér bíl. Hann óþarfi. Almenni samgöngur svo góðar í þessum fjölmennu borgum. Vandinn í Reykjavík sá að við erum á stærð við Coventry á Englandi. Við erum svo lítil, við erum svo fá að borgarlína og öflugar almenni samgöngur ekkert endilega auðveldar fyrir svona fáa. Nei, en þetta einhverju leyti eins og við höfum aðeins komið inn á hérna, þetta einhverju leyti menning og viðhorf líka, að það hefur bara var lúser sem satt í strætó og var orðin fullorðin. Hvað var að honum? Átti hann ekki næga pening til þess að kaupa bílinn, flotta stöðutáknin og sá sem að hjólaði býtu hvað að þér? Við erum dálítið undarleg tegund, sko, við kaupum okkur tækni til þess að auðvelda okkur lífið og draga úr allir hreyfingu og förum svo út í búð, það að segja í líkamsræktarstöðina og kaupum hreyfinguna sem við erum búin að kaupa okkur frá annar staðar. Við erum svo góðir neytendur. Já, nákvæmlega og að fella þetta inn í rytma dagsins, hreyfinguna. Og sko það glæddi mig, ég fór í hjartamyndatöku núna fyrir árunu og svo vissi ég ekki hvað kem út úr þessu og ég sagði við strákinn sem tók myndindar hvernig líður þetta út? Ég má ekki segja það, ég búin að taka 24.000 myndir hefðu svo kallaði læknirinn í mig og þá bara hjarta alveg hreint bara eins og ég fenn mig ekki dreng og og það, ég segi að það lítur að vera vegna þess að ég skokkaði nú í nokkur ár og svo hef ég hjólað nú seinna árin já, þetta hjálpar allt saman sko. Ég meina, svo náttúrulega erfiðir og annars sem spila inn í þetta en það að ná hreyfingunni inn í daglegt líf, það hefur alltaf verið mottóið mitt og bara upp úr 70 eftir olíukreppuna, þá man ég að ég fór að spara bíl og spara keyrslu til að spara bensín og ég las bók þá sem heitir Small is Beautiful skrifuð af Friedrich Schumacher ef ég man rétt nafnið á honum og hann hafði verið hann hafði unnið í hvort hann var forstjóri bara kólanámanna í Bretlandi eitthvað álíka eða British Coal Board eitthvað svona og hann skrifar þetta svona út frá svona Small is Beautiful að svona hugsa svolítið ekki þessu stóra og gróteska heldur meira svona einhverju mígra og minna og allt þetta og það var svo góð hugsun og hann var svolítið buddískur í sinni nálgun og flott bók og hún hefur alltaf setið í mér þessu bók og gert með að svona umhverfis sinna getum við sagt Herdís, ég einmitt að velta fyrir og sem að stendur undir því, það annar mál Jú, ég einmitt að velta fyrir mér Herdís, að hve miklu leyti pólitíkin ber ábyrgð á þessari stöðu Ekki spyrja sérfræðingi ráðuneyta því Já, við þurfum ekki að ræða þetta flokkspólitískt Nei, alls ekki Ég veit ekki, ég meina við höfum náttúrulega einhvern veginn höfum við enda hér á Íslandi með þessa menningu sem við höfum í dag sem bara svona ofsalega einstaklingsmiðuð og ofsalega við erum bara neytendur við erum bara neytendur fyrst og síðast og mér finnst það svolítið daburt, svolítið nöturlegt maður hefur séð þetta meira í einhverju svona námskeiðs heitum hvernig maður á að vera betri manneskja við erum bara neytendur nei, ég er bara manneskja, fyrst og síðast og þannig að var ekki Thatcher sem sagði að við værum ekki samfélag heldur einstaklingar en mér finnst
En sko, það sem ég upplifði þegar ég bjó í Berlín, ég fór þangað eftir doktorspróf, bjó þeir í 2 ár og tók alltaf einmitt lestarnar. Og mér fannst það svo frábærlega skemmtilegt að í lestinni þá sá maður að maður var hlut af samfélagi. En á Íslandi þá sér maður eiginlega mjög sjaldan að maður sé hlut af samfélagi. Og þess vegna einmitt bind ég vonir við sko borgarlínu og að og það allt saman að við förum svona aðeins meira að upplifa okkur sem er hluta af einhverju stærra íslensku samfélagi. Það vantar líka allan stórhug eins og dæmis lest frá Keflavík til Reykjavíkur. Sko, alltaf glæsilegast sem við erum stoltust af, það voru byltingakend skref sem að litu mjög langt fram í tíman og kostuðu hellinga pening. Ekki allir hér við þetta bara sammála því að dæmis lest til Keflavíkur væri frábær hugmynd? Algjörlega. Allavega Keflavíkur ef að Reykjavíkurflugvöllur er aflagður en hefði Sigmundur Ernir verið annars Sigmundur Reykjavíkurflugvöllur á að vera höfuðborgin. Ég stið flugvöllin sko. En sko ég er ekki verið alveg, ég er ekki alveg á þessu höfum sko. En það má færa. En akkurat þetta að þetta eru svona einhverja smá skammtalækningar, það er ekki tekin alvöru skrefin sem breyta hegðun og auðvelda okkur lífið. Ef að ég væri pólitíkus og mætti ráða hvað er gert í almenningssamgöngum á Reykjavíkursvæðinu og höfuðborgarsvæðinu, þá myndi ég vilja bara stórbæta strætó, ég myndi vilja setja bara fullt af pening. Ég hafa bara mjög tíðarferðir og og bara nánast ókeypis í strætó í svona 5 ár. Ekkert eitthvað 2 vikna átak eða 1 bílausan dag á ári, það er bara kjaftaði. Það er átak að hætta að nota bíl. Ég er öll að vilja gert, samt er það átak fyrir mig. Það þarf að kaupa sér hjól. Samgöngustyrkur, ég veit ekki hver ákveður hvað hann er hár, en hann er 10-11.000 kall á mánuði. Það er ekki neitt. Opinberi starfsmenn njóta hans en yfirleitt ekki þeir sem eru hjá einkaframtakinu er það. Og þetta er bara djók, þessi upphæð sko, ef þú spáir í hvað þetta er mikið rask. Þú veist eins og til þess að fá fullan samgöngustyrk hjá mínum vinnuveitanda, þá þarf ég að skuldmynda mig til að hjóla 4 sinnum í viku. Fyrir það fæ ég 10.000 kall skatt fyrir allsta mánuði. Og en nokkurt eftirlit með þessu, getur ekki bara logið? Jú, algjörlega, skilur þetta er náttúrulega, þetta byggir á svona traustkerfi, sko, en ég meina ef ég hjóla ekki þá þarf ég að fara bílnum og þá þarf fólk að fara á bíl og þá þarf að finna sér bílastæði. Þú getur ekki fengið niðurgreitt bílastæði á sama tíma og þú ert á samgöngustyrk. En þetta er bara, sko, þetta er svo lítill hvati í þessu, þú þarft að vera svo, þú veist, giftur þessari hugmynd til þess að nenna þessu fyrir þennan pening. Og ég held að það sé, sko, og líka bara ef það ætlar að kaupa hjól, þetta er bara rándýrt. Og þannig að ég held að það mætti vera miklu meiri hvati og hann má vera bara mjög lengi vegna þess að við þurfum að breyta venjum. Líka því að sko sumir, eins og Sigmundur Ernir rendi á hann, sko sumir geta ekkert gengið að hjólað eða tekið strætó yfir. Sumir þurfa að nota sér bíl eða bílaþjónustu og þá er kannski ennþá meiri ábyrgð á hinum sem geta þetta eins og við að gera það. En þess að sumir eru bara ekki færir að og þess vegna er mjög skrítið að heyra sko andstöðu svona þeirra ákofustu andstæðinga sko þess að þessi lagðir hjólastígar og svo leiðis. Það er bara þessi hjólamenn út út og þetta er bara fyrir manni og nei, þú veist bara hver bíl sem fer á götunni, það er gott fyrir þig. Þess að svo eru líka fleira, það er náttúrulega hlaupahjólin. Sko þau spara marga bílana og svo eru til líka sko litlar vespur sem að komast ekki hraðar en 30 km eitthvað eða 25 og mega fara á svo hjólastíga og fólk sem að getur ekki hjólað eða treystir sér ekki það gæti keyrt líkar vespur og það eru líka til með 3 hjólum þannig að það er ekkert valdur og þannig að það eru alls konar sko leiðir. Ég fann að hugsa um það að ég er nú alltaf að skoða mótorhjólaauglýsingar en ég átti skellinurður hér fá úlingur og það er í manni alltaf þetta gamla. Rafmagnsmótorhjól sem sagt. Já, heyrðu, ég er búin að tala við verksmiðju í Bretlandi sem þeir framleiða alveg dásanlega flott svona retro rafmagns mótorhjól. Það hefur slegið í gegn hjá þeim. En þeir selja það ekki sko í landi sko, ég var að kaupa það í Pólandi þar sem sonur minn býr. Nei, við erum ekki komin umboð þar, við getum ekki þjónað hjólunu sko. Þannig að, og gert við það og svona og tekið ábyrgð á því. En þetta er að koma. Já. Þannig að rafmagns mótorhjól og annað, þá er maður alltaf komin út í umferðinu sjálfa. Og hún er nú ekki skemmtileg hér, hún er svo ruddaleg oft og... En sko þessi hugmynd, enn og aftur kemur hugmynd hérna við þetta borð sem við erum öll sammála, að væri frábær, bara frítt í strætó, bara aktíft átak í 5 ár. Það var gert á Akureyri.
það var og gert. Já. Ekki ennþá frítt? Ég ekki alveg viss, ég þarf ekki að vera með en það var mér gert langt árabil. Já, og af hverju eru við ekki að heyra þessar hugmyndir í pólitískri umræðu? Já, ég hef verið stuðningsmaður þessa mjög lengi en það verðist ekki hafa verið gert neitt í því. Ég veit ekki hvernig þetta gekk á Akureyri, sko. Ég held að það gengi mjög vel. Já. Það snarjókst. Af því að við erum við ekki öll sammála að það þarf byltingakennt inngrip. Komast ekki 50 menn í strætó? Jú. Hann eru 4 hjólum, 4 nagladekkjum og veiturnar. En þessi 50 vera á 50 bílum, sinnum 4 hjól. Já. Það er 2000 dekk. Já, 2000 dekk, sem spæna hér upp ríkið, sko. Þegar þú tala Akureyri, það sem svona mikil mengun, svo mikið að nagladekkjum. Ég hef ekki notað nagladekk í 30 ár. En svo annað varðandi borgarlínu sem ég held og við erum kannski flest hver sammála hér við rauðaborðið að sé framtíðin og ég þekki þetta frá syni mínum í Svíþjóð, þar sem þetta óðbóðslega vel heppnaða lestarkerfi, þar sem eru þessar borgarlínur milli hverfa í gegnum og fram hjá Gamlastan og miðbænum að það er öll þjónusta á þessari línu og þetta er það sem vantar á Íslandi á höfuðborgarsvæðinu og eftir atvikum á Akureyri að þú getir á einni línu orðið út allt sem það vantar og þá er ég að tala mat, drykki, bókasafn, apótek allt sem við að éta í þessum efnum og þurfir ekki að vera að gaufa þetta út all hverfi og þetta er einn lykil þátturinn í borgarlínu heimspekinni. Það er að þjónustan sé á línunni. Já. Svo náttúrulega má segja að COVID hafi kannski eitthvað fækkað þörfin á staðarfundum, menn eru eitthvað fannir að læra á það en þetta er auðvitað að falla í gamla farið. Nú svo er kannski heimsending á þjónustu annað sem kemur að einhver liti í staðin fyrir þetta en fólk þarf að fara á milli samt. Amazon er að kalla inn alla sem vinna heima núna. Já. Banna þeim að vinna heima. Krefja að koma á vinnustað og það kostar auðvitað samgöngur allavega samgöngur. BHM lét einmitt vinna mjög flotta greiningu í COVID hvernig fjárvinna geti haft áhrif á samgönguþörf á höfuðborgarsvæðinu. Það var alveg ótrúlegu þjóðhagslegu sparnaður sem yrði að því ef allir myndu bara vinna heima 2 daga í viku. Þessi geta. Það voru bara einhverju milljarðar sem að sparast í uppbyggingu vegakerfisins og viðhald og Ég hef mikið unnið heima og við hjónin bæði. Hún er að framleiða sjónvarpsþætti og getur mikið unnið heima og ég skrifa bækur og það er svona við tölum stundum að þetta er svona súrt á köflum vegna sem heitir ekki fólk þegar maður makar sér en mér finnst þetta dásalegt og við förum ekki bara út í göngutúra til þess að fríska okkur upp en það er afskaplega gaman og hollt og gott að vinna heim hjá sér. En svo er líka hægt að vera með, maður hugsa sér að þú veist ég vinn hérna hjá stjórnarráðinu í staðan fyrir að þessi verið að beina fólki inn í einhver 10 ráðuneyti að koma allir sem vinna í félags- og vinnumála að fara í Sigurmúlan og svona að þau sem að vinna hjá stjórnarráðinu og búi í Grafarvogi þau hittast bara á einu skrifstofuhúsnæði þar og þau sem eru hjá stjórnarráðinu og vinna og búi í Hafnarfirði þau vinna bara í Hafnarfirði. Ég séu vinnustöðvar í hverfum þessi skrifstofusetur. Já, nákvæmlega, ekki bara einhvers þar á Hvolsvelli og Akureyri heldur líka inn í hverfunum. Og svo maður tali ofnotkun einkabílsins aktíft niður þá virðist manni nú að fréttum að ef þú ætlar þér að hreyfa bílinn eitthvað þá sé komið eitthvað svaka bílastæða gjald á þig bara ef þú ferð nálægt einhverjum ferðamannastað og eitthvað svo leiðist þannig að og það er svo sem bara innan borgarmarkana heldur það er nú ekkert grín að eiga bíl og þar sem áður var frítt að leggja kostar náttúrulega núna pening og þetta kemur niður á félagslífi hópa ég þekki það sjálfur dæmi það sellur sem að hittust kannski á einhver ákveðnu kaffihúsi að þetta er bara búið að leysast upp núna af því að það er orðið svo dýrt að leggja bíl einhvers staðar í nágrenni. En svo eru bílar líka montfrík. Bílar eru stöðutákn og það eru fyrir marga að selja jeppan og fara að hjóla með hjálm og láta lægja sér. Veistu hvað margar Teslur til á Íslandi? Já, nei, það eru margar. Það eru tæplega 8.000. Já, svo sér maður þessar stóru. Þar getur bæði verið með stöðutákn og verið flottur, verið umhverfisvænn. Já. En maður sér líka suma af þessum stóru bílum. Maður sér alveg karakterinn, maður sér stundu hvernig þeir leggja. Já.
og Bragi Valdimar orti nú fólk hér í nágrannabæ og sagði sko íbúana þar að ef ég finn stæði þá legg ég í bæði. Já. Það þekkir það sem uppalandi fatlaðs barns að oft á tíðum sko komu flottu kallarnir og lögðu í fatlaðastæði og allir bara rétta skreppinn. Já. En þeir hefur getað lagt sko 10 metrum frá. Já. Það svona það bil 5 sekúndna rán á þínum tíma að leggja eins og maður. Ég verð að viðurkenna það að ennþá eru birtar fréttir af þessum skúrkum með myndum af þeim í þessum það er til heil síða á fésbókinni. Já, og ég verð að viðurkenna það að þetta finnst mér gagnlegar fréttir þegar kemur á félagslegu taumhaldi. Það þarf að búa til gullhjól fyrir þá sem alltaf verður með stöðutáknin. En erum við þá öll sammála það, bara svona sem að draga þetta saman hérna í lokin, ef þetta verður ráðstefna þá verður einhver að draga eitthvað saman eða ekki. Erum við ekki öll sammála það að sko, þetta er einhverju leyti svona huglæg hindrun að hvernig við ofblínum á mikilvægi einkabílsins. Ég bara ætla að segja það í lokum frá mér að sko, ég held að fólk almennt mikli göngufjarlæðir. Já. Og sko ég gaf mér það sjálfur í 40 afmælisgjöf eða hvort það var 45 ára afmælisgjöf að hætta að flýta mér. Ég var búin allt mitt líf sko, sérstaklega í vinnu að flýta mér og komst það niðurstöðu að ég var bara sko fyrra næsta rauða ljósi. Það var allt sem ég græddi og sko ég held við séum ómikið flýtókur og ætlast til þess að vegalendi séu sko eins stuttur og hægt í staðis bara að njóta. Gangi í vinnu, gangi í búð, gangi í leikhús, ganga til vina og gera ráð fyrir þeim tíma og finna hamingjuna í hverju skrifi. Þessi blessaða núvitund. Já. Hún birtist í þessu. Þetta er bara sálfræði meðferð. Þú þegar sálfræðingur á göngu. Einmitt. Vilt þú segja eitthvað sálgæslulegt til samfélagsins? Já, þetta er bara dásanlegt fyrir líkam og sál að hreyfa sig og vera úti og sko ég bara ég fór norður á Akureyri núna akandi með vinnum mínum. Ekki á hjólinu þú? Nei, ég kom tilbaka í bíl sko og ég sko bara fyrsta sem ég hugsaði í morgun, nú þegar ég fór út að hjóla og hjólaði vestur í bæ og svo hingað og hjólaði heim og eftir og þetta er svo yndislegt og maður sér borgina allt öðruvísi. Varstu komið bílaskömm? Já, komið bílaskömm sko. Já, það var ég var reyna komin með það sko. Bílviskubitt. Já, bílviskubitt, já. Þannig að Já. Er það ekki nýrið? Eintómi plúsar. Já, sko, ég er alltaf með svona smá loftviskubitt en það má samt ekki taka, eða loftslagsviskubitt og það má ekki sko taka gleðina úr þessu og þú varst að mæla með bók sem er frábær, ég las hana fyrir löngu síðan. Ég ætla að mæla með annari, hún heitir Under the Sky We Make og hún fjallar loftslagsmálin á mjög svona aðgengilegan hátt. Og úr henni þá lærði ég eitt sem ég finnst mjög sem ég á með auðvelt með að yfirfæra á það að hjóla í vinnuna. Það er sko allt sem er gott fyrir loftslagið, er gott fyrir geðslagið og það er gott fyrir budduna. Og og það að hjóla er bara, það er aðalega bara svo skemmtilegt. Það er ótrúlega næs að fara út á morgnana og úr vinnunni, úr stressinu, úr ruglinu og bara setst á hjólið og geta bara orðið alltaf svona 7 ára aftur. Fólk verður að prófa sig áfram sko, það er auðvelt að tala þetta upp núna og þegar haustlitinur í hámarki og sólin skín fyrir þetta er rauð eitthvað sko. Það er sennilega erfiðar í huga margra að fara út í rigningu og rók og hjóla en mér hefur fundist það oft bara hressandi sko þegar ég prófaði það forðum og aðeins farin að prófa aftur núna Og gísli veturinn að verða nýja sumar á Íslandi. Það er sennilega rétt. En ég verði sennilega að æfa mig í því sem að Örn Bárður og Sigmundur Ernir nefna að vera ekki alltaf með eitthvað í eyrunu sko. Ég er alltaf að hlusta á fréttir eða podcast sko. En þessi núvitund kemur auðvitað bara eða auðveldar en maður er ekki að hlusta á einhverjar gáfulega speki sko. Já, en sko ég hlusta mikið á Rachmaninoff. Er það ekki allt í lagi? Jú, þá heyrur ekki umfyrir Nei, en sko þá er ég kannski bara að skokka á einhverjum stíg. Já. En þetta er alveg rétt sem að hefur komið fram að við má ekki hegða hvað maður að segja, afþreyingar, neyslu, þörf sinni þannig að valdi hættu í umferðinni. Og kannski er maður stundum svona aðeins á mörkunum þar, ég veit það ekki. En frábært að fá ykkur öll hér
og Gísli Tryggvason, takk fyrir að koma og deila með okkur þínum lífsmáta. Herdís Sjópka, Sér Örn Bárður Jónsson, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Við ættum eiginlega að hafa bara svona pallborð reglulega það sem að við höfum ekki verið að hafa pallborð alla jafna Það var einhver fyrir upptökuna sem spurði þetta nógu stórt og annars sagði þetta bara það stærsta. Risavaxið. Þetta risavaxið. En kæri þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við víkjum úr þessu áhugaverða umfjöllunarefni yfir í allt aðra sálma. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Á morgun ætlum við að byrja að tala karlmennsku. Við ætlum að gera það 5 vikur í röð, alltaf á þriðjudögum. Þá ætlum við að fá hingað 3 karla í hvert sinn og ræða út frá innleggi sem að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur verður með. Þetta er svona Ég man ekki alveg okkur við verum að þessu en það tengdist eitthvað bara samtali okkar við vorum eitthvað að ræða saman þú varst að greina samfélagi svolítið út frá bókinni þinni Bati frá tilgangsleysi og það tengi svolítið svona öngstræti það sem við kallað eitruð kaldmennska, það ekki? Jú, ég held að það megi nefnilega segja það þó þessi tískuhugtak þá það býsna djúpt og við skiljum það og þannig að bókin mín sem kom út fyrir bráðum ári eitraða karlmennsku í grunninn þó svo hún horfa á það frá mörgum sjónarhornum það sem og nú held ég að tími sé komin til þess að við kallar setjum stiður, horfumst í augu og spyrjum heyrðu, hvað að gangi í hausnum á okkur? Ég held það líka vegna þess að því það varst með svona 5 útgáfur af köllum sem svona góð leið til þess að ræða kannski sama hlutin út frá ólíkur sjónarhorni sem svona í svona endurtekin umræðu sem að samt nær aldrei endurtaka sig og ég hafði samband við og hugmyndin var svo að þú kæmir hérna og ég myndi stýra umræðunum og þú væri með innlegginn í það og svo væri við með 3 gesti í hvert sinn og ég sendi svona út á svona bara hinn á þessa kalla því það er engin menntaður inn í þetta hlutverk að vera þarna þannig að þú þarf bara nóg fyrir að þú sett kall til þess að mega taka þátt. Það voru næstu allir bara sem sögðu bara já eins og hefðu verið að bíða fyrir þessu samtali. Það er satt. Og við erum, ég er bara glaður að heyra það. Ég er bara rosalega glaður að heyra það. Og við þurfum, ég er búin að einangra 5 týpur og reyna 4. Sem ég langar að gera umtalsefni og eru raunverulega í bókinni þetta viðleitni hjá mér til þess að einfalda, skýra og skerpa það sem ég raunverulega er að segja í þessari bók ég er ekki búin að hitta of marga sem skilja hana og ég er að horfa á ég hef einangrað þetta við 5 svona táknumyndir Frekakallinn sem hefur aldeilis verið til umræðu Sekakallinn Lúxuskallinn, Stakakallinn og endanum Spakakallinn og ég ætla ekki að upplýsa það til að byrja með hver er Spakikallinn hann sá sem sameinar alla hina 4 hann kemur ljós eftir 5 vikur og en Frekikallinn stendur fyrir valdbeitingu en ég ætla aðeins að segja því að þú myndir svona leggja út frá einum kalli í hverju þætti ég ætla bara að taka fram að það er tilvílunarkennt hverju koma hinga þannig að það er ekki þannig að í fyrsta þættinum komi 3 frekir kallar og svo endur með 3 spakakallar það er ekki þannig, þetta er það bara það er tilvílunarkennt en hvað er Frekikallinn? Frekikallinn er léleg hugmynd það út á hvað góðar vinnutilgátur gangi til þess að glíma við veruleikann. Við þurfum öll að hafa vinnutilgátur í glímunu við veruleikann og ég held í fram að við séum með lélegar vinnutilgátur sem valdi því að það er eitthvað sem okkur alltaf yfirsést og allt sem er viðkvæmt að fölnar, visnar og deyr undir fótunum á okkur. Þetta vandamál mannkins birtist í risastóru fyrirbæri sem heitir fátækt og ídrasta form fátæktar er hernaður.
og svo eru margar aðra birtingamyndir eins og það að vera líkami sem að getur orðið sé líklega til þess að verða fyrir nauðgun. Það er ekki, sko, við erum ekki líklega til þess, en það eru annað fólk sem hefur líkami sem eru rape-able og fátækt hefur semst margar birtingamyndir og fátækt er alltaf manngerð og það er það sem er svo erfitt. Við þurfum að, sko, við erum öll okkar náttúrulegu kringumstæður, við erum vön að díla við það, takast á við sjúkdóma og skriðuföll og pestir. En þegar kemur að því sem að því böli sem menn valda, þá er semst hugtakið fátækt yfir það. Og frekjukallinn, sko, hvað er lélegt við hugmyndina hans? Jú, það er vegna þess að sko, frekjukallinn stendur fyrir þessa hugmynd að, heyrðu, hér er eitthvað vandamál, heyrðu, leysum það með valdbeitingu. Notum bara valdbeitingu og kæfum í fæðingu allt vesen. Og þetta er bara vinsælt sjónvarpsefni. Stoppum og fjarlægum alla sem hlýða okkur ekki. Nákvæmlega. Og þess vegna nota ég Schwarzenegger sem bara táknmynd fyrir okkur til þess að festa huganu. Já, hann er góði stóri bróðir sem leysir þetta með svona endurleysandi ofbeldi. Við trúum á hið endurleysandi ofbeldi. Nú, ef það ekki gengur, þá erum við gjörnum að grípa til næstu hugmynda sem er jafn léleg og jafn takmarkandi en enga síður mjög virk og við höfum heilt dómskerfi sem að verulega leit gengur út á það. Heyrðu, ef við getum ekki leyst þetta með yfirráðum og valdbeitingu, finnum þá bara einhvern sem er sekur. Einangrumann, sakfellumann og tökum hann út. Eða þetta er honum að kenna. Já, þetta er honum að kenna. Finnum hinn seka og fjarlægum hann með einum öðrum hætti annarkvort með dómi eða slaufunum. Gangi það ekki, eins og er oft í flóknum málum, einmitt eins og í fátækt eða launamunni kynja eða svona stórum flóknum ranglætismálum sem svíða, þá förum við gjarnan yfir í sko þriðju hugmyndina sem er svo að við segjum bara, heyrðu, það get ekki allir verið gorgeous. Ranglæti, ójöfnuður er innbyggður inn í veruleika. Við erum ekki að grenja við því. Þetta er alltaf verið svona. Það er alltaf verið svona. Það er alltaf einhver sem er fátækustur. Já, og ef þú ert ekki ánægður, ef þú ert ekki sáttur við lífið, ef þú finnst bara þinn hagur fyrir borðborinu og þú ert eitthvað fullar af gremju, þá kemur bara fjórði þátturinn sem er þessi, heyrðu, sko, það er enginn vorkennaðir, skammastuðin bara, vegna þess að þegar uppi staðið er lífið bara þannig að við erum einn. Þú ert einn. Og það er svo sterkt í menningu okkar, hugmyndin hinn staka mann, the Lone Ranger. Og þannig erum við líka allir kallmenn þekkja the Lone Ranger innan með sér. Þannig að ég er að biðja karla og raunar konur og bara yfirhöfuð samfélagi að skoða, heyrðu, hvað er þetta með þessar hugmyndir sem að svona þrengja möguleika okkar, þessar vondu eða þessar takmarkandi hugmyndir það hvað eru að manneskja, frekikallin og sekikallin og lúksuskallin og stakikallin og svo mun ég halda því fram að þetta kúlmenn er allt í einum sem að ég kalla spakakallin en við geymum það. Sem er engu skorri. Sem er það er ekki spak, það er ekki viskumaðurinn sem að mæti sér. Nei, það er nefnilega þegar uppi staðið, ekki viskan, en það er viskan sem telur sig beturvitandi en er ekki beturvitandi þegar uppi staðið og við höfum nóg að henni. En við getum tekið þetta sem þú að segja og sagt að þannig ertu bara að reyna að greina sko vandamál mannkyns gagnvart svona samfélaginu sem að fungerar ekki og yfirgangi á náttúrunni og ofbeldi og stríði og öllu þessu. En við ætlum að tala þetta út frá svona karlmennskunni og eftir þá að segja það að ef við ætlum að endurfæða karlmennskuna með einhverjum hætti að þá er það svo mikið grundvallaratriði að við verðum að fara og leita að einhverju sem er eiginlega laust fyrir heiminn í leiðinni. Við þurfum, það þarf að gerast og okkur takist að snúa hjörtum feðra til barna sinna eins og engillinn sagði á einum góðum stað. Við þurfum að sameinast það að karlavaldið, karlorkan í veröldinni, þetta samansúrraða vald, það þarf að þekkja sjálft sig, það þarf að taka ábyrgð á sjálfu sér og bera ábyrgð á áhrifum sínum og aðra. Og það sem ég er að reyna að gera er það að rétta upp í hendurnar á okkur, kannski svona 4 kýttisbaða til þess að setja undir fjandanslassið og byrja að losa það. Þannig að við getum farið að hreyfa við þessu ástandi sem veldur því að
að við erum svo við erum svo kvíðin, við erum svo týnd og við erum svo framand leikin hefur tekið völdin og nú finnum við að við höfum aldrei fundið að náttúrulega skæðar í íslensku samfélag og ég held að það sé ákveðin svona bara núna þegar við finnum til á svo mörgum ástæðum þá kannski standa eyru okkar og hjörtu og hugir betur opin en okkur sinni áður allavega svo ég muni til þess að tala saman í fúlustu dauðans alvör. Þú kemur með kýttisbað á morgun, ég kemur með handlákara, einhverja 3. Já. Ef það væri ekki eitthvað svona flensa ganga, þá myndi ég segja núna hverju það væru, en ég ætla bara, það kemur í ljósa morgun, af því það getur náttúrulega verið eitthvað afföll eins og oft við á viðmælendum þegar ganga yfir flensu. En mér hlakka til að fá þig hérna á morgun og svo næstu 5 vikur. Ég hlakka líka til og við slum hafa gaman að þess. Já, og við sjáumst líka áhorfendur góðir. Umræða karlmennsku á þriðjudagskvöldum næstu 5 vikurnar. En framundan allt annað efni hér við rauðaborðið í kvöld. Ég skipti yfir á það. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þá ætlum við að ræða alþjóðamálin, öryggismál í Evrópu. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hingað kominn. Blessaður. Þú kemur alltaf hérna við á leiðinni heim til Akureyrar. Var að koma frá Ríka. Var að lenda. Talandi það, hver svona stemmingin, ástandið í Eystrasaltslöndunum? Sko ég var eiginlega allan tíman að kenna, þannig ég var umgangast nemendur og aðalega á háskólinn í Lettland orðin þannig að hann orðin mjög alþjóðlegur, eins og háskólar eiga að vera þannig. Þannig það eru mikið að nemendum frá erlendis frá, það er mismunandi sjónarmið. Og hérna og þaðan eða hvaðan koma þeir? Þeir koma flestir koma frá Evrópu, getum Erasmus-kerfið sem ég sjálfur fjármagnað með sem gestaprófessor. Svo koma þeir frá Miðausturlöndum og Asíu og hingað að þangað, þannig að það eru mjög mismunandi skoðanir sem koma fram. Og ég held nú að tala við þessar nemendur, ég meina auðvitað geta þau lesið hvað ég hef verið að skrifa þessi mál undanfarin ár. Þannig að auðvitað alltaf við sætt á nemendur fyrir að segja sem halda að kennarinn vilja heyra. En mér fannst þau samt sem var svona raunsæ og skynsum. Þau fá bara, ég læti bara leggja borð vissa staðreyndir og vissa atburðarás. Síðan fá þau spurningar og þau þurfa að greina það. Og ég held að allavega nemendurinn sem ég talaði við sé átt að sjá því að þessu stríði líkur ekkert með einum fullnaða sigri Rússlands eða Úkraínu og Úkraínu ekkert að leina í NATO, það ekkert að fara að gerast. Þetta spurningin hvort hvað hægt að gera með Evrópusambandið. Það eitthvað sem að vera að velta fyrir sér. En það sem ég var valið á hótelinu sem ég var svolítið sérstætt, þegar var að mæta mótnan í morgun að það var allt fullt af hermönnum frá Kanada, frá Þýskalandi sem ég tók eftir og ég vissi það þegar það var þannig að hermenn, það voru hermenn frá Bretlandi held í Íslandi og síðan frá Kanada í Lettlandi og svo Þýskalandi í Litáin. Og það var hugmyndin var svo að það væri svona ofmikil ögrun að vera að raða inn bandarískum hermönnum en frá þessum löndum. Þannig að þetta er svona alltaf sérstætt að komin á venjulegt hótel og þetta er eins og einhverjar herbúðir allavega á þessum tímum. Þannig að, og það eru fræðimenn sem ég talaði við sem ég var að segja að ég teldi ekki að mín skoðun er svo að sé ekki líklegt að Pútín sé að fara eða Rússland sé að fara að ráðast inn í þessu lönd. En maður heyrði alveg á fræðimönnum í kringum mann að þeir sögðu, já, þeir annarkvæmt gera það fljótlega eða að þeir bíða og safna kröftum og svo verður gerð árás á okkur og það ætla að verið að uppbyggja upp landamærin, það ætla að vera að grafa skurði, setja dragonþís, svo kallar, eða til þess að hindra skriðdrek og tæki til að koma inn í landið. Þannig að þeir trúa dóminókenningunni að Rússar hafi ráðist inn í Úkraínu og næst munuðu taka Eystrasaltslöndin og svo takaði Pólland. Já, mér finnst létt að þeir gera það. Ég svo talaði við til dæmis norræna aðila og þeir töldu sem eru í bæði háskólum og eru í diplomasíunni og þeir voru ekki, það var ekki eins ábyrjandi skoðun þar en maður finnur það alveg að lettarnir eru margir hræddir og ekki síst eldra fólkið
Unga fólki kannski ekki minna hugsa það, en það kannski það margt að því að hugsa að flytja í burtu, og mér sagt frá því að það verið margir að kaupa sér einhvers konar íbúðir eða sumabústaði eða fjárfesta á Spáni eða einhvers þar til að undirbúa sig undir stríðið, og það var líka sem ég frétti því ég var úti að Litháar sem eru ekki með landamæri við Meilan, Rússlands eða við Kaliningrad, þeir eru að útbúa evacuation plan, bara plan hvernig alltaf tæma landið, að fjarlægja íbúana eða út í það fer. Þannig að það alveg greinilega mikil spenna þarna, en svo var einhverjir og tilfingin þetta sem svona yfirvofandi ógn. Þetta ekki svona bara efski kynni. Það mikil pressa, en svo voru aðri sem sögðum aðalega þessir ellendir aðalega sem sögðu bara einfallega að Putin ef hann hefði getað náð Úkraínu strax, þá hefði hann haldið áfram, þetta ekki meira, þetta hefur reynst verið að flóknari aðgerð heldur en að reiknaði með, og taka 20% og kannski tekur að meira, töldu ekki að það væri, hins vegar þá eru aðgerðirnar, ef maður skoðar fjárfestingi hernaði, hún á þá leið hlýtur að benda til þess að menn séu mjög hrættir, það er verið að auka útgjöld til hermála mjög mikið í þessum löndum, og maður sér með svo Pólandi komið yfir 4% af verkefni landsframleiðslu til varnarmála, og við sjáum að til dæmis að Eistland komið 3,43% sem mjög mikið. Það verkefni landsframleiðslu sem að getur mertað síðu 8-9% af ríkisútgjöldum. Það ansið mikið því að ríkisútgjöld heildir mun minni í þessum löndum heldur en á Norðurlöndunum. Það ríkisútgjöld minni. Þetta er nýfrjálshyggju-lönd. Þetta er nýfrjálshyggju-lönd. Þetta er svona Friedman-módel flatir skattar var að byrja með og svona mjög lítið mjög veikt ríkisvald sem því opna líka möguleikana fyrir því að þegar það verða einkavæða þetta þá er ríkisvaldi mjög veikt í að fylgjast með hlutum og gera hluti, þannig að þetta er dæmi svona einkavæðingar lönd sem voru og með veiku ríkisvaldi. Eistland er 3,43%, Lettland 3,15% og Litáen 2,85%, og þau stefna sennilega bara í það sem Pólland er með, og Pólland er komið fram við Bandaríkin eru 3,38% á þessu ári er reiknað með, þessu tölu koma beint að heimasíðu NATO. Þetta er bara áætlun fyrir 2024 og Norðurlöndin eru öll komin yfir 2%, Finnlandi 2,41%, Noregur 2,2% og Svíþjóð 2,12%. Þannig að, og Danmörk er komin í 2,37 og þetta er náttúrulega mjög rík lönd, þannig að þetta eru þessu risa upphæðir. Þannig að þú sé að stemningin er svo að miða við hergagnakaupin og útþensustefnuna á sviði hermála, þá hljóta menn kannski hugsa sem svo að þú vilt hafa frið, þá verður það undirbúið undir stríð, sem ég segja það, og þeir eru kannski undirbúið undir það, þeir eru að vera að leggja mikla áherslu á þetta. Þetta er sorglegt, sérstaklega með Íslandsstættingin, því þau þurfa svo mikið á því að halda. Að fara að byggja upp sitt félagslega kerfi og vera fjölskylduvætni, þannig að hætta að missa sitt fólk. Við erum með eitt graf hérna sem að sýnir hagvöxtinn í Eystrasaltslöndunum, að því að þarna þetta er næri við langa tíma, þetta er eiginlega þessi öld, og þarna sjáum við það er bankakreppan, fjármálakreppan 2008 þarna sem að heggur þetta þarna niður, og svo sáum við annað högg minna í 2021, það er COVID. En svo sjáum við að það er að myndast svona annað högg niður. Er þetta afleiðingar af stríðinu? Já, ég myndi segja að þetta var afleiðingar af stríðinu, en bara svo byrjar á 2009, bara til að tala um það er þyngsta kreppan, og þeir eru með þeir eru með Norræna banka þarna sem voru mjög andvíð því að þessi lönd mundu fella gengið eins og við gerðum. Við gátum dregið úr þessu hjá okkur með því að fella gengið, og við vorum með mjög mikinn hallar ríkisútgjöld hér á Íslandi. Þeim var skipað að halda genginu föstu, að því ef að genginu hefur breytt, þá hefur þeir sem tóku lán átt erfitt með að greiða þau. Því þeir eru fólk á þessum tíma þegar kreppan var 2009, þá voru þeir með sína eigin gjaldmiðla. Það var enginn komið evrun á þeim tíma. Genginu haldið föstu, þannig að þetta var mjög þungsveifla, og á sama tíma var mikill niðurskurður í ríkisfjármálum. Þannig að við fengið að sjá þetta kannski aftur myndina. Síðan kemur 2020 þá er það COVID, og svo núna 2023 þá er niðursveifla.
auðvitað náttúrulega Af hverju hún? Þetta að hluta til af því að það er örgulega margar skýringar, það er að hluta til að það verður niðursveifla því það er bara mjög mikil orkumál, kostnaðar eykst mikið í landinu. Lífskjarakreppan í orkuverði Orkuverði fyrir okkur öllu viðskipti sem áður höfðu verið til Rússlands féllu niður. Já, þau eru náttúrulega þessi lönd voru ennþá tölvöld mikið tengd Rússlandi, þetta eru verri viðskipti við Rússland, mikil hækkun verðs á hérna. Síðan munu stóraukin útgjöld til hermála í þessum löndum munu ekki bæta hagvöxtinn. Nei, þetta er náttúrulega, ég líti á útgjöld til hermála sem svo, en þetta er ekki framleiðið. Þetta er kannski, þú getur kannski reynda að halda friðin, en ég myndi að það séu aðra leiðir betri til þess heldur en að byggja upp herin, það er bara að fólk getur tala saman eins og siða fólk og samið eitthvað. Bandaríkin getur haldið fram að það væri aukning hagvexti vegna þess að þeir eru með mikla hergagnaframleiðslu. Rússarnir eru sjálfir að þessu, það er heldur uppi hagvextunum í dag, er hergagnaframleiðsla. Það á ekki við Eystrasaltslöndin. Nei, þú getur grætt á þessu ef að þú ert að taka Írak og kemst yfir ykkur auðlindir þar. Eða núna er aðalpunkturinn í Venezuela eða eitthvað þú getur komist yfir auðlindir eitthvað þá getur nýlendustöfn, þá getur náttúrulega eða út með öflugan her Bandaríkin náttúrulega gríðarlega ríkt land með 3,30 þeir hafa verið að minnka sin útgjöld frekar í prósentum. Það kom að því kannski sérna. En allavega að þessi lönd, það sem er sorglegt þessi lönd er það fari ekki kreppuna 2009 þá missaðu svona mjög stóran hluta af sínu yngsta og bestmennta fólki úr landinu. Þau lenda í því. Eystrasaltslöndin. Þau ættu af í dag, ef þau hefur þróað sér svo Ísland frá því að Sovétríkin féllu, þá ættu að vera 12 milljónir en það eru 12. Það eru 6. Ættu að vera 12. Já, það vantar helmingi. Það svipa við varum 200.000. Og það er ennþá verið að því leyti, og það er ennþá verið að því leyti að þetta var yngsta og bestmenntaða fólkið. Þannig að núna hefðu þurft að fara í það, ef við sjáum myndin aftur, þau þurft að fara í það að þá sögum við mynd aftur. Ef þau hefðu þurft að fara í það núna að bæta sína stöðu og styrkja sig og gera bara fjölskyldu vætni, halda í sett menntaða fólk og allt þetta, en þá þurfa þau að fara í að byggja hernaðarframkvæmdir, styrkja herinn og efla herinn og það kannski kann að auka öryggið þeirra, ég veit það ekki hvernig það mun teflast eða það verið stríð þarna, ég ætti ekki að hugsa út í það, en þessi sorglega því leita að þeir ná ekki að ná því ekki, nú þarf þurfa peningarnir að fara til hermála og það er annað sem gerist, þegar þú missir eins og það gerist áður, þú missir yngra fólki á landinu og yngsta fólkið, þá er engin leið að vera með velferðarkerfi lengur, þú er búin að missa skattgrunnin úr löndunum. Sko ef þú ert ekki með mikið af ungu fólki sem er að vinna, sem er með tiltölulega góð laun og er að borga háa skatta, þá getur ekki að halda upp í neinu almennilegu velferðarkerfi. Ég er ekki endilega að tala um norrænt velferðarkerfi, ég er bara að tala um eitthvað svona meðalveg. Til dæmis eins og Vísegrad-löndin, Ungverjaland, Tékkland og Tékkland og Slóvakía og sumir í Pólland eru með mun öflugri velferðarkerfi þó þau séu miklu fátækari en Norðurlöndin. Þessi lönd eru svona ekstrím, tekju ójöfnuður og fátækt í þessu löndum ennþá þó þau hefði tölverðum árangri í svona nútíma væðingu almennt, en þau hefðu þurft núna virkilega að taka sig á og vera lífmælegri fyrir, til dæmis ég bara sé nefnir þetta mína þegar maður spyrði á, eru þau farin að aðtóa með farmiða, ég var að kenna 3. ársnefnum í viðskiptafræði, skilur þau eru að fara að útskrifast. Það er þetta sem þau get ekki gert af því að núna kemur það upp að þau finna sig óörugg og þau eru undir pressu að fara að kaupa vopn, þó að maður sjá ekki fyrir sér allavega yfirvofandi hættu, en þó veit maður ekkert, því að þessi lönd eru farin að senda vopn til Úkraínu, gaggjart í þeim með því skilaboði, skjótu þessu inn í Rússland eins langt þessu þau getið og þá veit maður ekki hvað af hverju ættu íbúar í þessum löndum að vilja eiginlega fá bein átök Rússlands og NATO sem er eiginlega maður átt að segja því að það eru margir í Úkraínu sem telja það vera lausn í stríðinu að skjóta langdregnum flugum bara inn í Rússland og espa Rússland upp þangað til að það verði bara bein átök á milli NATO og Rússlands. En af hverju ætti það að vera sjónarmið í Eystrasaltslöndunum?
Sko, þau sjá ekki, eða sem ég hef talað við, alveg upp á sendiherralevel hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða hjá höfuðstöðu NATO. Þeir sjá ekki að Rússland, sko, þeir segja bara, Úkraína getur gert hvað sem hún vill. Það kemur bara Rússland ekkert við. Þau horfa þannig á það. En sko, Rússland horfar ekki þannig. Rússland horfi svipað á þetta mál eins og Bandaríki myndu horfa á það ef að Kínverjar Rússar verið fættir að þjálfa Mexikana og raða upp herliði við Mexíkó. Eða Sovétmenn að reisa eldflugapalla Kúbu. Já, þeir sjá ekki þetta að þetta sé ógn við Rússland og þess vegna vilja þeir berjast í síðasta mass og að senda vopn til Úkraínu og vilja Úkraína vinna í stríði sem við vitum að ekki raunsætt og að halla undan fæti á þeim, en þau vilja ekki horfa á þessa samningarleið. Svo líka uppi þessi hugmynd. En ég samt að spyrja því, af hverju ætti fólk í Eystrasaltslöndunum að vilja að Úkraínumenn sendi sprengjur inn í Rússland sem að maður myndi ætla að myndi þá leiða til aukinnar stigmögnunar stríðsins? Hvaða hag sjá sér fólki í Eystrasaltslöndunum og stigmögnum stríðsins? Hugmyndin svo að Putin og Rússland skilja ekkert nema styrkleika og eina leiðin til þess að vinna eitthvað sigur eða það engi sigur í þessu, að það sé að sína. Þeim finnst það mögulegt að ná sigri. Já, þennan styrk, og það ekki bara það. 25% íbúa þessara landa, Eistlands og Lettlands, rússnesku bergi brotnir. Bara þegar ég var úti, þá var þingið í Lettland að samþykkja að var þetta hraðbank og það mætti ekki vera leiðbeiningar á rússnesku. Og þarna verið að æsa fólkið upp. Þetta finnst mér alveg óþarfi, á hverju má ekki vera leiðbeiningar á rússnesku. Við erum með leiðbeiningar á ensku, íslensku, pólsku eða eitthvað í okkar hraðbönkum. Hætt á því að rússneski minnihlutinn þarna lendi í kannski svipari stöðu og Bosníumennin í Serbíu, í Júgoslavíu, þar erum við með dæmum þar sem eru svona stríðsátök, þar sem allt í einu þá gerist það bara hluti af fólkinu eru skilgreindir bara sem rottur og kakalakkar og missa bara öll borgarlegu réttindi. Er slík hætta í Eystrasaltslöndunum? Þú veist ekkit hvar hollust þessa fólks segjum að vera ráðast á landið, segjum að ef Zelenski nær því sem nú hann í Washington og hans aðalmarkmið að skjóta eins langt inn í Rússlandi sem hægt vinna svo mikið tjón í Moskvu eða í Pétursborg eða í Rússlandi að Rússar bara gefist upp, við bara gefumst upp. Það hugmyndin, og en ef að það verða átök, Rússar hafa bara sagt það að þeir muni ekki fara í stríð nema að öryggi ríkisins sé hættu og ekki beita kjarnorkuvopnum, ég á við kjarnorkuvopnumstríð, nema að öryggi ríkisins sé hættu. Þeir segja það. En það bara sagt, they are bluffing, þeir eru bara plata, það ekkert að marka þetta. Við vissum það alveg með NATO-stækkunina, þá var alltaf sagt 99 þegar NATO stækkaði Pólland, Tékkland og Ungverjaland fóru inn og síðan fóru Eystrasaltsríkin, Slóvakía, Rúmeníu og Búlgaría inn 2004, þá var alltaf sagt Putin is bluffing, hann meinar ekkert með því hann alltaf gera neitt, við getum bara stækka aftur og tökum næst Úkraínu og Georgíu. Svo bara koma því að sauð upp úr og nú alltaf sagt Putin is bluffing og hann ekkert að meina þetta og þess að sé allt í lagi að skjóta inn í Rússland og valda sem mestu tjóni og Zelenski segir bara svipa á Netanyahu að Bandaríkjaforseti, hann guggni alltaf. Þetta gamalmenni, gamall maður sem getur alltaf verið forseti lengur, hann gamalmenni og ég get fengið hann til að gera hvað sem og það sem Zelenski, ég sá bara nýlega frétt það sem var sagt að ég hafa búið Biden hefur staðið á bremsunni hingað til en hann að fara að gefa sig og það það sem verið að tala um að gera. Hann í Bandaríkjunum til þess, en ég var að spyrja stöðu rússneska minnihlutans í Eystrasaltslöndunum. Litið á þetta fólk sem bara andstæðinga svipað og var gert við gætu við lent í því, bara svipað og var í Bandaríkjunum eftir Pearl Harbor að japanski bandaríkjamenn voru bara fluttir út í eyðimörkina í einhverjar búðir. Gætu við orðið vitna því að í Eystrasaltslöndunum þá missi fólk sem rússneskar ræktar og talar rússnesku og tilheyrir í rússneskri menningu að það bara missi öll mannréttindi sín og borgaraleg réttindi. Ég held að það sé nú ekki því að það töluvert af rússum sem að þegar ég var þarna sem að rússum sem þarna voru sem kunni ekki lettnesku.
og það töluverður fjöldi, sérstaklega yngri hlutin sem búin að læra nægilega mikla lestnesku til að fá ríkisborgararéttin og fá réttindi og svo bara gamla fólki sem að treysir sér ekki til þess fólk sem kannski 70 aldri treysir sér ekki til að fara að læra erfitt tungumál nýtt, það deyr bara smátt og smátt. Þannig að vandinn hefur minnkað að því leyti og hérna Þú sagðir að vera efasemdur hollustu þessa fólks. Já, ef að verið innrás. Það var málið í Bandaríkjunum hérna. Ef það verið innrás í landið, þá alltaf spurningin hvað myndu það er alveg ljóst að sumir af þessum rússum sem það sem við kalla ethnic Russians sem að tala rússnesku, sem búa í borg eins og Daugavpils, Resegne, Dagda, Kraslava, þessum austurborgum, þeir tala rússnesku og þetta er fátækastu hluti Lettlands. Hvorum megin myndi þetta fólk fara ef það er í styrjöld sem sumir lettar virðast eiga von á? Það veit maður ekki og það er ákveðin hætta. Þess vegna skiptir eins og að taka upp þá stefnu að það megi ekki kenna rússnesku í grunnskólum og skólum landsins, það megi ekki eins og eitt embættismaður frá Norrlöndum sagði mér sem er þarna úti að þeir mættu ekki læra rússnesku segjum að þú vildi læra rússneska bókmenntir, þú verður í Ríga. Það mátti ekki læra rússnesku til að vera sérfræðingur rússneskum bókmenntum. Þú mátti ekki börnin með ekki læra rússnesku. Þetta er ákveðið vandamál og þetta ýfir upp sár og ergir fólk og þetta er óþarfi að mínu dómi. Annað kannski þessu tengt að ég hef oft talað við þig hérna og þú ert gagnrýninn á stefnu NATO og Pentagon í Evrópu og í þessu Úkraínustríði. Þetta eru sjónarmið sem eru varla vinsæl í Eystrasaltslöndunum. Þurftur þú að gæta þín svona hvernig þú orðaði hlutina þetta? Fannst þið það að þú væri með skoðanir sem að væri kannski litið á sem bara ógn eða landráð? Ég býst við því, ég sá það að nemendur voru alltaf undrandi þegar ég var að tala við þá, hvernig ég laði þetta fram. Ég var með þessi einn nemendur frá Rússlandi sem var Kaliningrad, sem satt lengst út í hotni og bara reyndi að láta sem minnst að sér bera. Að ég talaði þetta hlutlaust og ég sá bara að hún var aðeins lifnaði fyrir henni að því leiti henni fannst ekki að þetta væri bara einhliða predikun, heldur væri þetta ég var að reyna að varpa ljósi án að segja mína skoðanir á þetta breiðum grundvelli. Þegar ég var kynntur þá var bara sagði bara prófessorinn við háskólann sem kynnti mig að við verðum að ég hefði ekki sömu skoðanir og sömu lettar hefðu og það væri mjög mikilvægt fyrir háskólann að öll sjónarmið fengi að koma fram. Og hérna líka mín sjónarmið. Hins vegar í háskólakennslu þá ertu ekkert að segja náttúrulega nemendum hvað þau eiga skoðanir eiga að hafa en þú reynir bara að setja fram staðreyndir og alls Langflestir að setja fram svona sjónarmið og staðreyndir sem að hníga að sömu skoðuninni og stjórnvöld hafa og NATO hefur og Pentagon hefur. Já, sko ég meina mér finnst ég er náttúrulega það sem að mér finnst þú varst að tala um stefnun ávarandi svona þessa dómínukenningu þú nefndi Bandaríkin, nefndi varnarmálaráðherra Bandaríkina hann er að tala um þessa dómínukenningu hann er að segja ef Úkraína fellur og þú veit ekki hvað hann á hvort hún fellur öll eða hún verður að breyta landamærunum eins og allt stefnir í að þá muni allt falla í kjölfarið og það er kenningin sem að og Eystrasaltsríkin eru mjög tengd Bandaríkjunum. Það eru margir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í þessum löndum eru hafa sterkar rætur í Bandaríkjunum og hafa lært í Bandaríkjunum og ég er enda að læri sjálfur í Bandaríkjunum en það er þessar kenningar að þessi lönd, ef að Úkraína fellur þá falla þessi lönd líka og svo fellur Pólland og svo fellur meira og meira og meira og þetta er kenningin og þetta er rökin fyrir allir þessari hervæðingu og ég held þetta sé röng stefna Bandaríkin að mínu dómi hefðu þegar Biden var að semja við Putin á sínum tíma 2021 haustið þá hefur hann ekki valdið í hlutverki og það er alltaf rökin við megum ekki verið svo Chamberlain en málið þú nefnir Kúba á þann þegar Kúbukrísin kom upp þá var það samningar en ekki confrontation eða ögrun Khrushchev tók tilbaka þessar eldflugar sem átt að fara inn í Kúbu. Og Kennedy tók tilbaka herlið eða aðstöðu í Tyrklandi? Já, eldflugar í Tyrklandi. Þetta var samkomulag. Og Kennedy sagði við verðum að semja, við erum á kjarnorkuvöld, við getum ekki farið eitt annað samningaleið. Hins vegar sagði Kennedy jafnframt við Khrushchev, ef að þú segir opinberlega að þessu hafi verið leyst með samningum þá mun ég segja að þú sést að ljúga því.
og þetta ekki satt. Kennedy var þess að styrkja sér pólitískt, hann grætti ekki þessu persónulega, nema kannski pólitískt, að hann sagði bara, ef að þú segir frá þessu, þá líti ég illa út í Bandaríkjunum og þá segi ég þetta sé ekki satt. Og þetta eru bara skjöl sem voru ekkert ansið, voru gerða opinberi. Þetta var samkomulag. En þannig að sko þarna voru 2 leiðtogar sem skildu að þeir voru á kjarnorkutímum og það var ekki raunhæft að fara í svona harðar aðgerð í hvorgerðarum og það sem annað líka munurinn á ástandinu núna sem að ég held sér miklu hættulega heldur en þegar Kúbudina var svo að það var alltaf talsamband á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Það var kannski ekki mikil vinátt alltaf, það var kannski fjandskapur en það var alltaf talsamband og líka að það er rangt að Kennedy hefði beitt Khrushchev, þeir bara voru báðir nægilega skynsamir til að vita það að þetta þurfti bara að semja. Núna hefur maður á tilfinninguna að til þess að vera að semja þá þarf einhver hryllingur, einhver atburður í þessi stað sem er mjög alvarlegur og stór til þess að menn nái áttum og fara að vinna einhverju viti. Þú er bent á að það sé eins og að það sé engin diplomati lengur í þessum málum heldur eintómir herforingjar og sem að vilja bara beita hörðu afli. Ég var nú bara að hlusta á fyrir eitt fyrirverandi sendiherra tala eitt fyrirverandi sendiherra Bandaríkjanna bara í gær sem var mjög reyndur fær aðili sem var líka háttsettur í varnarmálunum. Hann sagði bara Bandaríkjanna þurfum að gleyma diplomasi og gleyma samningum. Þetta er allt saman leyst með einhverjum aðgerðum og núna með þessari miklu hernaðaruppbyggingu sem er að eiga sér stað og ekki talsamband og spurningi og stigmögnun og núna síðast daginn, núna er Zelenski komin til Washington, maður sér myndir á honum að sem er að sprengjukúlur og einhverja sprengjukúlur sem hann er að skrifa nafnið sitt á eins og þetta sé eitthvað skemmtilegt mál. Áritanir eins og kannski fótboltamenn gera á treyjurnar sínar. Já, eins og þetta sé eitthvað skemmtilegt sniðugt. Ég meina, þetta er svo algjör hryllingur, þú sér bara, þetta er svona svipað. Þetta er svona einleiðing og svona stórstjörnu mennsku yfir í pólitík og það sem að menn eru að gefa einand áritanir á drapsvopn. Já, sko, Úkraínumenn eru nátengdir úr sem þetta er svipað eins og við Íslendingar og Norðmenn fara að drepa kunnana eða Svíjar fara að drepa Finna. Þetta er algjör hryllingur, það er alveg sem að hvernig lítur á þetta og við myndum aldrei, þó við verðum í stríði við þessu lönd, vera skælbrosandi við því að kvitta á okkur vopn sem við verðum að nota til að drepa frændur okkar. Því að þetta eru náskild, þú tökur Austurlanda með í Úkraínu, þetta eru 2000 km löng lína og það er fjölskyldutengsl sitt á hvað. Þetta er fólk, þetta er mjög skilt, þetta er kannski ekki alveg saman fólki, mjög skilt fólk, þannig að þetta er algjör hrylling og það er alveg sama hvernig það er litið. Þú ert að tala um aukin útgjöld til varnarmála í Eystrasaltslöndunum og við erum með annað graf hérna sem að þú bjóst til og ég ætla að sýna þér. Þetta er annars vegar, sko, bláa línan er útgjöld Bandaríkjanna til hermála sem að hangir þarna á milli 4% og 3% og fer svona heldur sígandi að við sjáum að þarna í upphafinu er línan hærri heldur hún er í lokin. Þetta er 10 ára tímabil frá 2014 til 2024. Appelsínugula línan er hins vegar Evrópa og við sjáum að hún er að hækka, er að fara úr svona 1,5% komið upp í 2% 2024. Hver er sagan þarna? Er þetta saga um það að aukin hernaðarútgjöld, að það sé byrðarnar, það sé verið að flytja þær frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu? Já, ég meina sko, það er með Bandaríkin, það er alveg ljóst að ríkisfjármálin þar eru algjörlega orðin ósjálfbæri. Það er aftur farið að tala um það hvort það verið að loka starfsemi ríkisstofnana í Bandaríkjunum. Það eru skuldir Bandaríkjana eru komin yfir 35 trilljónir dollara. Það er eitthvað sem engin skilur. Já, og það er ekki nokkuð að ná utan svona stóra tölu. En þú sér að þeir eru samt að minnka aðeins útgjöldin og þú sér Donald Trump var forseti það ekki upp á 2017 og til 2021 og þú sér það að það er aðeins aukning þarna á tímabili í Evrópu og hann sló sig mikið til riddara fyrir það að hann hefði gert alla Evrópu svo hrædda að þeir hefðu farið að auka sín útgjöld til varnarmála. Þó sjáum við, og þessi gögn koma beint frá NATO, þetta er bara heimasíðu NATO. Að frá 2020 til 2024 þarna verður veruleg aukning, þannig að hlýtur Úkraínustríðið að vera og þetta 2024 er bara áætlun NATO. Og þarna er ljós sko að NATO-ríki verða komin í árið 2024 í 2,71%
sem mjög mikið, 2% viðmiðið. Bandaríkin í 3,38 eru farin að minnka, þau voru nær 4%. Og það er eiginlega spurningin, þannig að ef eitt maður getur sagt að það er verið að auka, öll ríki í Evrópu er að auka útgjöld sín til hermála og það er út af Úkraínustríðinu. En þegar maður horfir á þessar tvær línur saman að þá gæti maður sagt að já, það er annars út af Úkraínustríðinu og hins vegar til þess að mæta samdrætti Bandaríkjanna. Þannig að Evrópumenn eru að auka útgjöld til hermála til þess að fylla gatið sem að Bandaríkjamenn eru að skilja eftir. Já, það Bandaríkin hafa svo lengi verið langt fyrir ofan, þeir eru langt fyrir ofan allstaðar þarna en sko þegar að ríkisfjármálin er verið ósjálfbær þá náttúrulega vilja Bandaríkin minnka sitt og það er ef þú ert í varnarbandalagi þá náttúrulega er ákveðina hugmyndum að bera ákveðna byrðar og það er stórmunur á því hvort að Evrópa sé að auka öryggi sitt eða með því að auka útgjöldið til hermála eða að þau séu að bregðast við að það samdrætti frá Bandaríkjunum vegna þess að þau eru komin með ríkisfjármálin sín í óefni og þar eru Evrópulöndin að auka útgjöld sín til þess að laga stöðu ríkisfjármála í Bandaríkjunum. Já, þau eru sjálf í mjög miklu vandræðum í ríkisfjármálum og skuldamálum og hafa ekkert efni á þessu og núna til dæmis bara nýlega var Marion Draghi sem var forsætisráðherra Ítalíu sem er land sem er bara greiðslu og bara með land sem er í miklu svona nálægt greiðslu þroti og gríðarlega skuldamál að tala það að Evrópa þyrfti að fara hún var að gera skýrslu við Evrópusambandi að Evrópa þyrfti að fara í nýsköpun og breyta sér og opna sig meira og gera alls konar hluti til þess að reyndar held ég að nýsköpun komin og sjaldan frá byrokrasíunni í Brussel það var 4-5% verkleg landsframleiðslu í það á sama tíma og stærstu lönd Evrópusambandsins eru öll orðin mjög skuldug sérstaklega Frakkland, Ítalía og Þýskaland er ekkert aflögufært lengur. Það er reynda með graf sem að sýnir skuldastöðuna. Mjög erfið staða. Graf 3A. Og þannig að sko að Evrópa er alls ekki stakk búin að fara í þetta. Þú sér þetta með 2023. Línan er líklega sem er viðmiðun Evrópusambandsins. Já, það er 3%, þetta er sama myndi, þetta er skulda, ég var líka með ríkisfjármáli, en þetta séu opinberu skuldastöðuna, þarna séu 2023, þarna séu að Grikkland er í 168%, þetta á rauðalínan sýnir 60%, það er viðmiðið, og þú sérðum eins og Ítalía, sko, þú getur Grikkland er eitthvað 2% að hækir Evrusvæðis, skiptir litlu máli, þetta er lítið dæmi. Ítalía er risi, sko, komið 144%. Frakkland í 110%. Og Frakkland í 110%. Þetta nú út þarna sumlöndin, við sjáum bara nöfnin á öðru hverju landi. Já. En ef við sjáum þá bara hitt í grafið sem er þá 3B. Já. Nei, það er þetta. Já. Þarna ertu með halli á ríkissjóði sem hlutfall af verklegri landsframleiðslu. Já. Og þarna eru mörkin sem að Evrópusambandið situr og mátti tímabundið fara í -3% af verklegri landsframleiðslu. En þau eru flest að fara þarna 2003 alveg upp af mörkunum og mörglöndin er að fara langt niður. Eins og Ítalía í 5 og Frakkland í 4,9 og þar er þetta ykkur það. Þannig ertu að reyna að draga fram að sko, staða Evrópusambandsins og Evrusvæðisins er ekki góð. Nei, skuldahlut, það sem er kallað fiscal rules, kerfið er algjörlega sprungið og hallin á þessu löndum er allt og mikill oft og miðað við þær reglur. Þú getur verið með halla tímabundið ef þú getur unnið upp setna og ef það er mikið samdráttur. En vandamálið með þetta kerfi er það farið úr sambandi og það kreppurnar sem koma of oft. Það er kreppan 2008-2009 sem var mjög þung fyrir þessu lönd. Síðan kemur COVID, svo kemur Úkraínustríðið. Þau ná aldrei að jafna sig. Þannig að skuldastaðan vestnar alltaf á vestnar og þessi regla 60% hámars óbærskuldi 60% af verklegri landsframleiðslu og svo er löngu farið út í veður og vind. Það er ekki hægt að ná þessu, það er ekki áratugi fyrir þessum lönd. Og sömulegir eru til í að gagnrýna þessar kvaðir, þetta væri raunverulega kvaðir til þess að halda aftur af
ríkjónum til þess að fjárfesta í innviðum til þess að byggja upp betra samfélag. Þau eru eiginlega bundin á því að þau geta það ekki en þau sætta sig við það mörg hver. En það sem þú það myndir sem þú draga upp er að Evrópa stendur ekkert vel og skuldar alltaf mikið. Það er ekki mikill hagvöxtur þarna. Á sama tíma eru þau að auka mjög útgjöldin til hermála sem að þau hljóta þá bara að taka frá velferðarkerfum eða annarri svona nauðsynlegri fjárfestingu sem að þarf til þess að byggja upp gott samfélag og svo er Draghi að benda á það að raunverulega er þetta svæði sem ætti að fara út í sko stórkostlegt átak í nýsköpun til þess að örva atvinnulífið og örva samfélögin en þau skulda mikið, lítill hagvöxtur, aukin útgjöld í hermál. Þetta er eitthvað hljómar eins og Evrópa sé bara hnignandi. Mjög, vegna þess að Evrópa þarf á öllu öðru að halda núna heldur en að fara að eyða peningum í hermál og það er ekki bara hún sé að eyða útgjöldum í hermál, heldur er eiginlega engin hagvöxtur vegna þess að vegna þess að bara Þýskaland, bara við að Nord Stream 2 var sprengt í loftu veiðilagt, það lamar þýska hagkerfið. Þannig er ekki bara það að útgjöldin eru að aukast til hluta sem að skil ekki, ég meina þetta er óframleiðin, þetta er sóun að eyða peningum í opna framleiðslu, þetta er bara sóun og á sama tíma og það er engin hagvöxt, þannig að tekjuhliðin er líka, það er útgjaldahliðin komin algjörlega á hliðina, en tekjuhliðin er líka lamast og aðal hagkerfið í Þýskaland er komið í þá stöðu að það er engin hagvöxtur, þannig að þetta er mjög slæm staða fyrir Evrópu og þegar að vera að tala evrun á Íslandi og evrusvæði þá er þetta kallað contingent liabilities á ensku. Þetta er svona skuldir sem að eru og skuldastaða, þú ert að tala að ganga inn í myntbandalag fyrir landins og Ísland sem náttúrulega fyrst að fara inn í Evrópusambandsins að þá er skuldaklafi sem engin veit hvernig á að leysa og í myntbandalagi þá bera öll lönd vissa ábyrgð hvert á öðru. Þannig að ég myndi segja að Evrópa hefur farið mjög illa út úr þessu og hefði haft mjög mikla hagsmuni af því einmitt að þetta stríð hefði aldrei orðið til þess að spara í ríkisfjármálum og til að geta haldið, eins og Þýskalandi að það hefði geta haldið áfram þessu viðskipti við Rússland en það er búið og kostnaðurinn við það sem þetta er bara 0 hagvöxtur og til lengri tíma er bara spáin verulega dökk fyrir það sem hefur verið aðalmótorinn í Evrópu. Þannig að einu sinni var hagfræði og stjórnmálafræði eiginlega sama greinin, hagfræðin kemur einhvern veginn þaðan. Heldur að þessi staða í Evrópu sem er augljóslega svona erfiðleikar það er svona samdráttartími eða allavega ekki vaxtartími í gangi, það er álag á ríkissjóðunum þannig að það er ekki verið að fara í einhverja svona uppbyggingu inn í löndunum og hernaðurinn tekur síðan kúfina af þannig að við sjáum bara fram á næstu missurum og árum það er ekki að fara að gerast í Evrópu. Heldur að það verði svona álag á stjórnmálakerfinu að þetta sé kannski eina ástofana fyrir því að kosningaúrslit eru mjög róttæk, það er mikil sveifla, flokkarnir sem að kannski byggðu upp stjórnmálakerfi Evrópu og eftirstríðsárunum og stýrðu að sömu leyti uppbyggingu Evrópusambandsins svona fram yfir síðustu aldamót að þjóðirnar eru bara hafnað þessum flokkum. Það eru komað nýjir flokkar. Myndur að þetta veri tengt að Úkrænustríðið og álagi sem að það veldur á ríkissjóði Evrópu sem að máttu eiginlega ekki við því að það leiði til svona átaka inn í löndunum sem að geta breytt svona eða eitt upp pólitísku stöðuleika ef að það er eitthvað eftir svona verð. Já, það getur bara leitt til pólitískar upplausnar. Þegar þú þarft að fara að skera niður svona mikið, það er ekki bara þú verður að auka útgjöldin til málaflokka og þú verður að taka eitthvað stað frá á sama tíma og hagkerfin er ekkert að vaksa. Þannig að skattekjurnar eru ekkert að aukast eða ég vil að minnka á sama tíma og þú þarft að vera að auka útgjöld á alls konar sviðum og sérstaklega sem fyrir til varnarmála sem að skila sér ekki til fólksins allavega ekki í velferðarmálum. Svo er það fleiri sem kemur til. Þessi stórveldasamkeppni sem kemur út af þessu þannig að lamandi áhrif að geta ekki verið í viðskiptum við Rússland sem er að selja auðlindir, selja olíu og gas á afsláttarverði. Heldur höfðu þessi lönd, Evrópuríki, þau höfðu mörg leitað til Kína varðandi fjárfestingapeninga og voru búin að stofna svo kvart 17+1 kerfi, initiative, 70+1 initiative, þar sem þau voru að fá fjárfestingapeninga inn í, að því þau fengi ekki nóg frá Evrópusambandinu, þau vantaði peninga í innviði og það er
verið að brjóta það niður því að Kína sé svo hættulegt að með ekki stunda viðskipti við Kína og Eystrasaltsríkin til dæmis átti til dæmis að var til dæmis að tala að göng milli Tallinn og Helsingi, þetta eru svona risa framkvæmdir sem að Kínverjar vildu fara í Evrópu sem hefðu geta skilað miklum hagvexti við innviðir sem hefðu átt verið að fara í. Það búið að loka fyrir því það búið að segja þessum löndum að öll viðskipti við Kína og fjárfestingar á Kína sé hættulegt öryggið þeirra og banna þetta og Eystrasaltsríkin þau drógu sig út úr sem nú það kallar 14+1 og einn Kína, hinn eru löndis Evrópuríkin og svo hefur við erum ekki þann henni. Nei, okkur var þakka fyrir að vera ekki þann inni. Pompeo kom hérna og þakka okkur fyrir það. Já, þannig að það er þetta líka að þarna þetta er svona svo kallað þetta zero eða negative sum game, það er að segja við erum í stríði, við erum í átökum, við erum í bandalagamyndun og annarkort og allir tapa á því á endan. Og við erum að safna óvinum, þannig að Rússland er óvinur okkur í dag og við viljum að Kína sé óvinur okkar. Við erum að stækka NATO og við erum að þenja það til Asíu og til Miðausturlanda og ég veit ekki svo og kannski að hleypa ykkur sem löndum inn í NATO, maður veit ekki alveg hvert er verið að stefna í þessu. En að þú nefnir göng frá Helsinki til Tallinn sem er risa framkvæmd sem að Kínverjarnir vildu íta undir. Akkur ættu Kínverjar að vera því? Já, ég meina Kínverjar voru búin að kaupa risa höfn í Grikklandi og þeir vildu gera það stærstu höfn í Evrópu. Þeir voru komin í samband við kaupa höfn líka í Ítalíu og Ítalíu og dragast tilbaka. Og til hvers er ekki nógu höfnum í Evrópu? Þeir náttúrulega eru útlýstri í hagkerfi. Þeir 7% hagvextur á ári við löng tímabil. Hagkerfi tvöfaldar sér stærð á hverju ári. Þeir flytja út meir, þeir flytja miklu meir útlýstri en Bandaríkja. Þeir eru risa útlýstningsstaðli. Þeir þurfa samgöngukerfi og þeir vilja líka mynda sambönd og auðvitað náttúrulega ef þú ert í svona stóru framkvæmdum þá færðu ákveðin áhrif. Það er líka annað sem var gert að svo kallar Asian Infrastructure Investment Bank fjárfestingarbanki Asíu var stofnaður sem við erum aðilar að ég held að við eitthvað 3 milljarðar sem við keyptum að hlutabréfum fyrir bara nokkrum árum 8-9 ár síðan þetta var 2016 eða eitthvað og öll Norðurlöndin fóru þarna inn Eystrasaltsríkin ekki þeirra fóru þarna inn öll stóru Evrópusambandsríkin fóru þarna inn en nú er það allt í einhverju lamasessi þannig að allt sem við fórum þarna inn og töldum að við getum haft eitthvað út úr þessu en öll svona sóknarfæri þau eru eiginlega horfin vegna þess að það er bara að vesla vera það er að lágmarka öll samskipti við Kína þetta er containment policy, ég halda aftur að Kína reyna að hægja hagvist í Kína öll hátækni var að það má ekki selja það til Kína þannig að þetta er svona þannig stemning en Íslendingar eru með fríverslunarsamning við Kína á sama tíma og Bandaríkin er alltaf að auka tolla og veila vera að koma í vekk fyrir að þjóðir skipti við Kína heldur að þessi fríverslunarsamningu er þið krafið að honum er bara hent einn daginn? Ég veit það ekki en allavega Það er að stoppa innflutninga á ódýru rafmagnsbílum frá Kína sem ætti náttúrulega að hjálpa til við rafbílavæðingu Evrópu og Bandaríkjanna. Það eru ódýrustu bílarnir en þeir eru ekki fluttir inn af því að má eiginlega ekki. En við erum með fríverslun sem þú getur verið að flytja inn rafmagnsbíla frá Kína þú vilt. Já, það er bara málið bara það. Bandaríkin eru í stórveldasamkeppni við Kína og allar það viðskipti hindranir frá Bandaríkjunum og svo kannski Evrópu líka það vegna áhrifa frá Bandaríkjunum. Bandaríkin eru stórveldi og eru í samkeppni við Kína. Það er náttúrulega bara viðurkenning af því að þú getur ekki keppt við Kína. Þú er ekki samkeppnishæfni. Og þá er þetta að grípa breytur reglunum. Já, þú verður að grípa til hindrana að þú ræður ekki við samkeppnina og svo hitt að óttinn við stærð hagkerfisins og auðvitað eru vissar ástæði fyrir því, ég meina Kína er líka í baráttu í Austur-Asíu og ég finn það alveg, ég hef verið að fara til Asíu töluvert ofta að lönd eins og Indonesia, Vietnam, Thailand og Malaysia, 500 milljónum manna, þau eru að velta fyrir sig hvað eiga að gera út af sína Suður-Kínahafi, Kínverjar eru að þrengja en þar vilja eiga þetta allt, þau vilja hafa frjálsan aðgang að sjó og finna vel fyrir þessum gríðarlega vexti sem er í Kína, það er að rísa upp dreki bara í tungarðinu þeirra. En fyrir ef ég á gagnrýna Kína fyrir eitthvað þá finnst mér þetta sumir þetta ekki rétt hjá Kína þess að Suður-Kína hafi eitthvað svona 1% af hafsvæði heimsins, eitthvað svoleiðis á meðan að fyrir Kínverja skiptir svo óbærslega miklu máli að öll hafsvæði séu frjáls
til siglinga. Þannig að þeir eru að skjóta sig í fótinn þarna og svo eru þessi lönd sem eru 500 milljónir, þau eru farin að velta fyrir sér, eigum við að fara að vinna bara beint með Bandaríkjunum af því það er verið að þrengja á okkur. Svona eru bara allt stórveldi. Við sjáum bara Bandaríkjum hvernig það haga sér og mér er mjög lítið Bandaríkjan, ég lærði í Bandaríkjanum og Íslendingar hafa eitthvað 500.000 Íslendinga, fólki íslensku bergisbroti sem býr í Bandaríkjanum, við höfum verið rosalega sterk menningaleg tengsl og okkur líka vel við allt þetta fólk þarna, en þessi stórveldasamkynning, hún leiðir til þessara átaka og svo í Kína, þar verða þessi átök út af siglingarleiðum og alls konar eyjum og svæðum sem valda mikilli spennu og svo náttúrulega Rússland í Úkraínu, þannig að þetta er svona þessi stórveldasamkynning sem við erum búin við í dag sem er fann að valda verulega vandræðum þegar heimurinn er orðin markpóla. Ég ætla að Kína er eitt grafi viðbót sem að þú bjóst til. Þetta er Bandaríkin, Kína og Rússland landsframleiðsla á svokölluðu jafnvirðisgengi sem er þá tekið tillit til kaupmáttar í hverju landi fyrir sig. Já, þetta er ekki sem þú kallar kaupmáttar jafnvirðisgengi, ég nota aftur jafnvirðisgengi. Þarna sjáum við Bandaríkin er punktalínan og línan sem að rís hæðst þarna er Kína og Kína fer fram úr Bandaríkjunum á þessu mælikvarða er svona cirka 2015. Svo er grá lína þarna fyrir neðan sem er Rússland og sést kannski að 1993 var Rússland raunverulega stærra en Kína en núna er Kína kannski 8 sinnum stærra heldur en Rússland á skömmu tíma frá 93 til 2000. Og jáfnvel núna 10 sinnum stærra, það er allavega miklu, það er náttúrulega 10 sinnum fjölmennara land. Og þarna sjáum við ef við skoðum samhengið á milli Bandaríkjanna og Kína að þá eru Bandaríkin eru sátt við Kína 91 og fram yfir aldamót vegna þess að þarna var hægt að flytja út, gátu stórfyrirtæki flutt út framleiðslu sína og búið til ódýrari vöru með ódýru vinnuafli en síðan kannski breytir svona kannski tónninga hvort Kína í svona eftir fjármálahrunið því að þá er Kína orðin sko raunverulegur andstæðingur Bandaríkjanna eins og Bandaríkjamenn meta það að Bandaríkjamenn svona utanríkisstefna Bandaríkjanna snýst svolítið það að þau vilja ekki að neitt stórveldi rísi upp í öðrum heimslutum sem að geti orðið ógn við Bandaríkin. Og þannig eru bara öll stórveldi, þau vilja ráða sinni álfu og hafa eins mikil áhrif eins og hægt er og þú sér það sko að það var talað það alveg frá 91 til 2005, 6, 7 eitthvað svolítið, þá er náttúrulega augljóst að Bandaríkin eru langöflugust og þá var alltaf talað engagement policy, Bill Clinton talað alltaf engage China, það verður miklu betra að virka, vinna með Kína samstarfi í Kína, allir grædda á því, þetta var svona positive sum game sko, Bandaríkin ennþá algjörlega dominerandi eina stórveldið en Kína vaksa og það væri borgaði sig fyrir allan heiminn. Þetta er þetta positive sum game, það er allir að græða síðan þegar Bandaríkjamenn átt af því að Kínverjar eru að vaksa, halda áfram að vaksa svona mikið og þeir fara að nálgast Bandaríki meir og meir, þá fyrir sambandið að súrna meir og meir. Og það er einn sem ég myndi vilja spyrja þetta, þegar við horfum á þetta graf, ég veit ekki hvort að hlustendur séu svo góðri aðstöðu geta rýnt í það, en þarna kemur eiginlega fram að svona við fjármálahrunið að þá er Kína ennþá bara kannski rétt rúmlega helmingurinn af Bandaríkjunum. En síðan hrunið hefur mikil áhrif á Bandaríkinu, við sjáum að kemur hérna niðursveifla og það er ekki sami vöxturinn eftir hrunið og var fyrir hrun. En það er þveröfugt sem er í gangi í Kína. Kína bara eldist við hrunið og sömuleyti var það mannst eftir því að sömuleyti var sagt að Kína hefði að sömuleyti bjargað heimshagkerfinu með því að halda áfram bara investeringu í innviðum og uppbyggingu samfélagsins í Kína að Kína hefði haldið á heimshagkerfinu þarna eftir hrun og við sjáum eiginlega á þessu grafi að það er ekki nema frá hruni bara 6 ár kannski að þá er Kína sem var kannski rétt rúmlega helmingurinn af Bandaríkjunum orðið jafnstór Bandaríkjunum. Þeir náttúrulega að vaksa 7% á ári 10 ár, þá tvöfaldast það gerði á 10 ára fresti og þeir beittu ríkisfjármálunum mjög grimmt í hruninu, þeir hafa svigrúm til þess
og Bandaríkin sem að Evrópa og Bandaríkin gerði ekki meðal annars út af þessum kvöðum sem að við vorum að nefna áðan það hvað þú mátt skulda mikið Evrópa sísta völlu og maður með austerity program það sker allt niður bara Bandaríkin beittu ríkisfjármálunum töluvert en Kínverjar gengu lengst í því og þeir geta að hafa efna á því og það óhjákvæmilegt þegar þú ert með land sem 1,4 milljarðar manna og Bandaríkin 1/4 af því að þetta hagkerfið verður stærra ef þú tekur, núgildandi verðlag þá eru Bandaríkin ennþá stærri en ef þú tekur jafnvirðisgengi svo núna þá þetta þannig, ef þú tekur tilliti verðlag þá þau orðin stærri og 2016 gerist það að bandaríska hagkerfið og kínverska verða jafn stór og þá komin ofsalega illt blóð í samskiptin og eftir það og Donald Trump alltaf þessi lína, þetta nærþanga þetta bók sem ég gaf út fyrir alltaf síðan en eftir það heldur þetta bara áfram Biden tekur við eftir það náttúrulega og hann hefur haldið áfram þessari harðlínustefnu gagnvart Kína og það er lítið á Kína sem að ógn og þeir hörðust að segja bara eina leiðin til þess að lifa af heiminn sé að vinda ofan á hagvist í Kína en það mjög erfitt vegna þess að ef við gerum það þá erum við að hafa áhrif á hagvist líka í Evrópu og Norður Ameríku mjög mikið. Og þetta eitthvað sem að menn hafa lengi vitað að það ég man að John Messemer hefur til dæmis var með fyrirlestra í Kína einhvern tíma snemma á öldinni svona yfirskriftin var einhvern veginn getur Kína risið í friði og þá var eiginlega hugmyndið svo að allir voru glaðir við að Kína sé að rísa en til lengri tíma getur þetta gerst á friðsaman hátt vegna þess að þetta mun leiða til þess að Bandaríkjamenn munu rísa upp og reyna allt hvað þeir geta til þess að hindra frekari vöxt Kína því ef að Kína heldur áfram að vaxa með sama afli og hefur gerst undanfarið að þá náttúrulega verður Evrópa og svo Bandaríkin eiginlega bara dvergvaxir með hliðina á Kína. Já, ef að Kína nær vergri landsframleiðslu Suður Kóreu þá verður Kína jafnstórt hagkerfi og Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Ef að Kína nær vergri landsframleiðslu Singapúr og ef við komum til Singapúr, þetta eru Kínverjar þá verður Kína helmingi stærra hagkerfi heldur en Bandaríkin og Evrópusambandið samans. Þetta eru stærðagráðar og þetta leiðir til örvæntingar og mikillar samkeppni og Bandaríkin vilja halda sínum yfirráðum á meðan og Mersamir sem hún nefnir, hann telur þetta muni óhjákvæmilega leiða til átaka Ég man að hann hefur sagt frá þessu og þá hann verið á fundum í Kína þar sem að Kínverjarnir voru svona á því að það væri hægt að vera í friði og hann var svona eiginlega varað á við að til lengri tíma að þá myndi þetta leiða til þess að Bandaríkjamenn myndu rísa upp og reyna að koma í veg fyrir vöxt Kína. Það eru tveir fræðimenn sem hafa fjallað mikið þetta. Annar Jeffrey Sachs, prófessor við Columbia Háskóla. Hann hagfræðingur. Hann trúir að positive sum game. Það er að segja, hagfræðingar trúa, ég sjálfur lærði hagfræði. Þeir trúa því að það sé að það bara kalla gains of trade, það er að segja að þú stundar viðskipti og allir græða þú ert með positive sum game segja það sé bara fráleitt að allir við borðið mun ekki sætta sig við þá niðurstöðu vegna þess að allir að græða allir þá koma menn eins og John Messemer og segir það er bara ekki það sem að ræður mestu ákvarðanir landa heldur hvernig skilgreina öryggishagsmuni sína hann realisti og því miður finnst mér að það sem hann að segja og með við stórveldasamkeppnina hvernig hún og hvernig hún að þróast að hann sjálfmálafræðingur að það sem hann að segja sennilega rétt og þetta leiðir til það sem kallað zero sum game eða negative sum game þessi átök og við sjáum bara átökin ef við tökum Rússland og Bandaríkin þeir ekki sama það komið stríð í Miðausturlöndum spennan vex í Asíu og það voða lítið verið að tala saman og við erum sennilega bara heppin að ekki hafa brotist úr styrjöld í Suður Kínahafi eða á Kóreuskaganum og í Suður Kínahafi eru lönd að elta þessi hvað ég að gera lönd eins og Víetnam sem var sjálfstætt sem með neutrality eða hlutleysi þeir byrjar að æfa sjóherinn með Filippseyjum sem Filippseyjur eru algjörlega bandi Bandaríkjanna 120 algjörlega bandi Bandaríkjanna þeir eru að æfa með þeim þetta hefur ekki gert áður en þeir þora ekki að æfa með Bandaríkjamannum því þeir vilja vera hlutlausir Indónesía að velta fyrir hvað eigum við að gera þeir eru 280 milljónir
þeir getur orðið áður en langt líður 4.-15. Þeir eru 4. fjölmennsríki í heiminum. Þeir eru að segja við Kínverja, ef þið eru svona harðhendir í Austur-Asíu og sérstaklega með Suður-Kína þá bara förum við í lið með Bandaríkin. Því fastar sem þið pressið, því líklega að við förum í lið með þeim. Og þá er það Malasía og svo Thailand, komið 500 milljónir sem þarna eru og Philips þegar þá tókum við 600 milljónir mann. Þetta er allt hagkerfi sem er að vaksa. Þetta er allt fólk, þeir hafa ungt fólk, allt hagkerfi sem er að vaksa mjög mikið og þetta eru 600 milljónir og þarna er stórveldassamkennin, ef að Kínverjarnir pressa of stíft á þessu lönd, þá fara þau með Bandaríkin. Það myndi skipta mjög miklu máli fyrir Bandaríkin, en Bandaríkin náttúrulega eru samt að reyna að fá þau í lið með sér, enda hvernig forseti Bandaríkjanna og Xi Jinping og Putin keppast að fara til Vietnam og til þess að fá hilli og svo í Indonísíu, land sem er 280 milljónir, þá eru Bandaríkin að keppast mjög grimt áhrif þar og koma inn með peninga og Indónesar hafa leikið þann leik á þá að þeir bara taka á móti þessum fulltrúum frá Rússlandi, frá Kína og Bandaríkjunum og tæma höfum veskið og gera ekki neitt, eru hlutlausir, reyna að græða ástandinu, en þetta bara sýnir, þú varst að tala Asíu, can China rise peacefully, þessi átök eru til staðar og ef að það er stefnan að vinda ofan að hagvísti Kína, banna innflutning á tæknivörur undir Kína, reyna að vinda hagkerf niður. Setja toll á útflutningsvöruna. Já, sem að því þú getur ekki keppt við Kínverjana. Það mun mjög líklega leiða til átaka. Þá er spurningin, og svo er þessu hugmynd líka, að John Mearsheimer segir að það þurfa að beita containment policy á Kína, eins og var gert í Sovétríkin. Einangra Sovétríkin, halda þeim í skefjum. Og það var hugmyndin. Þú gast gert það við Sovétríkin þegar þú voru að loka hagkerfi að mestu leyti. Þá gastu einangra Sovétríkin og þó að þau hrindu, þá skipti það ekki svo miklu máli fyrir heimsækkerfi því þetta var lokað. Það geti verið sjálfsmorð fyrir Evrópu að taka þátt í einangrunna stefnu Bandaríkjamanna gagnvart Kína og hætta viðskipti við Kína. Það geti verið bara ef þú ætlar að gera við Kína, þá ertu að skjóta þig í fótinn. Evrópa er að lamast eins og það sem er að gerast. En svo sjáum bara með því að hætta viðskiptunum við Rússland, hvað afleiðingar það hefur haft fyrir Evrópu. Já, það hefur náttúrulega afleiðingar að því leyti að náttúrulega við vitum að Þjóðverjarnir, þeir eru innveldi og þeir eru háðir að geta fengið hráefni á ódýrum verðum, þeir eru að keppa við Kínverja og Kínverjarnir borga miklu lægri laun, þeir eru ekkert með Þjóðverjar eru með töluvert mikið velferðarkerfi, dýrt. Þeir borga tiltölulega há laun, þeir ráða ekkert við þetta og ef þeir þurfa ekki borga hærri. Við byrjar orða það sjálfur að líklega hafið þeir tekið þar vel að láni með takmörkuðum útgjöldum til hermála, að þegar að við verðum núna að horfast í augu við að við verðum að auka útgjöld til hermála, að þá verðum við að draga saman velferðarkerfi. Þetta heyrir maður menn segja bara. Já, þannig að það sem við gerst við það, það að Evrópa fyrir í NATO, það þýddi það að Evrópa þurfti ekki að hugsa öryggismál, mjög lítið. Og Evrópa gætt einbeitt sér að því bara henni verða rík og byggja upp innvið, enda sér því innviðir í mörgum Evrópusambandsríkjum eru góðir, víða. Meira þess að ég var að koma frá Ríka, ef þú skoða flugvellina í þessum löndum eins og svo í Ríka, þetta eru miklu flottari flugvellir heldur en þú kemur til Kaupmannahafnar eða í mörgum ríkunum, það var búið að byggja upp innviði í þessum löndum og Evrópa hefur getað einbeitt sér að því að byggja sig upp og bara það að þau voru í NATO þýddi lengi vel að öryggismálunum voru ekki hausverkur, á meðan eru Bandaríkin að borga svona helmingi meira og við sjáum það að ef við förum til Bandaríkin að víða þar og eru innviðir orðnir mjög lélegir. Flugvellir, vegir, meira að segja símkerfið virkar ekki, maður er hissa á því hvað það er lélegt. Já, þannig að og samt eru Bandaríkjamenn komnir í 35 triljónir dollara skuldir og það vofir yfir núna eins og á hverju einast ára það verið að loka starfsemi ríkisins, þetta eru ósjálfbært. Seðlabankin er að blikka rauðljós og Seðlabanka Bandaríkjanna, það blikka rauðljós alþjóðagjaldeyrissjóðnum og alþjóðagjaldeyrissjóðnum segir aldrei neitt slæmt Bandaríkin nema hann verða að gera það, hann vill ekki gera það því hann er í Washington og Bandaríkin eru mjög áhrifamikil. Ekki nema aðspurður og þrí aðspurður. Þegar hann er farin að blikka rauðljós þá er eitthvað og núna við sáum við vorum að skoða lítið að Bandaríkin er að minnka aðeins hlutfallið, þau eru að reyna að draga úr og íta sig frá Evrópu og hafa svona það sem þau kalla cost sharing, þau segja bara við þurfum að skipta byrðinni, það er ekki að láta en samt verður að hafa í huga að þessi stóru útgjöld sem Bandaríkin er að leggja
ekki bara vegna Evrópa sjálfsögðu, Bandaríkin eru með eitthvað 750 herstöðar allan heim. Ef þú lítur á landakort þá eru herstöðar Bandaríkina út allan heim og það er einn hluti af þessari stórveldasamkeppni að bæði Kínverjar og Rússar segja við erum algjörlega umkringdir. Rússar hafa mjög takmarkaðan aðgang að flutningaleiðum á sjó og Kínverjar mjög takmarkaðan líka og það það sem veldur þessari keppni að þeim finnst þeir vera bara lokaðir og vera einangraðir allstaðar og þannig að sko ef þessi spenna heldur áfram og ef það á að beita containment policy á Kína þá finnst mér, með það forsendu sem John Mersheimer gefur út, þá náttúrulega finnst mér líklegt að hann hafi rétt fyrir sér að þetta get ekki gert án átaka. Ég ætla að skjóta inn að ástæðan fyrir við vitnum oft til hans að hvort sem það í átökunum milli Bandaríkjanna og Kína eða í Úkraínustríðinu og eitthvað fleira, að þá hefur það verið þar sem hann hefur verið að segja, hefur yfirleitt sko gengið eftir. Þannig að hann eiginlega miklu nær, hann verið greinir þetta betur. Þú getur hort á það ef einhver greinir fyrir ykkur 3 árum hvað getur gerst og það sem hann sagði gekk meira minna eftir og svo berðu það saman við ýmsa svona sem að voru að bera út boðskap NATO og Pentagon fyrir 2 og 3 árum að eiginlega ekkert að því hefur gengið eftir að þá kannski ástæða fyrir við erum alltaf vitna í John Mersheimer það sem hann, mati sem hann hefur lagt fram bara, náttúrulega ekki bara 100% rétt eða eitthvað svoleiðis en það nær því sem að síðar verður þannig að það ástæða fyrir hann kemur svo oft við sögu. Já, það er líka þú getur alveg talað til dæmis bara fyrrum sendiherrar Bandaríkjanna sem eru hættir sem ekki lengur í utanríkisráðuneytinu þeir tala á svipuðum nótum og vitna oft í hann þeir standa utan við þetta og þeim rennur til rifja að því þetta eru sko ekki herfóringjarnir hlustur á herfóringjarnir á Pentagon þeir vilja kaupa vopn og þá að kaupa vopn á Bandaríkjunum og þessi lönd sem eru að kaupa vopn á Bandaríkjunum verða háð Bandaríkjunum með þjónustu og varahluti áratugi. Evrópa er bara eins og betlikelling. Hún kaupir vopn og þetta verður eins og hjálega, verður alltaf að fá frá höfuðbólunu vopn og þjónustu. Á meina margir bandaríski sendiherrar tala á svipu fyrrum sem ekki starfandi lengur þegar þeir myndust segja svona þeir verður reknir en fyrirverandi sendiherra til dæmis Jack Matlock og fleiri sendiherrar en hann var síðasti sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum þeir tala á svipuðum nótum og John Mersheimer þannig að hann ekki einn þetta en það er alveg rétt að hann sennilega með almerkustu fræðimenn ég meina aukaspurningu ef ég fæ aftur grafið nummer 4 það sem að sýnir samanburð á landsframleiðslu í Bandaríkjunum og Kína reyndar Rússland þarna niðri en það er ekki málið sko, frá 1991 að þá var straumur þú nefnir Jeffrey Sachs og fleiri það var straumur hagfræðinga sem voru frá vesturveldunum til Kína að leita ráða og kínversk stjórnvöld kölluðu alla til og var svona hugmyndin þeir ætla að reyna að ná bara út í svona besta finna bestu leiðirnar sem hefðu verið notaðar og voru svona opnir fyrir að hlusta á alls konar leiðbeiningar og ráð og þú veist bara mentið okkur ef þú skoðar síðan frá hruni að þá sko sambandi ef við lítum á þetta sem einhvern á rekstur efnahagskerfis að þá Kína að standa sig mjög vel á meðan að Bandaríkin að standa sig svona valla og svo náttúrulega ef við verum með Evrópu þarna þá verður ennþá verið sko. Ekki bara komið tími til þess að stjórnmálafólk á Vesturlöndum og hagfræðingar farið til Kína og fái svona svolítið leiðbeiningu á því hvernig þetta reka Evrópusambandið? Ég held að sko í stjórnkerfi Kína sé mjög mikið mjög hæfu fólki en við skulum ekki gera eitthvað grein fyrir eitt. Hvar elítan í Bandaríkjunum? Hvar kínverska elítan mentuð? Hún miklu leyti mentuð í fínustu háskólanum í Bandaríkjunum. Já, en ég meina þeim tekst að áasta mentu sína en hvar elítan í Bandaríkjunum mentuð? Hún líka mentuð í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum hafa ekkert efna á því. Almenni Bandaríkjunum hafa ekkert efna á því að fara í þessa fínu skóla lengur. Þeir fara í einhverja community colleges en þegar ég var í Berkeley og University of Washington og fór svo til UCLA þetta er vesturströndin þetta eru allt mjög góðu skólar maður hélt að maður væri í Asíu af því þetta voru meira mann allt saman ég hitti prófessor sem var að kenna víkingarna á skandinavísk fræði og þetta var alltaf með Kínverjar. Ég að spyrja í alvörunni því að þú þekkir það hérna á Vesturlöndum að það talað Kína og sérstaklega núna þegar á að vera að kenna okkur að þetta sé óvinnir að þetta sé allt eiginlega ómögulegt og þetta mun allt saman hrynja og bla 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 bla. Erum við kannski þeirri stöðu að það væri kannski klókt að fara aðeins til Kína
og veltaði fyrir sér hvernig þeir hafa staðið á innviðu uppbyggingu og hvernig þeir hafa getað náð að byggja upp fjölþætt atvinnulíf, hvernig þeir hafa staðið að fólksflutningur og sveitunum yfir í borgirnar og byggt húsnæði fyrir það ekki fátækta hverfin sem eins og krægi í kringum alla borgir í Kína. Ekki bara komin tíminn til þess að vestuveldin minnki aðeins fróka sinn og farið aðeins og reyna að læra eitthvað að kemur hann. Vestuveldin læruðu að sovjetmönnum, þeir læruðu til dæmis að auðvitað verðum við að hafa eitthvað svona kvenréttindabaráttu. Við getum ekki haldið konunum niðri því að þær fá að mennta sig í Sovjetinu og ef ekki að gera það sama og það var alls konar svona byggja yfir lágstéttina í Sovjetiríkjunum og það var bara endurtekið fyrir vestan. Ekki bara komin tíminn til þess að fólk frá vestuveldunum farið til Kína og reyna að læra eitthvað? Við getum auðvitað lært af Kína, við förum til Kína og tökum Víetnam sem svona minna land. Ég var þar í 3 ár. Uppbyggingu samgangna? Það mikill ægi, það mikill vinnuægi. Þegar ég var að ferðast um Kína kannski á sunnudagsmorgni eða laugardagsmorgni, það mikil vinnu sem allir að vinna, mikil vinnu sem mikill ægi, mikil sérhæfing og uppbygging Kína, þó að Kína tók upp markaðshagkerfi. Eins og var þetta sem það nefna núna var sjálfsmynd Bandaríkjamanna, að þeir væru svo duglegir. Það voru mikil sérhæfing, þeir voru góðir í þessu. Við tökum okkur valla sumafrísöður. Og þessi hagvísti Kína, þessi svakalega mikla þó Kína sé svona single party government eins og Víetnam eitt flokkur. Þá einkageirinn mjög öflugur og þessi ábóðslega sérhæfing sem Kínar hafa farið í og þessi mikla magnframleiðsla sem þeir hafa farið í bara net sem nær alla Asíu. Svakalegt viðskiptanet sem nærum alla Asíu og þannig náður yfirburðum. Þeir bara geta framleitt eiginlega allar vöru, bara miklu ódýrari með ábóðslegri sérhæfingu og með gríðarlega miklu magni og þetta ekki kommunistaflokkurinn sem endilega skipulegur þetta. Hann skapar ákveðin ramma. Hann hefur náð að endurnýja afstöðu sína til efnahagsmála og ýmissa mála. Þú veist, þetta flokkur sem næra endurnýja hugmyndir sínar. Ég meina, republikaflokkurinn er því ekki. Ástandi í Bandaríkjunum dapurlegt í pólitík og við þurfum ekki að það alveg ljóst fyrir. En það var Deng Xiaoping sem 78 sem breytti ákvaða, hann var held að byrja nýræðisaldurinn, eða hvað það var áttur, hann var alveg gamall maður, það bara ákvaða hann að henda mistýringunni sem kom frá Sovjetríkjunum í Ruslið og taka upp markaðshagkerfi en tóku ekki upp vestrænt lýðræði en þó það þannig sem tökum Víetnam ef þú segir þessu ekki í lýðræðisríki þú varst nefna reyndi kvenna og annað þeir eru með öfluga kvenréttindasamtök og sem eru lýðræðisleg þeir eru með bændasamtök þeir eru með alls konar samtök það sem þeir kjósa á lýðræðislegan hátt en hins vegar bara eitt stjórnmálaflokkur sem stjórnar landinu en það ákveðið lýðræði í gangi og svo takar upp markaðshagkerfi kemíski kommunistaflokkurinn, hann getur endurskoðað afstöðu sína til ýmissa mála. Ég meina kommunistaflokkurinn í Víetnam núna með öðruvísi hugmyndur uppbyggingu Víetnam heldur var 1980 eða 1990. Þannig þetta ekki bara eitthvað ein lína sem er alltaf að því að það sé eitt flokkur. Flokkurinn næra að endurnýja sig. Já, ég meina hann náð að endurnýja sig. Það samt spurningi með Kína, þeir vera að fjárfesta mikið í innviðum og það hefur verið bent á það að sumt af þessum innviðum eru ekki á réttum stöðum og það er ekki að gera eitthvað mistök en allavega þeir hafa náð að halda uppi þessum gríðarlega mikla hagvexti 7% ári, það er eitthvað að hægja á honum, það er bara eðlilegt þegar þú kemst í hærri og hærri tekjur þá hægir á hagvexti nemandi sem kom með 7 eða 8 í einhvern, hann tvöfaldar sig ekki lengur, hann kemst ekki 8-9 þeir eru að verða hærri og hærri og mér skilst að til að komast í opinbert starfi í Kína og áhrifastöður í Kína þá þarf það að hafa mjög mikla menntun og mikið hæfi. Það eru gerðar mjög mikla kröfur. Þannig að myndi ekki komast til metorða í kínversku kommunistaflokkunum? Til þess að komast til metorða þá þarf mjög mikið hæfi. Það eru þungpróf og það eru gerðar mjög mikla kröfur og Kínverjar hafa alveg haft vit á því að nýta sér líka Vesturland, þeir hafa nýtt sér þegar Kínverjar byrja að framleiða ódýrt drasl, hvað þeir gerðu? Þeir hluti frá Vesturlöndum alls konar tæki og rifið til sundur og kópuruðu þetta og svo núna eru þeir komin í þá stöðu að þeir eru komin svo langt þeir eru komin svo langt í tækni þeir eru að finna þeir eru uppfinningar, þeir þurfa að gera þetta sjálfur og þá getur hægt á hagvexti en allavega þeim hefur gengið mjög vel og þetta er náttúrulega vinnuægi tekist þetta markaðshagkerfi og það er alveg ljóst að það er ekkert samband á milli lýðræðis og hagvaxtar
Það er ekkert samband svona milli, þannig að þó að þú sitt með lýðræði, þá þarf það ekkert að leiða til hagvastur. Og við tökum Evrópu, þá hefur hagvastur í Evrópu ekki alltaf verið jafn hárus í Bandaríkjunum, því við erum svona sósíal, við erum með velferðarkerfi og það eru öðruvísi áherslur. Svo þegar við erum að tala lýðræði, þá erum við ofta að tala svona það sem eru að kjósa milli flokka, en það er náttúrulega eitthvað svona lýðræðiskerfi inni í flokkunum, bæði í Víetnam og í Kína. Þetta er ekki ættarveldi. Nei, sko, við ætlum að verða móðga eða þú segir en þessu ekki með neitt lýðræði. Það er lýðræðir inn í flokknum. Já, þannig að þeir eru með það. Hins vegar náttúrulega eru þeir með eitt kommunistaflokk og ég veit ekki hvernig það mun þróast, en það mér finnst mjög hættulegt, sko, og það sem þú nefndir John Mersamir, það sem við bent á það, en prófessor í Chicago, að það sé mjög hættulegt fyrir Vesturlönd að ætla sér að flytja út okkar tegunda lýðræði til annarra landa og ætla að reyna að gera það með valdi og það er búið að reyna að gera það lengi og það er mjög hættulegt. Kasta bara miklar hörmungar yfir fjöldaríkja í Írak og Líbíu og Afganistan. Öll Miðausturlönd í klessu. Já, og líklega Úkraína í þeirri gildru núna. Já, sko, Úkraína var stríð sem aldrei átt að verða og Úkraína að verulegu leyti, ég má ekki segja það, ég segja það samt, að verulegu leyti Vesturlöndum að kenna. Það var vitað í apríl 2008 að Úkraína væri ekki á leið í NATO, þetta var allt blekking, það var logið að þeim og það var alls konar væntingar. Þetta er land sem hefur veikt stjórnkerfi, mjög fáa reynda stjórnmálamenn, hefur litla þekkingu á alþjóðasamskiptum, mikið spilling, þegar það var engin hagvöxtur eftir 30 ár og fara að koma svona einhverja beitu að þeir séu að fara í NATO þegar það var vitað að það var ekki hægt. Þetta er leitt til algjöra hörmunga. Og líka það, ég myndi segja það, að með reynsla sjálfur eins og Norður Kóreu að Úkraína láta af hendi kjarnorkuvopn, ég er ekki hrifinn af kjarnorkuvopnum, en að gera sér berskjalda gagnvart Rússlandi og líka það að fara inn í NATO þegar var ljóst að það átti ekkert að fara að gerast. Þetta er búið að leiða til eyðileggingar og maður sér ekki fyrir neitt enda á því og svo líka sér maður það sem að samskipti þeirra í utanríkismálum, ég við tölum það í síðasta þætti varðandi Mongóliu, þeir vildu bara Mongóliu að fara í stríð við Rússland og Kína út af ykkur gasleysu sem átt að fara í gegn. Þetta er algjörlega óraunsæjar hugmyndir og fáránlegar hugmyndir sem þeir eru með. Að lönd verða náttúrulega að gera sig grein fyrir í hvað umhverfið eru og Úkraína bara ekki það gæfu að gera það sem Víetnam hefur gert og svo Finnland gerði, að fara varlega í samskiptum við stórveldi og fikra sig áfram. Og svo líka það sem maður tekur eftir með Finnland þegar þeir voru að fara í getum taka Evrópusambandið, taka NATO og sérstaklega þeir tóku Evrópusambandið, að þeir gera þetta allt svona ánægst að tala mikið það. Þeir ekki með endalaus áróður. Hilma, nú 2024 en ég sá það, fór í svona dreifingu á Facebook held ég, svona mynd frá 1925 sem að sýndi sko Kína, Indland og Afríku sem svona risa sem að stóðu yfir og horfðu niður á tvo svona borgarlega klædda kalla sem að voru annars vegar tákmynd fyrir Bandaríkin og hins vegar gömlu nýlenduveldin. Það var svona hugmyndin 1925 eitthvað svona sér það fyrir sér að þetta verði framtíðina sem að Indland, Kína og Afríka munu rísa upp og þá náttúrulega þessi tök sem að Vesturveldin hafa haft á heiminum munu náttúrulega bara ekki halda, að vanta bara mannskap til þess og bara stærðar hluti til hljóti á endanum að verða þannig að þessi útkjálki Asíu sem Evrópa séð úr geimnum eða Bandaríkin að verði ekki sömu svona drottnandi fyrirbrigðin í heimsmálunum. Erum við ekki bara á tíma þar sem að þessi breyting að bara ganga yfir og þetta mun einkenna raunverulega samskipti þjóðanna bara næstu árin og áratugina? Jú, það líka alveg galin hugmynd að Bandaríkin með eitthvað 5% mannkyns eða Vesturlönd, það verður því ég líti á Vesturlönd ekki sem landfræðilegt, heldur það við myndum telja Norður-Ameríku, Evrópusambandið, Japan, Ástralíu, Suður Kóreu og svo framvegis að þessi lönd verði ráðandi í heiminum til frambúðar gjörsamlega fáránleg hugmynd og Kína þegar orðin þessi risi
sem engin leið að stjórna því ef við ætlum að drepa Kína þá drepum við sjálf okkur, við erum svo tengd Kína og háð Kína, allir heimurinn ef við drepum Kína þá drepum við sjálf okkur. Indland að vaksa, Indland mun fátækara verklandsfæslan mann en álíka fjölmennt, aðeins fjölmennir en Kína. Þetta verður risi og þeir eiga mikinn mannauð, mjög mikinn mannauð og þeir komin mikill hagvöxtur þar. Afríka, víða í Afríku, það eru eitthvað 50 lönd, sko. Það er margbrotið. En þar eru lönd sem eru líka rísa. Þannig að, sko, og þess vegna þetta BRICS-samynda, það er að segja, þessi 80% hópur sem að megninu til algjörlega hneykslaðar á Úkraínustríðinu og öllu því sem Vesturlönd hafa gert þar á ekki orðið í vitleysunna og lítur á okkur sem algjöra hræstnara og lítur á okkur sem vitleysingar í alþjóðasamskiptum stórhluta þessu fólki. Við sem bara vitleysingar og vorkenna okkur, við sem að gera alls konar mistök sem séu óþörf. Þetta að sameinast undir BRICS-hópnum og það er alveg óhjákvæmilegt, þú getur ekki, það er ekki sjálfbært að heiminin sem stjórnandi frambúðar af 5% eða 10% eða 15%. Það lítur að koma að því að þessi meirihluti að hann nær sér á strik og við vitum náttúrulega sko að Kína er orðið stærsta hagkerfi á jafnvægisgengi, Bandaríkin númer 2, Indland númer 3. Þannig að, og svo náttúrulega mörg Afríki minnis að rísa upp, þannig að ég held að það sé alveg rétt en það mér hvað lönd sem að berjast fyrir lýðræði í heiminum og líta á lýðræði sem leið til hagsaldar og velferðar fyrir mannkynið, hvernig á það má það vera að 80-84% heimsins sé undir 15% eða 10%. Það gengur ekki upp, það er ekki sjálfbært. Herru, Hilmar Þór, takk fyrir að koma hérna við Rauðaborðinu á leiðinni heim til Akureyrar. Takk fyrir. Herru, en ég sitt hérna áfram og við að reyna að skilja þetta samfélag og heiminn sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Það er næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Á komið í sælblössuð, velkomin í þingið. Það mæltist ágætlega hér fyrir viku þegar ég tók nokkuð ítalegt viðtal við Loga Einarsson, þingflokksformann Samfylkingarinnar. Ég er að hugsa að halda bara áfram núna að ræða við fleiri þingflokksformenn. Í dag Hanna Katrín Friðriksson, já Viðreisn, velkomin. Takk fyrir kærlega. Sko, þú gengur ekki alveg heil til skógar, þú ert með brjóskloss og þú hefur ekki verið inn á þingi núna síðustu daga. Bara hvernig heilsan sem að byrja bara á því? Þetta að skrifa saman, Já. Gengur ekki alveg nógu hratt finnst mér en Ég svo sem óþólum og manneskja eðlisfæri, þannig að svíður bóstalega að vera haldrandi og bundin innandyra í þessu dásanlega haustveðri sem við fengjum að njóta, talan ekki eftir þetta sumar, en þetta alltaf ganga. Ég er með væntingar að geta mætt í atið í næstu viku. Já. Þakkaði bara fyrir að leggja það á þig að koma hérna því að ég sé það á göngulegin að það er svona þú ert aðeins í land. Ég finn þér í sitt þannig og bara takk fyrir að bjóða mér aðeins að bjarga sálar heillinni. Ég satt mest að segja algjörlega að verða brjálu. Já, ég trúi því. Sko, þú ert þá bara eins og ég. Við fylgjumst núna með þarna úr fjarska, við erum ekki inn á Alþingi. Nei, ég finn ekki hjartsláttinn og titringin sem að ég gerir fastlega ráð fyrir og heyri að sé svona svolítið viðvanandi að hafi verið þessar fyrstu vikur. Já, sko það eru eiginlega læti í gangi og þetta Jason-mál er augljóslega ekki uppgert. Síðast var Páll Magnússon að skrifa ferslu í gærkvöldi þar sem að hann talar barnaskapinn og fólk átti sig ekki á því að þetta séu formenn stjórnarflokkana sem að standi að þessari ákvörðun, þessari vendingu. Þetta hafi ekkert með ákvörðun Guðrúnar Hafsteinsdóttur að gera, heldur bara Bjarni og þeir tveir og finnst þér þetta lýsa mikill taugaætlun, mikill panikk? Já, það gerir það náttúrulega og fyrsta lagi kannski það sem fyrst og fremst situr í manni er að þarna er langveikt barn sem á allt sitt og fjölskylda þessa barn sem á allt sitt undir ákvörðun stjórnvalda, ráðandi afla.
Þannig að þessi hringlandaháttur, hann náttúrulega óboðlegur. Alveg sama hvaða skoðun maður hefur á hvernig loka niðurstaðan hefði átt að vera. En það auðvitað ánægilegt sjálfu sér hvernig þetta endaði. Við getum vonandi aðstoða þau, þó svo að það líka áhugavert í þessu máli að móttökulandi hitt var Spánn en þar sem að þessi tegund fötlunar sem Yazan hefur haldin á að vera geta meðhöndluð vel. Þannig að það flækir máli svolítið líka hvernig aðstæður eru þar. En þetta ein hlið sögunar og auðvitað svo sem svíður. Þetta hinn mannlegi þáttur. Svo það stjórnsýslan. Sem að auðvitað skiptir mjög miklu máli og ég nú ekki búin að lesa þessa færslu minns gamla kollega á þinginu en ég tek alveg undir það að auðvitað það held ég réttu lestur, þetta eru formennirnir sem endanum ákveða þetta og það svolítið áhugavert að sjá svona hvernig óróleika öflin innan þessara ríkisstjórnar hafa hliðrast til við forsætisráðherraskiptin. Þannig að þess að eðli málsins vegna, svolítið eins og fyrirliði í íþróttaliði, þá það forsætisráðherrann sem að heldur saman ríkisstjórn, miðla málum og endanum svo sem sker úr ákveðna þætti. Að teknu tilliti til alls þess sem að borið á borð fyrir hann. Katrín Jakobsdóttir var mjög oft í því hlutverki, ekki síst varðaði ýmis mál sem komu upp og tengdust Sjálfstæðisflokknum og fekk nú aldeilis guðsutna fyrir það. Þannig að, og það má líka segja að órólega deildin hafi á þeim tíma þá verið innan Sjálfstæðisflokksins og alveg sannarlega látið í sér heyra. Að hún sé að færast yfir til VG. Akkurat. Nú Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, kominn einfaldlega í þetta hlutverk. Þurfa að hlusta ólík sjónarmið, taka á erfiðum málum sem koma upp og reyna að miðla þeim, koma síðan með Salomonsdóm og reyna að sigla þannig milli skess og báru til þess að halda þessu ríkisstjórnarsamstarfi, þessu höktandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram sinn. Spurningin bara hversu lengi annars vegar hann vill það og hversu lengi hann getur það. En þetta sé ég að segja, það hefur breyst svolítið og mér finnst ákveðin mál hafa komið upp undanfarið. Þetta sem að sýnir að svona hafa hlutirnir breyst og birtingamyndin síðan á endanum svo að áfram höldu við áfram staðan svo að þessi innbyrðis átök ríkisstjórnarflokkana eru birtingamynd stjórnmála í landinu en ekki það að það sé samstillt átak að létta heimilum og fyrirtækjum landsins róðurinn. Annars vegar í því erfiða efnahagsástandi sem ríkir og hins vegar í þeim miklu samfélagsbreytingum sem við erum að horfa upp á. Þannig að það það sem gerir þetta svo sorglegt. Samfélagið mallar í einhverju lága drifi. Við erum ekki að fá það út úr okkur og samfélaginu sem þyrfti að vera meðal annars vegna sundurlyndis ríkisstjórnarinnar og þetta enginn trúir því í rauninni í dag sem ég hitti að það hafi verið þjóðinni nauðsynlegt að þetta þriggja flokka ríkisstjórnar samstarf að það þyrfti að framlengjast þannig að það endi annarkvort í vor eða næsta haust. Það er bara staðan við einhvern veginn trúverðuleiki þessara ríkisstjórnar mjög veikur. Erindi þessara ríkisstjórnar mjög veikt. Já, ég meina, og mér finnst eiginlega fyrst og fremst að vera að erindið orðið svo veikt vegna þess að, sko, við tala kannski í stjórnunarfræðunum, þar sem bakgrunnum minn kannski liggur í viðskiptum, að það eitt stefnumótun og hitt síðan innleiðingsstefnu. Og flestir fræðingar eru á því máli að það innleiðingin sem skiptir máli. Og við erum með ríkisstjórn sem getur ekki unnið samstillt að því að ýta einhverjum málum úr vör. Það eru einstakar ráðherrar með einhver mál sem þeir kynna og síðan eru einhver hrossakaup innan ríkisstjórnar sem ráðaði hvað verður ofan á en ekki þannig að þau saminust einhver mál og ýti því áfram af því þau eru sammála að það sé best fyrir þjóðina, það sé best fyrir heimili landsins, það sé best fyrir atvinnulífið og fái síðan aðra með sér. Þú veist, þetta alltaf einhvern veginn sá sem frekastur og sterkastur í einhverju ríkisstjórnarsamstarfi, kemur sínum málum áfram
og svo einhver annars sem þessna gengur á skjön, en verst þykir mér núna þegar staðan bara þannig að það eru bara fjölmörg heimili og fyrirtæki einhvern veginn að bara reyna einhvern veginn að lifa frá mánuði til mánuðar. Og þetta farið að ganga mjög illa og það orðið svona, ég segi nú alls ekki vonleysi, ég ætla sannarlega ekki að ganga svo lágt, en það orðið þreyta, sko segja það er orðið gríðarlega þreyta. Og þá þá svo vont að mesta þreytan sé þeim sem að leiða. Já. Það er bara svo vont, það er svo vont skilaboð og það er svo vont að þetta sé sterkasta birtingamyndin í pólitíkinni. Raunverulega, mín einhvern veginn draumsýn að stjórnmálamenn og stjórnmál sjáist sem minnst. Þeirra verkefni að láta hlutina ganga. Svo stíða þau auðvitað fram með einhver skilaboð þegar þarf, en þetta bara, hlutirnir eiga bara að ganga eins og velsmurt kerfi, það óskastaðan, en ekki þannig að einhvern veginn, þú veist, þetta er bara orðið svo drefleiðinlegt. Já, mér dettur ég hug sko eitt hlutverk stjórnvalda á hamfara tímum. Það eru sko ákveðnar efnahagslegar hamfarir hjá bara mörgum einstaklingum og fjölskyldum út af vaxtastig Seðlabankans og því hvernig eignir brenna upp og í þessum brjálæðislegu vöxtum og sko eitt hlutverk stjórnmálamanna gæti verið að taka utan sína þjóð. Hughreysta hana, biðjast afsökunar á því að ástandi sé eins og það tala fólk út úr vandanum, segja við vonumst til þess að þessu linni, en það mikilvæga hlutverk góðra stjórnmálamanna, við höfum ekki séð mikið til þess núna undanfarið. Nei, og ég ætla ekki að sko ég velkist ekki neinu vafa það að þeir stjórnmálarnir sem við nú eru starfandi, þeir vilja vel. Það vilja allir að Íslands samfélag gangi vel. Ég held við höfum flest öll sömu sýnin á það, við okkur greinir á markmiðir, okkur greinir á leiðirnar að því markmiði, stundum það mikill ágreiningur, okkur greinir á það hvort áherslan eigi að vera eingöngu á hluti til skemmri tíma eða til lengri tíma eins og og síðan það sem við Viðreisn trúum á, það sé að gera hvorutveggja. Ég sakna þeirrar sýnar í pólitík að þú getur verið að kljást við áskoranir samtímas og sama tíma og segir svo ætlum við að fara þangað til lengri tíma. En það einhvern veginn þannig að orkan fer bara einhvern veginn í þessi innbyrðis átök og kýtingar og það er það sem að við erum endalaust að sjá boðið upp á þetta í fjölmiðlum inn á þingið og nú veit ég þetta við erum að takast á það er ekki það sem ég meina, ég er ekki að tala um hugmyndafræðilega ágreining, hann meira segja fellir í skuggan fyrir þessum innbyrðis átökum og ég er alveg sammálaður í því að það er ekki nokkur maður sem trúi því og ég held að það sé nái inn í raði stjórnarflokkana að þetta stjórnarsamstarf sem áframhaldandi stjórnarsamstarf eftir kosningarnar 21 hafi verið annað en vilji forystu manna flokkana til þess að sitja áfram í stólunum. Og til þess að svo mætti vera þá var meira segja ákveðnum verkefnum sem verið hafði ágreiningur á fyrra kjörtímabili bara hent eins og miðhálendisþjóðgarði eða sameiningu sveitarfélaga eða hvað nú sko. Þannig að menn tóku bara stóru málun út af þau mál og heldur svo áfram að láta hlutina malla og vonuðu það besta og það var bara ekki, mönnum varði ekki á ósk sinni bara. En þú segir eflaust réttilega að fólk vilji allt þið besta í stjórnmálum, burtséð frá því hvaða flokki það en þið hafi nú samt sko reynt að aðgreina ykkur og eruð með því náttúrulega að deila á suma valdaflokka hér á landi með því að leggja áherslu á það að þið hafið almannahagsmuni að leiðarljósi og þá það að segja að aðrir flokkar hafi haft of mikið af sérhagsmunum að leiðarljósi og ég held að það sem náttúrulega þurfum nú ekki að fara mjög langt til þess að við áttum okkur á því að stundum nú kannski svolítið stutt á milli sérhagsmuna og íslenskra stjórnmála. En þið eruð mörg ykkar eru fyrrum sjálfstæðis fólk í Viðreisn. Þið viljið gangi í ESB. Þið eruð sá armur að hluta sem vill Evrópusamstarf
og á sama tíma og það svona eitt af hryggjarstykkjunum í ykkur sú stefna, þá sáuðu þarna systurflokkin, ef maður getur sagt sem svo í þessari ástöðu, pakka svolítið því stefnumáli niður. Þá ég að tala Kristrúnu Frostadóttur, Samfylkinguna. Er umræðan ESB svolítið landlaus sem stendur, sko? Nei, hún er sannlega ekki landlaus. Hún á heimili hjá okkur í Viðreisn og hjá ákveðnum hreyfing. Evrópurhreyfingin er mjög öflug samtök, nokkura ára gömul, þar sem fólk sannlega ekki bara úr Viðreisn, heldur úr öllu litrófi stjórnmálana, myndi ég segja, og síðan auðvitað bara alls konar fólk sem að ekki tengi sinni einu stjórnmálaflokki, sem náttúrulega hryggjarstykki ekki í íslensku samfélagi, gleymist stundum, En já, við erum eini flokkurinn sem talar mjög ákveðið fyrir því að íslensk þjóð á að fá að greiða atkvæði það hvort að haldi skuli áfram vera inngöngu í Evrópusambandið og síðan að þeim loknum, þegar fyrir liggur niðurstaða sé að það sé bara farið í þetta ferli. Og það tengist því, sem ég var að nefna áðan, að stjórnmálamenn þurfa að hafa sín bæði til lengri og skemmri tíma. Þetta lengri tíma sín okkar að almannahagsmunum, að hagsmunum heimila landsins og atvinnulífsins best borgið með því að taka upp annan gjaldmiðil sem veldur ekki þessum gríðarlegu sveiflum og ganga til liðs við nágranna okkar og vini í Evrópu. Og svo trú mín hefur styrst frekar en annað í að þeim óralega tíma sem við lifum. Þetta snýst ekki bara pjúra hagfræði. En við vitum líka að þetta tekur ákveðin tíma. Við gerum reyndar, tökum nú ekki undir það að þetta sé einhverjar áratugir sem einhver áhrif af slíku jákvæða áhrif myndu koma, vegna sem leið ákvörðunin tekin, þá fer efnahagsstjórnin að taka mark af því. En ég held svo að það einn af göllunum svolítið við stjórnmálin að hvað okkur vex í augum þessi framtíð, vegna þess að þetta söngurinn, Viðreisn rífilega 8 ára gamall flokkur, stjórnmálflokkur, þó svo kallaður hugmyndafræðilegur bakgrunni sé nokkrum árum eldri. En þegar við komum fram á sjónarsviði í kosningunum 2016 og síðan aftur í kosningunum 2017 og aftur í kosningunum 2021, þá var hlegið að okkur í kappræðum, í kosningabaráttunni fyrir það að vera alltaf með augun á þessari framtíð. Þú veist, það þótti bara fyndið. Hvað að ykkur? Við erum í núinu, sko. Framtíðin sem var 2016 hinn harði veruleiki sem fyrirtæki og heimilin landsins kljást við í dag. Þú veist, þetta ekki lengri í burtu. En enga síður, þá Viðreisn, við höfum bara talað fyrir því að við þurfum ákveðnar lagfæringar í dag. Það þarf að auðvitað horfa á heimilin í dag og til lengri tíma. Við vorum líka í framtíðinni þegar við tölum það í fjárlagaumræðinu 2018 og 2019 að ríkið þyrfti að sýna aðhald, hugsa til mögru árana því það var mikill uppgangur. Við studdum COVID-aðgerðir, það að segja ríkisstjórnarinnar með því að veita fjárhagslega aðstoð til heimila, til fyrirtækja, til að halda hjólunum gangandi. Við vörum við því að þau dróðu ekkert saman seglin eins og nágrannar þjóðir okkar í Evrópu þegar COVID-tímanum lauk, heldur veittu fjármagninu að miklu leyti til lánsfjármagni ríkissjóðs í ýmislegt annað. Verðbólgu hvetjandi þá. Akkúrat. Þannig að það heldur ekki sanngjarnt að segja að við séum bara að líta til framtíðar. Við erum sannarlega því. En þetta það sem við höfum verið að tala stanslaust. Við styðjum allar aðgerðir núna til að aðstoða heiminn í núinu við þessa erfiðu aðstæður. Hvort sem það eru vaxtabætur eða aðrar barnabætur eða annað, að bæti í það. Þannig að fyrirtækið það verður að létta heimilunum róðurinn. Við erum á móti því að ríkisstjórnin ætlar að láta þetta úrræði sem þýðir skattfrjáls úttekt séreignarsparnaðar inn á höfust og húsnæðislána renna út áramótin. Það ekki tímabært. Heimilin eru ennþá að bara reyna að halda höfðinu fyrir ofan yfirborðið. Og ég bara vona að þetta hafi verið, ég trú ekki þegar ég heyri fjármálaráðherra að tala að þetta nýtist best sterk efnuðu eignafólki. Þakið á þessu úrræði. Það nú líka bara í þínu DNA að það sé háverðbólga. Nei, nákvæmlega. En bara svo því sem til að haga haldið að
þakið á þessu úrræði með skattfrelsið það í einhverjum tæpum 700.000 krónar tekjum fyrir einstakling sem töluvert undir meðaltekjum. Þetta nú sterkefnið einstaklingarnir. Þannig að þetta ekki, og talandi DNA, sko, ég held samt, sko, það náttúrulega hægt að gera grína þessu, en ég held samt að þessi frekar, sko, maður á frekar að hugsa að þetta sorglegt, að þetta eiginlega ákveðið sannleikskorn í þessu hjá honum. Íslendingar hafa búið við þetta svo lengi. Það að sorglega við þetta. Ég upplifði samt að þetta væri svolítið skortur og það sem maður geti sagt bara tilfinningagreind að sko bara öll þau heimili sem eru blóðug núna, bara blóðið rennur niður veggina út af þessum, þau heimili sem skulda, bara barnafjölskyldur sem skulda og héldu að þau getu eignast húsnæði sem eitthvað sem að engu ungu fólki dettur í hug í dag núna að þau getu eignast. Það engin leið fyrir ungt fólk að sjá fyrir sér húsnæði á höfuðborgarsvæðinu nema að þau eigi sterkríka foreldra. Bara ekki nokkur leið. Og þau sem voru svo vitlaus að halda að húsnæði væri fyrir þau eru náttúrulega í bara mjög miklu vanda og mér fannst sko að þessi ummæli fjármálaráðherra formanns Framsóknarflokksins sko, þetta bara aðeins svo kaldranalegt. Þetta er það sem ég að segja. Þú þarft að sem stjórnmálaforingi þarft að taka utan um þína þjóð á þessum erfiðu tímum. Við upplifum þetta endurtekið núna af því að stjórnmálaelítan hefur það bara sjálf helviti gott. Þá hún bara gjörsamlega, hún ekki lengur tengd við almenning í landinu. Vinstri armurinn inn á þingi, hann svona frekar slappur, finnst okkur flestum. Verkalýðshreyfingin ekki lengur þarna með málsvara og svona. Þannig að okkur finnst þetta pínlítið vera tveir heimar, tveir þjóðir. Svo annað sko, að af því að ég var að tala um að svona ykkar eitt helsta slagorð ykkar með að þið séu fyrir almannahagsmuni en ekki sérhagsmuni. Að sko ESB að dúkka upp hjá núna fyrrum andstæðingum Evrópusambandsins vegna þess að þeir segja að sko ég vil þá bara frekar frá Evrópusambandsspillinguna heldur en þessa íslensku innmúruðu spillingu sem að gerir bara sem að hyglir bara þeim sem eiga en skítsama þá sem skulda og þá sem ekki eiga og það áhugavert sko að maður finnur fyrir því að þarna út í samfélaginu, ég fenn býsna við það margir sem gefa sig á tal við mig ókunnugt fólk, biðja mig að setja eitthvað á dagskrá, ertu ekki til í að gera búti þátt þetta, tala við þennan, bara þeir fyrir heitabótin eitthvað sluðis og núna finnst mér mjög mikill ESB áhugi þarna bara í sundlögum landsins en bara út frá því að við erum náttúrulega með þessa hræðilegu vexti, við erum með, að margir segja verstu efnahagsstjórnun alheims og við erum með ástand sem að mörgum finnst ólíðandi en á sama tíma það er bara langt síðan ég hef heyrt jafn litla umræðu með ESB á meðal stjórnmálamanna. Já, og það er náttúrulega mjög miður og ég held að við gerum okkar besta í því að halda inn á lofti og við finnum alveg fyrir því að meðal stjórnmálaflokka eða stjórnmálamanna þar sem mjög mikil áhuga að þagga niður allu umræðu Evrópusambandið þá svona verið að einhvern veginn að ekki hvað orðalag ég á að nota en upp á alls svona mantrað þeirra stjórnmálamanna Viðreisn að við séum einsmálsflokkur og það á einhvern veginn ég upplýði það sem tilraun til að hræða okkur frá því að ræða þetta og svo satt sjáu hvað samfylkingunni gekk vel leið hún hættar að Evrópusambandið þá rauk hún upp. Það heyri ég líka oft. Já, við erum ekki hendi stefnuflokkur Viðreisn, við ætlum að halda okkur við okkar stefnumál og verkefni okkar líka sýna að það að við höfum sett þetta mál á dagskrá að því við trúum því að það sé best fyrir almannahagsmuni til lengri tíma litið þá erum við líka flokkur sem höfum eins og ég var að reyna að rekja hérna áðan sett önnur mál mjög stíft á dagskrá taka eitt lítið dæmi við erum að horfa núna upp á samfélag sem ég ætla ekki að segja broti því ég myndi aldrei segja að Íslands samfélag sé broti en við höfum bognað undanförnum vegna margra alveg ótrúlega sorglegra mála sem hafa komið upp. Slík mál hafa því miður og kannski bara til það því að búið í samfélagi fólks
komið upp öðru sinni en þetta orðið svo ört, þetta hefur gerst svo mikið að fólk orðið skelkað eiginlega. Þetta bara Viðreisn flokkurinn sem fyrir nokkrum árum og meðan við vorum í stjórnarandstöðu náðu samstöðu með allra flokka að sálfræði aðstóð sálfræði þjónusta væri sett inn í greiðslukerfi heilbrigðisþjónustuna þar sem það væri niðurgreitt líkt og öll önnur heilbrigðisþjónusta. Það hafði ekki verið þannig og maður sett í sama flokk og tannlæknaþjónusta. Þannig bara þeir sem höfðu raunverulega efni á þessu fengu þessa þjónustu. Þetta var samþykkt. Síðan tók við barningur að fá þetta fjármagnað. Við höfum reiknað út hvað þetta kostaði og þetta kostar, en það kostar líka að hafa samfélagsárum. Sérstaklega unga fólki okkar. Þetta er stéttajöfnunartæki. Þetta er það. Þetta hefur verið, það hefur tekið mjög langan tíma að setja fjármuninn í þetta. Þetta er langt frá þau að vera full fjármagna og við höfum hamast í þessu endalaust og þetta er bara eitt af mörgum dæmum sem sýna að það er svo langur vegur frá því að Viðreisn, frjálslyndur, miðhægri flokkur sé bara ESB-flokkur. Við erum ESB-flokkur en við erum líka svo margt annað. Og það er það mikilvæga í þessu að við erum flokkurinn sem horfir bæði til lengri og skemmri tíma og af því að þú sagðir áðan að það væru sífellt fleiri eða margir að koma að máli við og talandi þetta ég held að eitt af því sem situr í fólki er að það er svo stutt frá 2008 til 10 svo stutt frá hruninu að fólk sem upplifði það á meðan það var með ung börn byggja allt upp jafnvel fyrstu íbúð og allt hrundi það er ekki komið fyrir það er ennþá út á sjó sko. Það er aftur að fá ágjöfina á sig þannig að þetta er orðið á stutt á milli. Já og sko það er líka sko hvernig hinnir stóru og sterku og ríku sko hafa það alltaf í rauninni betra og betra og nýta sér sko ógæfu efnahagsmála. Það er þetta tvöfalda bókhald með hvernig sumir geta gert upp í evrum notið ábatans góðum kerfum alltaf. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi mismunum sko. Þetta er það og svo er einhvern veginn núna, ég meina við vitum það að sveiflan er þannig að þegar hún er búin að ná toppi þá fer þetta að lækka. Verðbólgan mun fara niður hér ef ekki á næstu mánuðum þá á þessu ári og vextir munu fara niður og hættan, ég ætla að segja hættan er að fólk gleymi því að það sem fer niður næ líka botni og þá fer þetta upp aftur það eru hagsveiflur allstaðar en þessi gjaldmiðill okkar gerir að verkjum að hann ýkir hagsveifluna fyrir utan það þau tæki sem við notum til að berjast við hana verðtryggingin og annað og svo vextirnir. Þetta er fólki of þungt. Þetta er óþægilega þungt fyrir þorra almennings og fyrirtækja. Ég heyrði slúðursögu daginn. Láttu vaða. Já, ég læt vaða sko. Þú reyndar í veikindafríinu. Þú í veikindafríinu heima getur náttúrulega borið viðbýtu. Ég veit ekkert það. Ég er ekki nefnir þín gesta hana. Nei, þetta var nú bara stutt slúðursaga. Þetta var bara saga að það hefði sést til Þorgerðar Katrínar þíns formanns og Kristrúnar Frostadóttur á, ég held að það hefði verið veitingastaður eða eitthvað svoleiðis eða hvort það voru að drekka kaffi saman og sjálfsögðu er hringt í blaðamenn og fréttamenn og sjónvarpsmenn og dagskrárgerðarmenn og sagt þær eru örugglega plotta næstu ríkisstjórn. Það væri bara frábært, ég hef ekki heyrt þessu sögu. Þú hefur ekki heyrt þessu sögu? Nei, en við fáum okkur kaffi þvert á flokka og eitthvað hafa þær verið að tala. Ég meina það er alveg rétt. Þú mér var svolítið gaman að því áðan hvað þú fórst sko, ég held að það hafi allir verið punktur á milli þegar þú segir Viðreisn er klofin út úr Sjálfstæðisflokknum og er systurflokkur Samfylkingar. Það er sennilega bara mjög kjartgóð lýsing. En allavega þá er það alveg ljóst að það eru margir strengir þarna og ég er líka alveg samfærið það að Samfylkingin hefur ekki lagt Evrópusambandi á hilluna þó að það sé einhvern veginn komið í rassvasan akkurat núna. Það eru margir þar innandira sem að sjá þetta sem réttu leiðina áfram. En það er rétt, ég hef ekki verið niður á þingi, ég gerir mig vonum að komast í næstu viku en
auðvitað fólk að tala saman og það náttúrulega bara búið að gefa mjög sterklega út, ekki það að það hefði endilega þurft, ég held við lesum það öll, en það líka búið að segja bóstalega að þetta ríkisstjórnarsamstarf, þó það næri meirihluta sem að vísbendingar eru nú að gera ekki, þá það ekki að fara að halda áfram. Nei. Og það þýðir auðvitað að það eru allir að tala saman og það sem er... Það eru allir að tala við alla nú þegar. Já, ég segi þá, en það er líka eitt sem hefur einkennt þetta kjörtímabil, allavega út frá minni reynslu sem svo sem ekki löng í pólitíkinni, að í staðin fyrir að hugsa bara og vita, nema eitthvað meiri háttar gerist, meiri háttar, þá eru kosningar þarna. Núna hefur maður einhvern veginn næstu því 4 ára og að hugsa að það getur verið kosningar eftir 6 vikur og það gerir að verkum að það allir einhvern veginn hafa allir verið mjög á tánum og stjórnarflokkar og stjórnarandstöðuflokkar sko. Þannig að auðvitað allir að tala saman núna. Sko einsviðsmynd er rædd, það er þið og Samfylkingin segjum að þið fáið, þú þér sannlega ánað með 10-11%. Það væri meira en aðrir frjálslyndu flokkar í Evrópu að fá þess staðana, þannig að já. Samfylkingin, hún gæti fengið 25, ég varst nú að þau verði hærri en það. En þeir eru þá komið saman með 36 og svo er nú ýmislega sem bendir til þess að alltaf miðflokkurinn gæti verið, þið gæti búið til 3 flokka ríkisstjórn með miðflokknum. Kemur það til greina? Það er mjög sérstök samsetning, en ég held að ég veit að þetta hljómar þessi að ganga óbundin til kosninga en það þýðir auðvitað bara það sem það þýðir. Maður þarf að sjá að því þessar tölu sem þú nefnir, það eru líka endurspegluð þetta bara vilja kjósenda og síðan sko, ég held að ég geti fullyrt að svo lengi sem ég hef eitthvað með að segja, þá myndi þetta allavega vera þannig að stjórnarsáttmáli þeirra ríkisstjórnar sem Viðreisn mun eiga aðild að mun vera skýr. Það mun vera minna blaður og það mun vera skýr skilaboð hvað þessir flokkar sem hafa komið sér saman að vinna saman, hverju þeir ætli sér að ná fram. Og síðan myndi hver flokkur að minnstakosti Viðreisn fara í sitt bakland og útskýra við náðum þess og þessu og við töldum það mikilvægara að þó við þurftum, skilur þú veist, bara þar maður sé heiðalegu við kjósendur en fel ekki einhverju tugblasina plaggi einhverju hluti. Ég held að það sé það sem að skapar óánægju hjá kjósendur þegar þeirra flokkur endir í einhverju stjórnarsamstarfi. En aftur að þessari spurningu, ég get bara ekki svarað henni, það liggur alveg fyrir að út frá mörgum hugmyndafræðilegum þáttum eru við og Samfylking nálægt hvort öðru. Ég átta mig ekki ennþá á í hvaða leið Kristrún er að taka, í hvaða átt Kristrún er að taka flokkinn til dæmis efnahagsmálum, það verður bara komið í ljós. Að mörgu leyti er Viðreisn ekki fjarri miðflokknum, þeir hafa til dæmis verið nálægt okkur undanfarin ár þegar við erum að tala að það þurfa að nýta fjármuni ríkisins betur og markvissar. Í öðrum málum er himinn og haf á milli okkar. Þannig að ég held ekki að þetta sé allavega það fyrsta sem fólki dytti í hug. Nei, en með því að við sjáum sko þessar fyrrum risavöxnu stofnanir í íslensku þjóðlífi eins og Sjálfstæðisflokkinn sem að gat gengið nánast að vísu 40, 50, 60% atkvæðamagni í borgarstjórnarkosningum og svona, að með því að við sjáum þau mælast með 13-14% núna sem er ótrúlega tala og með því að við sjáum svona ýmsar aðrar sviptingar þá áttu við náttúrulega okkur öll á því að verkefnið að mynda nýja ríkisstjórn það sumpart snúnar. Þetta var einfaldara þegar þú varst með helmingaskipta flokkana, bara gömlu valdaflokkana, Framsókn og Sjálfstæðisflokkin og sko ef við lítum á ráðandi stjórnmálamenn sem framkvæmdastjóra þjóðfélags þá var einfaldara áður að vera bara formaður Sjálfstæðisflokksins og formaður Framsóknarflokksins og þeir voru bara með þetta gigg heldur en í dag. Sko 3 flokkar er líklegt, er það ekki? Sýnist þér það ekki? Jú, 3-4 sko. Og 4 vel mögulegt. Já, og það getur vel verið en sko og þetta er nefnilega svolítið áhugavert
af því það getur vel verið síðan að atkvæðin dreifist þannig að það að ná að mynda til með þryggjaflokkastjórn þurfi kalli á mikla svona hugmyndafræðilega eftirgjöf eða Salamons dóma sko af hálfu ákveðna flokka meiri kannski en 4 flokkastjórn myndi þýða en það bara ekkert einfalt endilega að halda 4 flokkastjórn saman. Það flóknara sko þannig að þetta getur nefnilega orðið ansi áhugavert. Ég held að ég vona það að áherslur flokkana verði á efnahagsmálin að þau verði ofan að það verði að koma ykkur á lausnir. Núverandi ríkisstjórn ráðþrotaðar, þau eru bara að bíða eftir að það sem á leiðinu upp fari að fara niður. Það bara bið. Þannig að við þurfum að koma okkur út á því. En það alveg rétt, þetta verður mjög áhugavert. Ég held reyndar að skoðanakannanir núna eru svona að einhverju leyti til ámenning til ákveðna flokkum að það sé óánægja með þá, en það ekki víst að það skilir sig síðan í kjörkassanum, þannig að þetta gæti alveg jafnast einhvern veginn út sko. Svo þannig líka eitt sem við búum við og það þetta óþolandi misvægi atkvæða. Það líka það, ég meina flokkar sem eru sterkari á þéttbýlissvæðunum, þeirra kjósendur ekki með verðmæt atkvæði í núverandi kosningalöggjöf. Nei. Og það náttúrulega ekki reiknað. Margt búið að gera athugasemdir við þetta. Já, heldur betur. Heldur betur. Það hefur bara þannig háttað til að það hafi yfirleitt verið flokkar sem hagnast að þessi kerfi sem hafi verið við stjórnvölinn. Jú, það nú þannig. En sko þú ert þingflokksformaður og Logi var hérna hjá mér fyrir viku og ég ætla alltaf að varum að ræða ykkur þingflokksformennina. Í hverju svona, ef þú útskýrir það nú bara fyrir okkur, hvert þitt helsta verkefni? Hvað gera þingflokksformenn sem aðrir gera ekki? Þingflokksformenn hinn formlega, sjáum hinn formlegu samskipti á milli þingflokka inn á þingi. Það felur í sig formlega fundi með forseta Alþingis sem eiga sér stað á mánudagsmótnum fyrir þingvikuna, þar sem farið yfir helstu verkefni vikunar og þingflokksformenn einstaka flokka bera skila frá sínum þingmönnum eitthvað sem að uppi, eitthvað sem betur mætti fara, eitthvað umhverfturinn eða einhver áherslatriði eða minna á eitthvað eða hvaða sem það nú Þess að fundi situr líka skrifstofustjóri Alþingis, Ragnar. Þannig og aðri starfsmenn. Þannig að það hinn formlega hlið, þessi samskipti og þau eru mest náttúrulega í upphafi þingvetrar og síðan fyrir lokin, fyrir jólahlé og svo fyrir sumarhlé. Þá bókstaflega verið að semja þinglok og fara yfir þau mál sem eftir að afgreiða og þingflokksformenn stjórnarflokkana koma með einhvern lista og við ræðum saman og þetta svona þetta reyndar alveg heilmikil vinna. Maður miklar tarnir þingflokksformanna á þessum tímum. Síðan eru auðvitað þingflokksformenn líka halda utan eigin þingflokk, skipa þingmönnum í samræði við formenn niður í nefndir, fastanefndir þingsins og halda svona utan verkefni. Fara allt niður í það að skipuleggja hverjir fara upp í hvaða ræður í hvaða málaflokkum og svo framvegis. Við njótuðu þessi í Viðreisn að vera með sterkan hóp, þannig að ég hef nú ekki þurft að beinlínist að hlutast mikið til það. Við erum treystum okkur í hvað sem en þetta þetta svolítið verkefnin, þannig að þetta getur tekið býsna mikil tíma og ég hef verið þingflokksformaður frá því ég kemur á þing, satt með fyrsta fund og hafði ekki hugmyndum í hverju verkefni snerist en svo sem vanur stjórnandi á atvinnulífinu, en ég fekk gott ráð frá vinkonu minni sem þá var farin af þingi og hafði verið þingflokksformaður sem sagði umfram allt mátti ekki gleyma að vera sjálf þingmaður. Og mátti ekki vera svo upptekinn að við annars vegar að halda öllu gangandi á milli þingflokkana svo þingið, þetta virki þingstörfin og síðan hins vegar að halda öllu gangandi inn í þínum eigin þingflokki að þú gleymir að þú ert þarna líka sko og ég verði alveg að viðurkenna það hafa alveg komið stundir sem ég hef gleymt því. En þá dúkkar þessi varúðarorð alltaf upp í frá Röggur Ríkars upp í huganum. Ekki gleymast þér. Heyrðu Hanna Katrín, það búið að vera gaman að spjalla við þig en svona rétt í lokin, sko, eru þið öll með
pólitíska ferðartösku bara í forstofunni núna hérna í þeim skilningi sko að líður þér eins og að þessi stjórn gæti bara liða eftir sundur hvenær sem Þú varst að segja áðan að nú þegar væri í rauninni allir farinir að tala við alla. Já, akkurat. Sko ég held, og ég get ekki svarað þessu öðruvísi, en ég held að sé fullu vilji hjá formönnum flokkana 3 að klára veturinn. Og ég merki það er alls konar ástæði fyrir því. Það er náttúrulega þannig að flokkarnir standa allir illa í skoðanakönnunum. Ef einn þeirra var að leiðinu upp þá væri kannski staðan öðruvísi. En ég held líka, ég meina ég vona að við séum að horfa fram á einhverja slökun í vöxtum, ef ekki við næstu vaxta ákvörðun þá það næstu. Það er allt að kólna, það er mikið og svona vaxta ákvarðanir koma fram það seint að ég sé ekki annað inn í myndinni að maður horfir á hagtölurnar. Og þá vonandi eru þau hjól farin að snúast og auðvitað vill ríkisstjórnin sitja það lengi að hún getur sagt við erum búin að redda þessu fyrir kosningar. En svo geta auðvitað komið upp mál, ég held, svo, það er það sem ég held. Síðan hitt, að flesta ríkisstjórnir springa á einhverju ófyrirsöðu. Og það getur bara mjög auðveldlega gerst. Þannig að, jú, þetta er svolítið góð líking. Ég fara ekki heim og pakki bara. En okkur líður svolítið eins og það hafi sko legið nálægt í Jassan-málinu sko, nema það hafi bara verið aðvörun og hérna, en mér líður eins og maður er búin að vera lengi í þessum bransa, 4 áratugir síðan ég byrjaði að fjalla eitthvað pólitík. Mér líður eins og það sé eitthvað ósagt í þessu máli. Mannúðin var stórkostleg og frábært og gott að það var hægt að bjarga lífi þessa drengs, en það er ekki bara manngæska, það er einhver pólitík hann að bakvið og hérna mögulega var verið að senda bara einhver skilaboð en er ekki einfalt að sjá það fyrir sér að vinstri grænir myndu njóta þess helst að láta sprengja á einhverju svona prinsipmáli umfram hina flokkana. Já, sko, í aðra röndir er alveg hægt að segja það. En svo hins vegar er hægt að benda á reynsluna hjá Bjartri framtíð, að því þegar upp í staðið, þá vill flest fólk, og við mögulega sem lifum og hræðum í pólitík, hvort sem það er beinlis sem kjörum fulltrúi eða hérna, fjölmiðlamaður sem hefur hræst í þessum bransa lengi og að við kannski ofmetum hversu involverað fólk almennt er í pólitík. Ég held nefnilega að sé ekki eins og við höldum. Það vill bara láta hlutina virka. En svo náttúrulega höfum við ekki í langa tíma verið með slaka ríkisstjórn, þannig að það kemur inn í myndina líka sko. Þú veist, það er allt upp í loft sko. Þannig að hérna, en ég held kannski, ég tek undir þetta með þér að það liggur eitthvað í loftinu. Já. Og þetta er ekkert sem maður er að búa til, við erum með mælingar sem sýna það að traustið á þessari ríkisstjórn er afskaplega lítið. Og stemningin er engin og það eru margar vikur síðan ég hitti einhvern mann, hvort sem það er framsóknarmaður, sjálfstæðismaður eða vafkimaður sem er bara ánægður með ríkisstjórnina. Ég er bara, ég held að við þurfum að fara einhver ára aftur í tíma. Þetta er rosalega vont, af því það er líka þannig og auðvitað heyrir fólk sem er í framlínunni, auðvitað heyraði þetta bara aðeins stanslaust, ég þekki það sjálf, þú veist, það er engin friður sko, þannig og þá verða menn bara með allan heiminn á herðunum og þetta eru fólki sem er á að vera lyfta upp sko og leiða fólki áfram á mjög erfiðum tímum og það sem eins og við vorum að tala um í upphafi sko, þetta er bara svo vond ásýnd á ríkisstjórninni. Svo vond ásýnd sko, þannig en það er hellingum framundan og ég meina það eru mál og mér langar líka að vera bjartsýn og ég vona að við náum samstöðu þinginu einhver framfara mál og hérna, þú veist, það er samgönguáætlun sem eru óunnin frá því að þau réð ekki við það í haust og það er bara samgöngu úrbætur víða land sem bíða og fólk eru í uppnámi því það er náttúrulega ekki hægt að byrja útboð fyrir að þetta er klárað. Þannig að vonandi kláruðu það hratt og öruglega og það er orkumálin og guð með góðu biðlistarnir í heilbrigðis- og velferðarmálum við verðum að fara... Menntamálin. Það vantar ekki verkefni. Það vantar ekki verkefni. Það er nákvæmlega málið. Og það er ekki gengið þau á meðan menn eru að kýta og kljást innbæris. Það eru bara skilabóðin. Heyrðu, við höfum það loka orðin, Hanna Kristín Friðriksson. Kæra þakkir, þingflokksformaður Viðreisnar og þingmaður. Takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að bjóða mig. Hér í þingið og
Já, ég haldi þessu bara áfram. Einhver svona riflildi 3-4 þingmanna sem að minni stundum á Morfís-keppni. Ég ekkert vissum að náist endilega meira út úr því heldur en því að vera svona maður og mann, en við sjáumst aftur í þinginu eftir viku. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, leikhúsveturinn byrjaður og við ætlum að hafa það með sama hættu við höfðum hér í fyrravetur, að þá var ég sendur í leikhús og svo fékk ég aðstandendu sýninga til að koma og ræða við mig hér við Rauðaborðið, og á föstudaginn síðasta þá fór ég í kassan í Þjóðleikhúsinu og sá leikritið Taktu flugið, baby, og hér eru aðstandendur þess komnir. Þannig Ilmur Stefansdóttir sem leikstjóri, Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir sem höfundur og leikari, og Camillo Valdes sem danshöfundur og leikari, og við eigum von á henni Þuríði Blæ Jóhannsdóttur sem leikari í sýningunni. Kolbrún, ég byrja náttúrulega á þér. Þetta ekki bara, þú ert ekki bara höfundurinn og leikari, heldur leikritið þig. Já. Það svona... Þegar ég sá því hérna koma, þá var ég svona velta fyrir mér hvernig það væri svona þegar frumsýningin búin, af því ég reikna með að það alltaf erfitt líklega að leggja eitthvað svona við það, en það hlýtur að vera alveg ekstra erfitt þegar maður með svona eigið líf, eigin sín á eigið líf, eigið verk og eigin frammistöðu sem leikari. Það ekki svolítið svona, þetta svolítið stór biti að Jú. Það það. En nú ég orðin að verða 52 ára, þannig að... Já, það lent í öðru eins. Já, og maður hefur lent í ýmsu á lífsleiðinni, þannig að en auðvitað svolítið sérstakt að setja sjálfan sig á svið og sitt líf og sitt fólk líka, svona, það kemur við sögu. Já, ég sagði við sjónvarpið á frumsýningunni að ég væri svolítið, mér liði svolítið eins og ég væri bara á skurðaborðinu að afhenda fólkinu hjartaði í mér. Já, sem varst. Já, þannig að og ég hef áhuga á svona grimmdarleikhúsi, eða svolítið svona það sem og gera gjörninga, það sem það svolítið hættulegt. Allt getur gerst og já. Að fara út af einhverju mörkum og aðeins lengra. Já, þannig að En þetta fjallar sig og sem fallaða konu. Já. Hvernig þú sættir þig eða sættir ekki við hörðnunarsjúkdóm, það svona sem versnar með árunum. Hvernig þú glímir við óljósa framtíð og eitthvað fleira, og hvernig þú tekur þátt í baráttu þannig að það líklega svona margar möguleiki að segja þessa sögu á margan hátt. Hvað, má ég aðeins spyrja það svona hvernig þú fékkst við það? Af því að Já, ég sá fyrir mér að gera svolítið svona ljóðrænt verk, að nota ljóðrænuna, að lýsa svolítið svona hlutum sem erfitt að lýsa, kannski bara hvernig ég upplifði þetta að eiga erfitt með að hlaupa og og lýsa því, ég man það svolítið, ég fór alveg inn í þetta aftur þegar ég var að skrifa verkið, inn í þessar minningar og sem litla þú erfiðleika með að setja sig. Og þegar ég vissi ekki að ég væri með vöðvasjúkdóm, það kom bara svona smátt og smátt í ljós og ég held þetta væri bara einhver úlingaveiki eða leti eða eitthvað svona, en já, ég reyndi allavega að glíma við það, ég veit ekki hvernig það kemur til skila til áhorfenda. En þegar þú segist að fara aftur, það þannig að þegar maður fer og leitar aftur hvernig maður upplifði eitthvað þegar maður var 10 ára eða 12 ára? Já. Uppgötum að þá að maður ennþá þóttu var haldi kannski fyrir að það er búin að gera upp við það og búin að ná sér í gegnum það að þá tilfinningin alltaf þarna svolítið ósnert áfram. Já, mér fannst, ég lýsið í verkinu, mér fannst bara akkurat þarna
þegar ég tek ákvörðun að taka þátt í þessu skólalaupi sem barn. Ég var í Engidalsskóla og þetta svona lítill hringur sem maður hlaup í kringur hraunið, þannig svona blokkarhringur sem var mjög stór þá. Og ég skynjaði eitthvað, mér fannst ég skynja eins og núið og framtíðin að renna saman í eitt og það eitthvað svo skrítið, svo seinna þegar hún lendir þegar ég í hlaupinu þá uppgöta ég eitthvað svona, mér langaði helst bara hverfa upp í himinin af því að ég fann að ég var að vera síðust, mér langaði ekki að vera síðust og svo skrítið bara einhverjum árum seinna bara eins og lífið manns verður svona eins og einhver lækur sem rennur í einhver átt, svo ég allt í einu komin á svið og að gera verk þessar lífsreynslu og þá og þegar maður lendir í alls konar hlutum og svona einhver moment sem maður man svo sérstaklega eftir já, svo verður þetta bara hluta einhver leikriti þetta eitthvað svo skrítið já, það bara eins og líf mitt ég veit ekki, átt að verða einhverju leikriti Þetta mikil saga þannig náttúrulega svona frásögn af því hvernig hvað segir maður, sambýlið þitt við sjúkdóminn það líka fjölskyldusaga þarna baráttusaga, þú ert að berjast fyrir svona aðgengi fallara þú ert fyrsta fallaða konan sem eignast barn eða allavega ég upplifa þannig, það er ekki rétt það er ekki rétt það er byggt á því að það er eitthvað sem segir það við þig ekki nei, ég upplifði bara því kvennadeildin var svo óagengileg að ég hélt bara að ég væri stödd í Rússlandi 1710 með að við aðstæðunar ekki íslensku heilbrigðiskerfi og þá hugsaði ég bara býtu ekki ég fyrsta kona sem eignast barn hér sem er hreyfihömluð eða nota hjólastól en það var náttúrulega ekki þannig en það bara, það hafði ekkert verið neitt há umræð það Nei. Svo er þetta líka svona kvennasaga þig sem stúlku að verða kona en líka sem fötluð kona en svo er þetta kannski svona rammin í kringum þetta svona eiginlega sigursaga Er það ekki? Ilmur leistur, þetta er eiginlega sigursaga og sigurinn er eiginlega leikritið að koma fram með söguna. Já, það var svo skemmtilegt og svolítið áhugavert það sem að Kolbrún er að segja þegar hún er 8 ára og er að taka þátt í skólalaupinu og fær eitthvað svona tilfinningu að þá er henni Kolbrún eiginlega svona að lýsa eins og hún hafi næstu í svona vita að yrði eitthvað svona hringur sem að, þú veist, tilfinningin er svolítið svona eins og þetta sé eitthvað hringur. Hann að dreymdi að vera leikona, hún gat ekki komast inn í listaháskólan af því hún var með hreyfihömlun og svo er henni fer hún eitthvað allt aðra leið og eins og Kolbrún lýsa eins og eitthvað lækur skrifar verk og svo einhvern veginn og þú í rauninni sást ekkert endilega fyrir þér að vera sjálf í verkinu. Í listaháskólanum var það Þuríður Blær sem að leiklast það. Svo sé ég verki og þá finnst mér það algjör grunnforsenda að þær séu þarna saman og Camille og með. Það sé einhver svona að þau þrjú í rauninni túlki öll þessi hlutverk og þær skipta milli sín hlutverki Kolbrúnar og leiki hinn hlutverkin og þannig að Kolbrún er stundum mamma sín. Já, þannig að það kemur í rauninni eitthvað svona og þá er svona eins og þetta sé svona hringur að þú veist þetta svona endar í sjálfu sér einhvern veginn að Kolbrún segir söguna sína, dreymir að vera leikona og núna er hún það og ég held að við sem áhorfendur svona upplifum þetta, að þetta sé svona eitthvað svona eins og eitthvað hringur sem að ekki kannski lokast, heldur eiginlega svona byrjar, af því að ég held að þetta sé kannski ekki endilega það síðasta sem Kolbrún er að fara að gera. Já, næsta hring. Þannig að það er eitthvað svo fallegt við verki að það svona einhvern veginn sjálft sig og þú veist, og við upplifum bara þetta er það sem hún skynjaði og þetta er að gerast og það er eitthvað svo mögnuð upplifun og svo er þetta, það er sigur að hún skuli vera komin hann á svið að segja söguna sína. Það er einhver sigur ganga í því en það hefur líka bara með viðþorf þín Kolbrún að gera. Það er ekki tilviljun að Kolbrún er komin hann að segja sína sögu. Hún er búin að halda áfram og einhvern veginn eins og kemur fram í textanum
ég greinist með vöðvasjúkdóm, hvað með það, lífið heldur áfram og þetta náttúrulega bara svona viðhorf sem þú hefur sem svo magnað og það líka svo hvetjandi fyrir okkur öll. Það svo mikil upplifting í því. En það sem sagt hluti af sögu þinni að verkið sem sett upp, að það líka hluti af sögu okkar og Þjóðleikhússins, að þessi saga sem sögð fram, að svona hinn dramatíska saga fatlaðs fólks sögð, hún hefur ekki þótt alltaf nógu merkileg. Það sem líka finnst mér svo frábært við verkið hennar Kolbrúnar að það Kolbrúnu í heild sinni einhvern veginn, eins og þú ert sjálfur að segja. Þetta líka fjölskylduna hennar Kolbrúnar, þetta líka uppvaxtarárin, gelgjuskeiði, kynþroskan, ástina og ég held að við verkið þannig sett fram að við fáum áhuga á persónunni ef við tölum Kolbrúnu sem persónu. Þetta er ekki svona tvívít saga. Nei, þannig að þetta er ekki aðsend grein stöðu fallar í samfélaginu. Nei, þannig að við fáum áhuga á fólkinu og þar af leiðandi förum við að finna til með fólkinu og ekki vera saman fólki og svona eins og góðar sögur gera. Þannig að við förum inn í söguna og þá förum við að heyra. Af því að við förum að heyra hvað persónan að upplifa, við förum að finna til með persónunni. Ef við ekki tala Kolbrúnu sem persónu, sem náttúrulega hún á sviðinu. Bara leiðum að það verður tregið frá, þá það bara. Já. Þannig að mér finnst það í rauninni mér finnst það svo mikill sigur. Þannig að við finnum til og við heyrum. Þannig að verkið verður svona eins og, hefur svo sterkt erindi og við samsumum okkur og það held ég að sé sigur fyrir eitthvað svona baráttu að fólk rauninni heyri og finni til og samsami sig og finni samkennd. Ég velti þessu svolítið fyrir mér í verkinu og líka svona eftir, það var mikið klappað og svona, en þá var ég svona horfa bara svipin á fólki og mér fannst svona fólk upplifið þetta eins og svona sigur, svona að segja að þetta var sigurverk. Það var svona fögnuður í lokin, eins og það verið áfaka náð. En það sem ég var líka að hugsa með hana var að því að eins og þú ert að segja að sagan sögð, þetta fötluð kona, en við erum að segja henni ekki bara sem fatlaða konu. Og það svona, það sem maður meldi fyrir sig en saga fötlunarinnar ótrúlega sterk dramatísk saga. En samt erum við oft með þetta viðhorf að það megi ekki vera bara það. En saga fallarað mannesku í samfélaginu ótrúlega dramatísk saga. Og við getum ekki bara dæmi að þekkjum þetta sama úr þegar við erum að fjalla svarta í Bandaríkjunum og svona, má ekki segja bara söguna að svartir heldur verða líka, en sagan að vera haldið utan og fá ekki að taka þátt, hún alveg kannski stæðsta dramatíska saga má hún ekki bara vera fremst. Og mér fannst að ég hugsaði eftir, já, þetta svoleiðis leikrit, þetta leikrit sem segir þetta svo stór saga. Þetta svona sögur ef að segja. Ekki að að réttlæta að við erum líka mennskis og þið og getur verið í eitthvað svona dramatísk og þið. Þetta risastór dramatísk saga að vera með sjúkdóm. Og þetta ekki sjúkrasaga, við höfum ekki að hafa þetta til hliðar, ekki eitthvað í segðu mér í sjónvarpinu, þetta hliðar. Við höfum þetta bara á leikhúsinu, bara fremst. En ég held að sé í rauninni bara eins og með allar sögur, ég meina, við erum öll manneskjur, þannig að við erum að segja sögur fólk. Hæ, Blær. Hæ, Blær. Og það gaman að sjá það. Já, þannig að mér finnst svona, ég held að þetta eigi við þetta allt, að þetta bara spurning, af því að það ekki saga, ég held að saga sé aldrei einföld. Saga einnar mannesku alltaf marglaga. Og það bara saga samfélag sem marglaga, allt marglaga. Þannig að ég held að það í sjálfu sér það alltaf gott að fá margar hliðar. Þannig að ég held að það sé galdurinn í verkinu. Að vissulega vöðvarhörnunin fremst, og það svo snilldarlegt hjá Kolbrúnu að flétta þetta inn í hlaup, af því það tengist í rauninni líkamlegri getu að hlaupa. Og það svo gaman að hafa Camillo með, mér langaði til að væri líka manneskja á sviðinu sem mjög fær líkamlega, þannig að það eitthvað svona áminning það og það í rauninni, ég held að þetta sé svona marglaga, þannig að ég held að vissulega sé
bara í rauninni, þú veist, það sterkasta við sýninguna að vöðvarhörnunin fær að vera fremst, en ég held að það að við fáum að vita svona margt og sjá Kolbrúnu og hver hún við fáum að kynnast Kolbrúnu, að það svo margt sem að bara alveg svo kemur fram á einum tímapunkti þegar hún fær greininguna og segir en ég hef engan tíma núna til að hugsa það, því að það eru bara, allar vinkonur mínir að gera það. Þú veist, og nú ég bara að pæla í því. Þú veist, þannig að þetta svo áhugavert, eins og við öll á einhverjum tímapunkti það sem efst í okkar huga. Já, og þannig gerir það náttúrulega þegar fólk fær mál, þá kemur bara öll persónan fram. Okkur hættir svolítið til í að ræða við eitthvað sem fatlaður bara sem fatlaður. Það ekki þeirni fötluðu sem að vilja segja eitthvað bara þá sögu, sko. Það ekki... Nei, það bara hluti af manni, en það ekki allt, bara allt ég, sko. Mér fannst þetta með að hversu framarlega þessi dramatík var, mér fannst það svona áhugavert og sterkt. Það var einn gestur sem fyrirgefðu, ég ætlaði bara að bæta við það sem kom á seinustu sýningu sem sagði líka sko að maður hugsar, ef maður sér manneskju í hjólastól þá hugsa maður yfirleitt bara já, þetta manneskja sem hefur alltaf verið svona einhvern veginn og hann sagði að það hefði verið svo áhugavert líka að einmitt vita bara að þú veist einu sinni varst þú hlaupandi og einu sinni einmitt varst þú bara að gera það og varst eina þeim sætu og vinsælu og varst að pæli þú veist þannig einhvern veginn gaurum pæli gaurum já, ég eiginlega bara að segja sama mér fannst þetta bara af því að þetta líka það þetta einhvern veginn ferðalagið inn í föllununa eða þannig Herðu þú ert að leika hana á sviðinu, fyrir framan hana unga, eða yngri fyrir framan hana já hvernig gerir maður það? Við leikum maður Kolbrúnu fyrir framan Kolbrúnu sko ég nú reyndar ég ekkert eitthvað svona að reyna að tilengja mér eitthvað takta frá Kolbrúnu eða neitt þannig sko ég held ekki, það kannski gerist smá ómeðvitað svona húmorinn þinn náttúrulega skín í gegnum verkið og svo þið náttúrulega náfrængur þið kannski óvart eitthvað staðar smá eins já, þannig að ég hugsaði ég þarf ekkert að gera, það kemur bara svipurinn þarna og einhvern veginn en já, ertu að spyrja hvernig fyrir ófatlaða konu að leika fatlaða konu? Nei, bara svo leikari að leika fyrir framan einhvern já, ég einhvern veginn var ekkert Þú varst ekki að leika hana? Nei, ég var kannski meira stundum að hugsa sko, má ég vera að leika, þú veist, að uppgöta, skilur, byrja hvað að mér í fótunum og allt þetta einhvern veginn. Stundum var ég smá svona hrædd við það, get ekki gert fín og góð skil, af því ég get ekki í rauninni sett mig í þessi spor. En kannski vegna þess að ég var að hugsa það, þá var ég ekkert að pæli eitthvað svona hvort að ég væri að sko gera þér góð skil. Þú vinnur við að sitja því í spór annara. Já. Þú getur hugsanlega leikið dauðakonu í Shakespeare-verki einhvern tímann og aðeins til að hafa nokkuð tíma dáið. Algjörlega, já, nei, ég hef leikið strák og ekki var ég eitthvað að setja það neitt fyrir mig sko. Nei, þetta er kannski eitthvað sem líka bara hefur verið mikið í umræðinu og bara eitthvað sem ég held bara eðlilegt og fólk smeykt gagvart, það bara þannig ég held þessi líka bara eðlilegt að velta þið fyrir sér því maður vill ekki gera lítið úr fólki og líka þetta persónulega sög hennar líka skilur og við erum bara með henni á söginu að segja söginu þannig að það líka svolítið svona en það var eiginlega meira, það var ekki svona gagvart sko þér Kolbrún, það var meira bara svona hvað annað fólk hugsar eða þú veist annað og ekki eitthvað svona ég megi ekki sko heldur meira bara að ég geri það ekki nóg satt eða þannig Ég held að mér líður líka í okkar ferli þá hefum við unnið svo þétt saman við höfum búið svo mikið traust og maður líður vel þegar við erum að sýna þetta af því við vitum að það er svo mikið virðing á milli okkar af því við erum búin að vinna í því mjög mikið sko. Ég held að virðing sé eiginlega bara lykillinn í þessu ég finn fyrir mikillinn svona bara gagnkvæmum einhverjum svona kærleika og skilningi og virðingu fyrir viðfangsefninu og svo er þú Kolbrún búin að vera líka svo rausnarleg með söguna þína og hvað tungumál við notum á sviðinu þú veist bara svona leikústungumál og hvað við höfum alveg að gera bara öll með okkar þekkingu og reynslu og
viðhorf og smekk og innsýn og allt, þannig að ég held að það sé svona, búið að vera svona mjög gjöfult, það er bara búin að vera mjög svona kærleiksríkt ferli. Já, svo sannarlega. Og Kolbrún, hvernig var að hafa Ilmi að leika þig? Blæ. Blæ fyrir ekki? Hvernig? Það var bara mjög skemmtilegt, sko. Já, ég var ekkert að pæli, nei, hún er ekki alveg eins og ég. Nei, hún er bara, þetta er bara einhver sögupersóna sem hún er að leika, sko. Þannig að, já, og nei, mér fannst það ekkert óþægilegt, sko. Mér fannst það bara heiður. En hérna, það er æfingatímabil og það er skrifið þetta. Hvað er þetta að byrja að skrifa þetta? Sko, þetta byggir á lokaverkefni mínu í Listaháskólanum 2021 og svo þegar Þjóðleikhúsið ákveða að kaupa verkið, þá vorum við að vinna í því í ár, ég og Ilmur, frá 2023 til 2024. Þar til við byrjum að æfa, núna í mars. Þannig að við vorum bara svona að fara yfir verkið og þróa það áfram og það var bara mjög fínt og nauðsynlegt, sko. Ég var rosalega mikið að spyrja spurninga því ég var svo forvitin. Það var svo margt sem kom fram í verkinu sem að kom svona þörf fyrir að vita meira bara allt mögulegt sem að kom fram. Það margt í verkinu sem að maður myndi vilja vita meira Það er alveg efni í stóra fjölskyldusögu sem ekki á sviðinu. Það er afinn og það er mamman og það eru marga persónur sem svona bara svona smá hintaða. Það eru ástirnaðinnar sem eru svona ekki mjög sterkar inn á sviðinu. Nei. Þannig að Algjörlega, það er efni, en það er náttúrulega Kolbrún búin að klára ritlist, þannig að hún getur bara haldið áfram að skrifa og skrifa, sko. Það getur verið þáttaröð. Það er bara númer 1. Það er reyndar, sko, eins og afinn sem er fatlaður með sama sjúkdóm og þú ekki. Líklega með sama sjúkdóm, já. Það var bara ekki greint. Nei. Og hans lífsbarátta og hvernig samfélagið tekur á móti honum og svo þín barátta, það eru hellingar svona þráðum í þessari sögu sem maður sér fyrir sér að geta orðið, sko, eitt þáttur í þáttaröðinni. Já, klárlega, sko. Já, og það var svolítið verkefni okkar, sko, það var mjög margt sem kom fram og stundum þegar maður er að, vinna svona vinnu, þá er gott að hugsa, bara segja sögur sem að fær nóg pláss og svo að geyma aðrar, eða að segja ekki of margar sögur í einu. En þannig að það var í rauninni svona, sumt fengum við að veita miklu meira heldur en var upphaflega og sumt svona minnkaði aðeins. Já. Og kannski, ég veit ekki hvort að svona formið á þessu er næstu eins og einleikur. Byggt upp, þetta er bara frásögn þín, bara eitt sjónarhorn sem að segir það og þú fær þau til aðstóðar við að segja söguna og þetta er til dæla stutt eins og einleikir oft eru. Þegar við erum að tala sko afan og mömmuna og fleiri dramatíka, þá væri við kannski að sjá fyrir okkur sko stórt dramatíst verk með það sem að þetta fólk fær raunverulega raddir en er ekki bara endurlið þitt, ekki? Nei. Þannig að það svona fá þær ekki að stíga kannski fram og þess vegna eru kannski hlutverkið þín eru svona svolítið fölar myndir. Þú þarna pappinn ameríski hermaður, allir elskuðarnir. Allir elskuðarnir. Já. Ég ekki alveg allir. Þeir voru nú fleiri. Ég meina þeir fengur ekki. Það kemur í eins gott að það komið fram þeir voru fleiri. Ég meina bara allir sem er í verki. Já, þetta er svolítið svona eins og trailer líf, sko. Já, ég var í lýðháskóla og það var einn þar mjög sætur sem heit Júhann Eglund. Já, hann kemur í part 2. Já, hann var, sko, við köttum hann út, sko. Já. En það var samt svo lítið. Það var mjög lítið, já. Það var eiginlega bara 2 setningar. Já, einmitt. En ef að hann hefði verið, þá hefði Camillo líka leikið. Absolutt, sko. Þetta form, þessi frásögn, myndi mér svolítið á Fúsa til dæmis, sem var í Borgarleikhúsinu. Já. Hefur þið séð það ekki? Jú, af því að það er svona frásagnarleikhús. Já. Og það er svona, sögumæðri svolítið öðruvísi, af því að þeir eru þarna frendunir svona saman, en þetta með að vera með 2 aðstoða leikara til að leika. Já, einmitt. Býtu, já, þeir eru frændur. Eins og við erum fyndið. En fyndið. Þetta er nýja trendið í leikursum. Já. En það er alveg rétt, það er líka bara eins og þú segir, Kolbrún skrifar þetta sem monólóg. Þannig að það er upphæðlega, frásögnin er í rauninni
ég og svo þau, eða þú veist, mamma, pappi og svona, en við í rauninni unnum aðeins með að breyta í sumstaðar í kringustæður að því þau eru fleiri, þannig að þú veist, það beint samtal, þú veist, það sem að Kolbrún og Blær tala saman sem Kolbrún og mammenar og Camilla sem pappin. Þau tengsl mömmunar eru svona sem að eru fara lengst í því að vera dregin inn í verkið. Já, þannig að við svona, kannski, það er svona, maður dýfkar það svolítið með því að búa til kringustæður, það sem að vera beint samtal og bein kringustæða á milli 2 persóna eða 3. Og svo ég náttúrulega, ég dansari, þannig að mér finnst líka bara ógeðslega áhugavert hvernig við erum að búa til þessi karaktera sem ég að leika bara með svona fysikal. Þannig það ekki mikið texta, þannig við Ilmi vorum að tala ákveða bara vera með mynd. Þannig ég alls konar svona stund að breyta, vera meiri res, ég barni og svo fyrir meira niður, ég leika af eða pappin, þannig ógeðslega áhugavert, sko. Mjög gaman. Og þetta alltaf það sem að líka lifir með manni þegar maður fer í leikhús, þú veist, svo hugsa maður einhverju sýningu 2-3 árum setna, þá mann maður alltaf myndir. Ekki textan. Raunin ekki, nei. Ekki ég. Maður mann það sem maður sér, stimplast einhvern veginn inn í heilan. Textin stórlega ofmyndin í leikhúsinu, það er þannig. En svo finnst mér, ég er myndlistakona. Það er ekki svona sorglegt, það bara er þannig. En ég er myndlistakona, en ég kem svolítið úr þeirri átt þar sem maður byrjar svolítið að vinna með myndir og í rauninni eitthvað annað en texta, en svo finnst mér svona, þróunin hjá mér hefur orðið svo að mér finnst þetta allt vinna saman, mér finnst rosalega gaman að vinna með alla þessa þætti og rosalega gaman þegar það er svona vega hvern annan upp, þú veist, bara hljóð, mynd, hreyfing, orð, þú veist, tilfinningar, persónur. Þetta er rosalega spennandi þegar þetta vinnur allt saman og það verður eitthvað svona eins og dýnamík sem að, þú veist, hækkar áhrifin. Þannig að verður áhrifa mest. Og ég get ímyndað mér að þessi sýning, af því að hún er oft svona smá, hún er í svona eins og draumkendu flæði stundum. Að þegar maður er komin, þegar áhorfandinn er búin að fatta það lingó, þá fari myndirnar að hafa einhver svona djúpstæð áhrif án þess að maður fatti það, skilji. Eins og í söngleikjum þá kemur kannski, heyrist eitthvað svona melódía sem hefur verið heyrt áður og þá allt í einu verður eitthvað svona kontrast og eitthvað svona sem maður áttar sig ekki eins svona á, sko. En þitt líf er mjög dramatískt. Það var mjög dramatískt að vera með sjúkdóm sem að líkaminn bregst manni. Ég man að ég tók viðtal við Harald Torleson, og hann var að lýsa, það var bara svakalegt að hlusta á það. Þannig að hann lýsir því hvernig hann eiginlega hatar líkamann sem hann er í, hvernig hann bregst honum. Þannig að þetta er stórkostlega dramatísk saga, hvernig maður getur glímt við það og maður bara getur ekkert ímyndað sér það og maður getur ekkert dæmt það eða metið eða hvernig fólk stendur sig í því. Þannig að sú saga er gríðarlega stór. Og leikjandi fjallar eitthvað litur það, ekki? Jú. Að vera í líkama sem að bregst manni. Sem að ekki bregst manni. Já, ég myndi það að vera vitna í Harald af því að það er svo dramatísk hvernig hann lýst því. Já, svo er það bara mjög einstaklisbundið hvernig fólk tekur text á við það og það er svolítið öðruvísi eins og ég tengi við margt sem Haraldur segir, sko, að vera eins og hann greinist mjög ungur og við eigum örugglega margt sameiginlegt að upplifa svona þegar hann átti erfitt með að hlaupa og var kannski svona, að detta á síðastur og eitthvað svona. Þannig að, en ég hef aldrei einhvern veginn upplifað það. Ég fór bara sjálf svolítið svona ákveð, hvernig ætla ég að tala sjálfa mig? Ég tala aldrei mig að ég sé að versna, að ég sé svo slæm. Mér finnst það svo neikvætt. Ég tala frekar að ég breytist. Og maður er alltaf einhvern veginn að breytast og það er ákveðin óvissa og þegar það er ekkert að gera, þá hefur maður ekkert annað haldreipi heldur en sjálfa sig. Og kannski einhverja list eða skáldskap. Og sko, hugmyndir okkar hinna framtíðina virka bara svona létt og kærulisleg á meðan að maður heyri á þér og Haraldi og fleirum þar sem að sko bara framtíðin fær bara allt annan blæ, sko. Já, og maður er ekkert því er ekkert að vera of mikið að hugsa hvernig verði ég eftir 2 ár. Ég er alltaf að breytast og ég finn oft mun kannski á 2 ára fresti.
það þýðir ekkert að vera of mikið að velta sér upp á því. Og kannski valum í hvaða sögum maður lifir, af því að í nútímanum hefur maður stjórn á framtíðinni og fortíðinni eftir því hvernig maður velur sér og að einhver leiti verkið það. Sko. Finnst mér. Já. En önnur saga sem bara stór og mikil og þarf ekki kannski sérstaklega stuðning náttúrulega í sögunni frá afaðinum og til þín og í gegnum baráttu þína þá kemur náttúrulega eina stóru mannréttindabaráttu 20. aldarinnar sem baráttu fatlara fyrir að vera séðir, það setja ekki tillitið þeirra. Þannig að hún þarna inni í þessu verki. Já, algjörlega og þetta hefur líka bara talandi leikhúsið, þú veist bara og yfir höfu meðvitund okkar aðgengi og að sé jaft aðgengi fyrir alla. Þú veist, þetta svona eitthvað sem ég held að sé þetta verk vekur okkur mikið til umhugsunar þú veist, þetta kannski eitthvað sem við höfum heyrt og svona en kannski ekki endilega alltaf sett okkur alveg inn í. Svo byrjum maður bara svona að vera miklu meðvitaður hvað þýðir þetta. Þú veist, að bara húsnæði og kringustæður séu hugsaðar fyrir alla hvað sem það sem að fólk að takast á við eða hverjir sem það eru, bara jöfnuður. Það hefur svona mjög mikil áhrif á það og mér langar líka bara að segja því það sem Kolbrún var að segja þetta viðþorf þitt Kolbrún þú veist, í rauninni þetta jákvæða viðþorf sem þú hefur ég held að það sé svo ofboðslega gjöf til okkar hinna til að heyra. Já, það hefur náttúrulega alltaf svona almennu skilningur á fötlun, alltaf eins og oft svona læknisfræðilegt sjónarhorn að það hlýtur að vera harmleikur. Þú veist, maður sé bara hlýtur að vera í þunglindi eða það hlýtur að vera allt hræðilegt. Auðvitað þetta oft eitthvað áskorun og oft á maður erfiða daga en ég, þetta bara orðið hlutið af mér og mínu lífi. Ég þekki ekkert annað, þannig að já, maður hefur líka alltaf ákveðið val hvernig maður ætlar að... Það þetta miskunnlausa sjónarhorn hinna heilbrigðu sem að skilgreina fatlaða sem frávik og galla og það kemur nú fram í leikritinu, ekki eitthvað sem segir ég myndi bara drepa mig eða Jú. Og sem svo þegar fólk komið í stöðuna þá náttúrulega allt öðru í sig. Við þekkjum þetta nú bara sem ungt fólk að kærðum okkur ekki svona að vera 36 ára. Nei. Þú erum 36 ára og við erum mjög ánægð með það. Það er bara fínt. 56 ára. 76 ára. Svo hélt það bara áfram. En hvað ætlar að gera svo? Kolbrún, að þú ert múin að vera svolítið inn í þinni ævi og við erum eiginlega að ýta þér að skrifa fjölskylduna líka þessi saga sé ekki þú getur sagt þetta aftur með öðrum hætti. Já, ég var í námskeið hjá henni Oddnu í Eyr sem nú samstöðinni sem heitir Sjálfsaga, ævisagan og skjalasafnið. Þar gerði ég svona skriftargjörning bréf til afa. Þar skrifa ég bréf til afa minns og ég held að þetta svo stór saga. Ég kannski gera eitthvað með það efni. Hvað hét afiðinn? Gunnar Jóhannsson. Já, og hann var mikill svona business kall og var byrjaði 18 ára að reka saumastofu í Skagafirði og hann þurfti bara að bjarga sér og hann fór til Þýskalands til að fá hjólastól 28 ára, fór einn þangað, ég veit ekki alveg hvernig hann fór að því. Það var eins gott að það var eftir stríðið, annars hefði hann stungið í gasklefan og verið drepinn bara. Þetta er svo ofboðslega stór saga og hann Hann ætla bara að skjóta inn, það má ekki gleymast náttúrulega að nasistar eyddu fötluðu fólki, ekki bara gefið. Algjörlega, já. Þeir voru mengun í samfélaginu. Já. En saga af hans náttúrulega stórbrotin. Já. Algjörlega sko. Ég veit sumt. Já. Hún virkilega spennandi. Hann átti 8 börn og var svona sterkur karakter en og kavalýr. Já. Algjör. Sjarmur. Skilst mér. Mikið kvennabósi. Já. Þannig að það er bara og það er svo margt svona, þú veist, aftur hann var ekki bara fatlaður. Nei, einmitt. Hann var alls konar og á stóra sögu sem ótrúlega skemmtilegt. Og hann einn af stofnendum Sjálfsbjargar og lést þar, hann dó þar 79 og ég man eftir mér því ég var 5 ára að heimsækja með pappa mínum og þá var amma mín afi skilin og ég bjó í 1 ár í Sjálfsbjargarhúsinu en svo fór ég bara að fatta það að mér langaði ekkert að enda í húsinu eins og afi minn og bara vera ekkert séð. Þannig að þá fór maður að berjast fyrir notendastýrði persónulega aðstoð. Sem þú nýtur núna. Já, og ef ég væri ekki með það, þá væri ég ekkert í leikhúsinu eða hefði farið í gegn Listaháskóla. Þá væri ég bara bundin heima. Hver finnst þér svona staðan í þessari baráttu?
Já, við erum náttúrulega, vorum svolítið langt á eftir með við Norðurlöndin og það byrjaði upphaflega í Bandaríkjum 1972, þessi hugmyndafræði Independent Living. Þannig að svo kom fötlunarfræðin hérna 2006, þannig að þá fór mikið af fólki að minni kynslóð, við flosnum upp úr námi, vorum ekki með stúdentspróf, þannig að það var ekki aðgengi í háskólanum eða í menntaskólum. Þannig að við vorum svolítið svona lengi svolítið að kannski kveikja perunni, hvað var að gerast úti. Lausnin væri bara kannski einhver sér sambýlið hús fyrir, eins og ég bjó í Sjálfsbjargarhúsinu, það var bara blokk fyrir hreyfihamlað fólk. Mér finnst það alveg fárlegt að bara rauðar ætti að búa saman. Það er náttúrulega bara barnsins tíma. Þannig að já, ég var lengi þar innan dyra að berjast þar og svo bara ákveði ég að fara að mennta mig og svo bara var listin alltaf eitthvað leið mín til þess að berjast. Það kemur fram að þið dreymdum að vera leikona. Já. Ertu leikona? Ég er ekki menntuð leikona, en ég er áhuga leikona og ég er performer. Og þú ert að leika í Þjóðleikhúsinu? Já. Ég held að Kolbrún er eftir að leika meira. Já. Og þú ert að skrifa líka? Já. Og með heyrist að þú ætlir að halda því áfram? Já, En það varandi að ég sagði eitthvað trend þarna að væri frendur og frengur saman á sviði, en það er náttúrulega trend í íslensku leikhúsi í svona einleikir, einhver útgáfa af einleikum þar sem að ég veit ekki hvað þetta er, kannski er þetta svona eitthvað svona eins og raunsægisbylgja að fólk vilji fá svona, kannski tengist þetta bara netinu að sumu leyti að maður er svo mikil aðgengi af svona sögu fólks og kannski er þetta bara smitast inn í leikhúsið og ég er bara að vitna í Vertu Úlfur og reynsaði ekki upp Edduna eiginlega í fyrra Saknarilmur og það er meira, það er verið að tala kulnun í Þjóðleikhúskjallaranum og Fúsi nefndi það og þannig að þetta er svona Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér, ég held að þetta sé eitthvað svona við þráum, við erum svo einangruð að einhverju leyti út af örugglega samfélagsmiðlum, maður er einhvern veginn alltaf bara starf og skjá og við þráum eitthvað svona alveg svona virkilega persónulegt og það er ekki mikið meira persónulegt heldur en manneskja sem er með einleik, sérstaklega ef það manneskja sem er að segja sinni eigin sögu sko. Það er einhvern veginn já, ég hef tekið eftir þessu líka sko. Þetta er sem fólk vil sjá í dag. Það er eins og þetta sé að stinga einhvern veginn í samband fyrir okkur eða hvað, við fáum svona að finna fyrir nánd og tengslum, upplifi ég og auðvitað hafa áður verið sagðar svona sögur og svona heimildarleikhús og eitthvað en það verðist vera svona sterk svona bylgja. Já, við viljum eitthvað satt og helst einmitt fá þetta beint frá kunni sko. Svo er þetta líka tengist inn í umræðunum að það má ekki hver sem er segja hvað sögu sem er eða svona, það er eitthvað svona sem að maður fær allavega eitthvað svona smá svona bara svona, manni finnst það leiðilegra eða skiljiði. Ef það er ekki sagt að manneskinu sem maður þekkir og mennarðu. Já, eða bara manneski sem manni finnst kannski ekki, þú veist, manni finnst ekkit endilega kannski að mér, þú veist, ef að karlmaður segir áfallasögu konu, til dæmis, ef það heppnast mjög vel, þá er það bara frábært. En það er kannski, ef það heppnast ekki, þá er maður eitthvað... Guð hjálpið manninum. Já, smá, þú veist, já, ég held, þú veist, það er mjög margt svona sem er jafnvel ómeðvita hjá manni sko. En það er náttúrulega, svo getur maður líka að hugsa bara öfugt, það er bara rosalega gaman að heyra konu segja sína eigin sögu. Þú veist, ég er að segja, þetta er ekki endilega að fólk megi ekki, ég held að sé meira að fólk bara langar meira að heyra fólk segja sína eigin sögu. Ég held kannski að það sé meira, þú veist, svona, því það er, ég var ungur hópur af fólki að gera sýningu í Þjóðleikhúsinu í fyrra sem heit Lindó og fengu sendin alls konar frá ungu fólki sögur og svo var svo skemmtilegt að þau gerðu þetta eiginlega allt í svona söngleikjaformi, þau sungu allar frásagnirnar meira og minna þannig að þetta var mjög svona hressandi og settu þetta í svona svolítið humorískan búning en þetta var allt svona bara eins og trúnó með þeim, þau sögðu bara alveg berskjöldu þessi algjörlega og það var alveg magnað og þau voru að segja sögurnar sjálf og þetta, mér finnst þetta svona eitt svona dæmi og svo hittum við og voru að spjalla við og svo spurðum við hvernig leikhús viljið þið sjá og það fyrsta sem þau sagði var við viljum heyra sannleikann. Þú veist bara að þetta sé satt, hvað sem það þýðir. Já, það er nefnilega sko
ef þetta þannig að við lifum tíma þar sem að ekkert satt nema ég segi mína sögu. Það ekki svo langt síðan við lifum tíma þar sem að að ég gæti bara með innsæi mínu og fleira búið til og ég gæti búið til eitthvað sem að var sannleikur, sko. Ég meina, bækur Dostojevskí eru sannleikur. En ég held þetta sé heldur ekki, ég held þetta sé líka ekki, ég held þetta sé allt í gangi. Við erum líka að setja upp klassík og fólk vill sjá hana, við erum líka að setja upp söngleiki og barnaleikrit og fólk vill sjá það. Ég er bara að velta fyrir að því að þetta er svona meira ábærandi núna og hvað það er sem að er. Akkurat, þetta er eins og það sé ykkur svona, eins og þú segir, þetta er svona bylgja. Það sé frekar áhorfendurnir sem eru að vilja frekar að það sé ykkur svona tengsl, að það sem ég er að sjá sé satt. Og við séum ykkur svona hugmyndum hvað er satt sem hefur náttúrulega verið barátta undanferna áratug hefur verið svolítið hvað er satt, sko. Svo kemur þetta með sönn saga fatlaðra manneskju. Stóri sannleikurinn og sagan, hún er náttúrulega verið skrifað af karlmönnum. Þannig að við erum svolítið að segja aðrar sögur núna. Og saga fatlaðra og hvernig þeir eru settir til á okkur stað í samfélaginu, það verið aðri verið að segja þá sögu og barátta þeir eru meira og minna það að fá að segja sína sögu og fá sína rödd. Það getum okkur án okkar það sem það er tekið upp sem er snýst akkurat um þetta. Já, og svo líka bara saga er líka alltaf áhugavert hugtak af því að það að segja sögu, við töluðum aftur með þetta á æfingarferlinu, það kom tímapunktur sem við fórum að tala um mömmu Kolbrúnar sem mömmuna. Þetta verður að karakter, þetta er sviðsetning. Þannig að, og Blær er orðin Kolbrún ung og Kolbrún er bæði hún sjálf og líka að leika sig. Þetta er eiginlega á mörgum stöðum, sko. Það eru báðar að leika Kolbrúnu, svo Kolbrún hún sjálf og Blær hún sjálf á sviðinu. Samt er þetta sviðsetning, þetta er það sem er svo skemmtilegt og hvenær má maður hugsa það líka stundum eins og í heimildarleikhúsi, hvernig segir maður söguna? Hvenær er hún sönn eða er hún skáldskapur eða er hún einhver túlkun á raunveruleikanum og því sem gerðist, svo kemur það. Það er alltaf manneskja sem segir söguna er með eitthvað ákveð sjónarhorn. Já, það er margar hliðar á þessu, sko. Þetta er alltaf svo skemmtilegt. Kannski sannleikur er bara eins og fegurðin, hann er uppgötun og maður fattar hann þegar maður sér hann. Já. Herðu, Camillo, þú ert hérna í þessu verki og ég hef séð þig í nokkrum verkum. Þú ert með svona svolítið sérstakar stöðu í Þjóðleikhúsinu. Þú ert dansari. Ég er dansari, já. Þannig að maður sér þig oft í verku þar sem það er notað mikið. Þannig að ég meina það er bara æðislegt að fá tækifæri að vinna í Þjóðleikhúsinu, sko. Og ég er dansari, ég mynda á dansari og ég er búinn að vera hér á Íslandi í 12 árum. Þannig að geta verið flutt frá Kúbu og koma til Ísland og byggja mig upp áfram og vera núna komið að vinna í Þjóðleikhúsinu og það er algjör heiður, sko. Þannig það er bara, ógeðslega gaman, sko. Camillo er svo fjölhæfur, hann getur allt og það er svo gaman að vinna með honum, þannig að það vilja allir vinna með Camillo. Ég er mjög opinn fyrir. Allir leikstjórar. Allir vilja vinna með honum, líka leikarar. Já, ég hef sagt að í fótboltanum það er svona sérstök tegund af spilurum sem eru draumur þjálfarana. Já, þá er það Camillo. Geta farið í alla stöður, eða vanta varnamann. Ég er alltaf mjög heppinn að geta vinna með þessi fólki í Þjóðleikhúsinu, æðislega fólk sem er þar, sko. Þannig að ég veit ekki hvað þessi allir draumur, allir leikstjórar en það eru algjör heiður í að geta fengið tækifæri að vinna í Þjóðleikhúsinu, sko. Það eru ógeðslega gaman. Og ég er ekki mynd á leikari en svo fæ ég líka tækifæri að læra að vera að leika, sko. Þannig að bara geðveikt. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og ræða verkið Taktu flugið, baby. Blær, Ilmur, Kolbrún og Camillo, kæra þakkir. Takk fyrir. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið sem tölvur fjöldi í kvöld. Bindi Þorláks fyrir að taka viðtöl með mér og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. Og ykkur þakka ég náttúrulega allra mest sem hafið hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið byggt upp dreifikerfið okkar eins og þið hefur gert hingað til með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Benda á að það má finna efni okkar á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar
á öllum hlaðvarsveitum undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum komin í útvarpið á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu sem nær upp á Snæfellsnes, upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistúð út á Reykjanes þá. Það er hægt að hlusta á útvarpið okkar til dæmis í bílum. En það má líka sækja útvarpsendingarnar á spilarann. Það er spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má maður hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, alls þar sem er net á annan borð. Og við erum komin í sjónvarpið heim til fólks, til þeirra sem eru svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Þar eru við nú með 5 af fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem hefur gert okkur mögulegt að byggja upp Samstöðuna er fyrst og fremst þeir hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur, að þeir leggja okkur lið og eru þess valdandi að það er hægt að halda upp í Samstöðunni, og ef að fleiri bætast í hópina þá getum við haldið áfram að efla Samstöðuna og styrta hana frekar. Ef að þú vilt taka þátt, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin, sem átt borga meira þú vilt, og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda sem að held að sé einsdæmi í heiminum. En þetta er komið nóg í bili í kvöld. Ég segi bara góða nótt og svo sjáumst við aftur hér á morgun við Rauðaborðið sem hefst klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.